Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi eftir kosningar í aðventunni. Það er að koma jól bráðum. Herðu, það er margt í boði í þættinu í kvöld. Hérna aftast ætlar Björn Þorláks, sem er nú mikill Brittsmaður, að tala við formann þeirra Brittsmanna, Brittsþjóðarinnar, Matthías Imsland. Þeir ætla að tala Brits. Vonandi tekst þeim að gera það skemmtilegt. Ég veit að margir sem hafa ekkert mikinn áhuga á Brits finnst eiginlega fátt erfiðara heldur en að hlusta á Britsar að tala saman, en þetta eru skemmtilegi menn, þannig ég treysti þeim til þess að ræða skemmtilegum Brits. Áður en að því kemur hann Sindri Freysson til mín. Hann var að gefa út bók fangana í Bretlandi sem voru flutti til Bretlands hérna þegar breska hernámsliðið kom hérna í stríðinu. Af ýmsum ástæðum. Þarna voru, kannski þekktastir voru ritstjórar Þjóðviljans og sósíalistar sem voru fluttir þangað út af, að þeir vildu fjalla hernámið og svona eins og myndi heiti í dag, að fjalla þær samfélagsbreytingar sem áttu sér stað þegar allt í einu fylltust allir bæir af hermönnum, en hernámsliðið undi því ekki og fluttuð á til Bretlands, en að einhver leyti tengdist það líka bara pólitískum skoðunu þeirra. Þeir voru pólitíski fangar, en þarna var líka alls konar fólk annað af ýmsum ástæðum sem var flutt til Bretlands, og Sindri hefur fjallað þetta í bók og gefið út, og ég ætla að ræða aðeins við hann og fá hann til að segja með þessa sögu. Ég held áfram að tala vinstrið eftir kosningarnar. Andri Ingi Jónsson, hann er þingmaður sem hefur bæði setið á þingi fyrir VG og Pírata, og báðir þingflokkarnir þurrkuðust út núna í kosningunum. VG misti 8 þingmenn, Píratar 6, það eru 14 þingmenn sem að hurfa þingi fyrir þessa 2 flokka. Ég ætla að ræða aðeins við hann þessa niðurstöðu og þessar 2 hreyfingar og kannski svona vinstri almennt úr hverju það er samsett og hvort að sé, viti því sem að Steingrímur J er að leggja til að þessi flokka drífis í einhver svona sameiningu. Ég efast nú að Andri Ingi taki undir það, en við ætlum kannski líka að fjalla að vinstrið er ekki bara stjórnmálaflokkar, heldur eru vinstrið ýmiss konar félög og samtök sem að berjast fyrir fríði, fyrir náttúruna, fyrir félagslegu réttlæti af ýmsu tagi. Ég ætla að ræða þetta við hann Andri Inga. Þorvaldur Gylfason, prófessor, hann kemur til mín hérna eftir, og ég ætla að ræða við hann kosningaúrslitin líka. Hann satt í stjórnlagaráði sem að lagði til breytingar á kosningakerfinu, og þingið hefur ekki farið eftir því. Það hefur haldið í kosningakerfi sem að var eiginlega tjasla saman 1999 til að koma í veg fyrir það eftir á að Sverrir Hermannsson kæmist inn á þing. Ég býst við að Þorvaldur segja okkur svolítið þessa sögu og af hverju við erum með kerfi sem að er svo arfaslagt að yfir 20.000 manns fengu enga þingmann fyrir sín atkvæði. Ræði það við Þorvaldur á eftir. En áður en að því kemur hann Björn Þorláks hingað og ætlar að ræða við fólk svona spillingamál og í tengslum við kosningaúrslitin. Það er Atli Þór Fandal og Jasmína Vatsjovík og Marino G. Njálsson sem settast hjá honum og ræða kosningarnar og eitthvað spillingu. Það kemur hérna eftir örstutt hlé, en áður en að því kemur það alltaf minningur á, eins og ég geru oft, að samstöðin hefur verið byggð upp af ykkur sem eru að hlusta og horfa. Þið breytið þessu samtali okkar í fjölmiðlun og þið getur hjálpað okkur við að byggja dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandaminu frá efni sem ykkur líkar. Ég er ekki að biðja ykkur að segja frá efni sem ykkur líkar ekki, og ef að vinir ykkar og vandamenn fara og leita upp efnið á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu sem er 89,1 á FM á stóru höfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslensku útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Og svo erum við komin í sjónvarpið þegar þess að heppin að skipta við Síman fjarskiptafyrirtæki. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef til, ég er nú bara búin að missa vonin á því að önnur fjarskiptafyrirtæki ætla að bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræðu, þetta rauða borð í öðrum þáttum samstöðunar. Alveg magnað að fyrirtækin skuli ekki hlaupa til og bjóða sínu viðskiptavinum upp á þetta, en kannski er þeim sama sína viðskiptavinu, ég veit ekki, ég fer að halda það. En með því að benda á þetta, að þá stekkið þið dreifikerfið, og þannig höfum við byggt upp samstöðuna, bara góður í afspurn, og erum núna með fjölmarga hlustendur sem að hlusta á okkur daglega eða einu sinni í viku eða oftar, það segja mælingar. En þetta hefur verið framkvæmanlegt vegna þess að hluti áhorfenda og áheyrenda hafa gert áskrifundur og borgað
2.500 krónur, það grunn áskriftin og margt smátt gerir eitthvað stórt eins og samstöðin og ef að þú vilt telur að samstöðin sé mikilvæg í íslensku samfélagi þá hvetjið til þess að gera það áskrifandi, þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir þessum 2.500 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsskiptin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina, allt sem þið sjáið hér og heyrir í boði áskrifenda og þetta fjölmiðill og umræðuvettvangur í eigu hlustenda og áhorfenda. Þetta var nú skilaboðin mín að sinni. Við ætlum að skjóta inn hér skilaboðin frá öðrum og svo kemur Björn Þorláks og ræðir kosningar og spillingu. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala á borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komiði sæl og blessuð. Það svolítið spennandi sólarhringur að margra mati. Reyndar þessi upptaka sem hér fer á eftir, hún ekki gerð í beinni útsendingu og kannski hefur eitthvað breyst frá þeim tíma sem að við ætlum hér að rappa málin, ég og 3 Íslendingar með mér. En alla líkur eru á þegar þetta sent út að stjórnarmyndunar viðræður séu í gangi, viðræður sem hófust klukkan 3 í dag. Og við ætlum að spá í spilin, reyna að vega og meta líkurnar á að gangi saman með þessari stjórn. Við ætlum líka í upphafi umræðunar að ræða spillingu og siðbót og kanna það hvort líkur eru á að siðir okkar batni með fulltrúum þeirra flokka sem nú eru við samningaborðið að reyna að berja saman ríkisstjórn. En áður en lengra haldið þá ætla ég að kynna gesti umræðunar. Atli Þór Fanndal, velkomin. Takk. Marino, velkomin. Takk. Jasmína, þið eruð öll þekkt af ykkar störfum. Ef við byrjum á spillingarpælingunni, Atli, spilling var aðeins til umræðu við á þessari stöð en maður sá nú svo sem ekki hana sem veiga mikið umræðuefni í þessum pallborðum eða beinu útsendingunum hjá stöð 2 eða Ríkisútvarpinu en maður sér það hjá almenningi að það eru margir sem eru bara komnir með hingað alveg upp í kokk af því hvernig íslenska stjórnsýslu hefur undið fram. Ef þessir 3 flokkar, flokkur fólksins, Viðreisn og Samfylkingin komast í valda, líklegt að spilling yrði með einhverjum hætti öðruvísi eða minni en í tíð fyrri ríkisstjórna? Já, þannig svolítið erfitt kannski bara algjörlega að stimpla þetta sem siðbót en það kannski má segja að þó það sé gott og göfugt markmið að útrýma spillingu og ég starfaði nú fyrir samtök í smá tíma sem höfðu það sem markmið þá þetta praktikinn svo að þú getur kannski dregið úr vægi hennar og það getur kannski verið betra að vera með svona samkeppniselítur heldur en algjörar elítur eða ættarelítur. Það sem getur gerst núna og ég vil bara taka það sérstaklega fram að ég ekki að lýsa því yfir að neitt af þessum flokkum sé sérstaklega spiltur, ég bara líka að segja að þeir eru kannski ekki algjörlega heilagir. Það sem getur gert núna að það verður stór tilfærsla á aðgengi að resursum og það þýðir að klíkar sem hefur komið sér mjög vel fyrir í marga áratugi og með höfuðstöðvar í Valhöll. Hún missir eitthvað og það þarf einhvern veginn að endurdeila gæðum. Nú til dæmis
verður hægt að skóla aðeins úr helmingaskiptakerfinu, getur tekið 2-3 kjörtímabil samt sem áður, sem að reyndar helmingaskiptakerfi eiginlega svona 40-40-20 kerfi, það alltaf, hefur alltaf verið gefið svona aðeins til þriðja flokksins til að... Þá ertu komin með 80% helmingaskiptakerfi sem í stjórnarandstöðu, ef þetta gengur upp núna. Já, þá getur þú veist, það sem ég er að reyna að segja fyrir ekki hvað ég tala, ég er bara að reyna að melta þetta ég er að reyna að segja sko að samkeppni getur brotið spillingu að því leitum til að hún færir til resursa. En varðandi sko hvort það getur orðið eitthvað siðbót, þá held ég að það getur orðið, það eru talsverð tækifæri, ekki bara í svona einhverju siðbótaumræðu í ríkisstjórn Samfylkinga, Viðreisn og Flokksfólksins vegna þess að þessi flokkar náttúrulega representa að einhverju leyti sko svona vinnandi stétt og eldra fólk og fólk sem hefur upplifað sko fátækt og skort og ég held að þeir séu kannski, þetta er að tala kannski 2 flokkar, Samfylkingu og Flokk fólksins. Svo ertu með svona millistéttina sem telur sig mjög gáfaða, sem er kannski einhver leiti svona ég get alveg identifera demokrata syndrom en er kannski ekkit ofsalega rík, í raun og millistétt og svo ertu með einhverja blöndu á millistétt og svona small business owners og lögfræðingum og annars slíkt í Viðreisn og þetta líka bara fólk sem er svona aspirational. Það getur orðið talsveit siðbót eða næst sko að búa til eitthvað svona samning á milli þessa hópa, þessa stétta í íslensku samfélagi að þá getur við verið komið þann massa að geta svona svolítið rætt hver samfélagssáttmálinn yrði og hvernig við ætlum að standa með honum. Þannig ég bara að segja, þannig að stuttasvari já, það getur verið siðbót en það ekkert á lofinni en þú veist, það eru stór tækifæri ef þetta make sense sem svar. Já, Marín Ég sko, ef ég sko set á þetta mín glifur og þá vil ég sko frekar reyna til gagns heldur en að vera að brjóta niður. Og mín rýni til gagns það að núna er ákveðið tækifæri nú höfum við það tækifæri að þarna kom inn þessar 3 konur og stjórn í íslensku stjórnmálum frá sjónarhorni kvenna og sjónarhorn kvenna er dálítið held ég alveg örugglega allt öðruvísi heldur en sjónarhorn karla þó ég get nú aldrei gert annað en að lýsa einhverju frá mínu sjónarhorni sem karlmanns en þá held ég að í fyrsta lagi munu fjölmiðlar vakta þær miklu betur vegna þess að þær eru konur. Og þær mun ekki fá tækifæri til þess að mistiða sig. Þannig að þær þurfa að passa sig alveg rosalega vel að þær sé ekki mistiða sig. Þær fá ekki sömu tækifæri til að mistiða sig eins og sjálfstæðisflokkur Bjarna Ben eða vinstri grænir voru í þessari sömu ríkisstjórn. Þetta er því miður sannlega alveg rétt hjá þér. Og þannig að það er svona það sem ég sé og þess svona vona ég það að það er ef við segjum svo að þetta verði þetta stjórnarsamstarf að þær bara vandi sig. Þær bara passi það að það er verið að anda nöyrum hálsmála á þeim í hverju einasta skrefi. Það er einhver fúllkall eða fúllikallar sem er að því og við sáum það bara í formannaviðræðunum bæði þarna á kosninganóttina og Stöð 2 á sunnudaginn að þeir eru sko með bökum Hildar Bjarni og sem heitir Davíð og það bara þeir líta það sem er alveg skelfilegt að þessu 3 konur sem muni hér stjórna hugsanlega landinu næstu 4 ári. Já, það var mjög vandræðalegt hvernig þeir ætluðu ekki að leyfa þeim að bara tala saman, hvernig þeir reyndu að yfirtaka strax umræðina og eiginlega bara sussa á þær og hýta þeim til hliðar þó þær væru sigurvegar kosningana en Bjarni náttúrulega. Ég meina hversu oft sagði Kristrún í þessum samræðum öllum Bjarni, nú er ég að tala, þú er búin að tala, nú er komið að mér. Og þetta er náttúrulega, þetta er alveg skelfilegt að maður sem á dóttur skulle láta svona við aðra konu. Og hann setti niður við þetta, ekki hana.
og hann verður bara átt að segja á því að þetta er ekki það sem fólk vill í dag. Fólk vill ekki í dag að það sé tala niður til kvenna. Jasmína, sko, það er oft verið rætt að það sé svona mjög greitt aðgengi fjármála og valda þegar við skilgreinum sjálfstæðisflokkinn. Og sumir segja eitrað samband viðskipta og sjálfstæðisflokksins í seinni tíð hafi verið ein helsta meinsemd Íslands. Við náttúrulega vitum að þeir verja kvótakerfi í þeirri mynd sem að það hefur verið og gera ekkert í rauninni til þess að skapa sátt innan þjóðarinnar alls konar umdeild mál. Heldur að sko það eitt út af fyrir sig geti leitt til breytinga í 8 siðbót, þetta sem ég nefni hér, ef sjálfstæðisflokkurinn fær frí í næstu ríkisstjórn? Ég held það nefnilega að því bæði Viðreisn hefur talað mjög skýrt þetta kvótakerfi og hafi skýra stefnu í því málefnum. Mér heyrist að Samfylkingin er á sömu skoðun að það þarf að gera eitthvað þar líka. Og þó og Inga Sæland náttúrulega talaði rosalega mikið fyrir þessa félagshyggju og það þarf að taka meira svona auðlindagjald af til þess að fjármagna einmitt þessi láglaunastörf og til dæmis bætur sem greitt til öryrkja og ellilífeyrisþega. Þarna tækifæri einmitt fyrir þessa stjórn einmitt að kannski koma þessum málum á dagskrá. Og ég held að sé líka bara mjög fínt fyrir sjálfstæðisflokkinn að fara bara í stjórnarandstöðu og aðeins að æfa sig í því. Er það gott fyrir Ísland? Já, ég held að. Ég held við kosningarna alltaf sýndu fram á það að flestir vilja einhvers konar miðju vinstri stjórn, miðju vinstri á. Og ég held að þetta sé bara gott fyrir samfélagi í heild að því við höfum verið náttúrulega svolítið í undanfarin ár hafa komið náttúrulega ansi mörg mál sem einmitt tengist svokallaða spillingu og það er ekki það myndast ennþá meira gjá á milli þjóðar og fólksins og það er eitthvað sem við megum allavega ekki auka. Og líka bara orðræða sem búið að vera í gangi og svona, ég held þessar 3 konur ef það ná saman að geta breytt svo ótrúlega margt og ég sé sammála líka Marínu að það var mjög líklega fylgst með hverju skrefi hvað það að gera og ég held þetta svona tal núna að það geta ekki gert hitt og þetta og eitthvað svona, ég held þetta sé meira svona, já, einmitt kallarnir stjórna betur og það þarf að hafa einhvern svona leiðtoga, kallmannsleiðtoga inn í þessu og þannig, en ég held þetta verður til klárlega til myndi boða örugglega betri tíma. Ég nú samfærð það og ég þekki innan Viðreisnar og ég veit það er frábært fólk þar og þekkir ekkert eins mikið til Samfylkingar en mér sýndist að þarna er öflugt fólk líka og náttúrulega tala hún ekkert líka verkalýs koma segir leiðtogar eru í líka flokki fólksins þannig ég held þessi blanda er bara mjög góð þar að segja ef þau ná saman og ég vona að það gerist, ég held við höfum bara öll gott að því og ég bara vera mjög stolt að hafa bara 3 konur að leiða þessa ríkisstjórn, ég verð bara að segja eins og Ég ætla að áður en lengra haldið að setja þann fyrirvara fyrir áhorfendur og hlustendur að ég var sjálfur á lista Flokks fólksins og er annar varaþingmaður í Reykjavík norður og sannarlega kann að vera að ég sé hlutdrægur af einhverjum jafnvel ómeðvituðum ástæðum í þessari umræðu en mér finnst best að hafa það á hreinu þannig að þið lesið mig sem slíkan þótt ég reyni alltaf að vera bara blaðamaður. Það er eitt sem þarf að koma skýrt fram að nú verður landsfundur Sjálfstæðisflokksins í febrúar. Já. Og af 3 kandidötum til formanns ég reikna með því að Bjarni haldi ekki áfram að þessi 3 kandidötum til formanns eru 2 konur. Þannig að við erum mögulega með þá sviðsmynd að það verði
4 stjórnmálaflokkar leiddir af konum núna bara á þessu þingi. Síðan spurningin hvað Sigurður Ingi gerir og var hann að fá Höllu Hrund þarna inn vegna þess að hún átti að taka við honum. Þá var það 50 flokkurinn. Þannig að það mun aldrei gerast á konaleiðum í flokkinu en ok, ekki bráð. Sammálaður með það. En þannig að við erum mögulega að fara inn í ennþá meiri breytingu í íslensku stjórnmálum heldur bara það að það séu 3 konur að fara að leiða. Öld kvenna í uppsiglingu. Má ég bara skjóta inn sko, bara þannig að sé alveg að hreinu að þá var ég kannski jákvæður en svari gaf til kynna. Ég held að verði siðbót, ég var bara að reyna að líka að lýsa sko bara dýnamikinu sem leiðir til siðbót, af því að þú veist það bara gerist þegar verður hristist upp valdastruktúrin, þá verður einhvers konar siðbót eða það að segja breyting. En svo, þú veist, áskorun alltaf bara einhvern veginn að viðhaldinni, sko. Ég alveg sammálaður með það að þetta gerist ekki sjálfkrafa. Nei, það gerist ekki. Ég held að ég til dæmis held, sko, ástæðan fyrir að ég svona spenntur fyrir þessari ríkisstjórn, ég sko bara alveg segja það, að nú búið að tala rosalega lengi að við þurfum að ná aftur einhverjum pólitískum stöðuleika og 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 ef maður skoða bara hvernig þú veist kjósendur þess að flokka dreifast, þá þú veist þá dreifast í raun og veru þannig að Samfylkingin og Viðreisn eru ekki, þú veist, þeirra kjósendur dreifast frá félagshyggjunni svolítið yfir í markaðshyggjuna en eru svona frjálslyndismegin í þú veist, hvernig þau identifera. Það er að vitna til gagna sem hafa komið fram og byggja á kostningaransókninni 2021. Það er hérna bók sem var að koma út, þú veist, hún er ekki komin út á prentu, það er að kaupa hana samt og fá PDF. Hún heitir Lognmolla í Ólgursjó, sem fjallar kostningaransóknir, fræðigreinar. Þannig að það eru auðvitað byggt á tölum frá síðustu kosningum svolítið mikið, en svo var líka RÚV með, tók saman svör frambjóðenda og svör flokkana og dreifði yfir svona á hennan, en kosningaransóknir eru kjósendur, en allavega þú ert með 2 flokka sem eru bara mjög líkir að mörgu leyti þó að þessi meiri þéttleiki Samfylkingamegin lengra í félagshyggjuvængnum og fer svo yfir í markaðshyggjuna og svo ertu með þú veist flokkfólksins sem bara frekar sammála Samfylkingunni, Viðreisn sko markaðshyggjuna en eru íhaldsamari og þú veist þarna bara tækifæri, þú veist þessi áskorun fyrir leiðtogana til þess að ná sáttmála þessa fólk, sáttmálurinn eru vinnandi stétta, millistéttarinnar og kannski svona efri millistéttar sem hefur ekki tekist í mjög langan tíma á Íslandi og þetta getur bara undirbyggt talsverðan stöðuleika í pólitískt, talsverða sátt í samfélaginu, talsverða tiltrú á kerfinu, af því að þú veist það er ekki þannig að flokkarnir og ríkisstjórnir sko, þú veist sem að bara svona smelli saman sigli inn í stöðuleika, þú þarft að búa hann til. Þannig að þú veist, ég held að sé ágætt að þetta sé pínu áskorun fyrir leiðtogaflokkana og ég held að kjósendur allar þessar flokkar séu mjög tilbúin að vera saman í liði. Þess vegna sé ég mjög mikið tækifæri í þessu. Já, sko, við verðum að hafa í huga að sko, í íslenskri pólitík þá erum við sammála 95% af útgjöldum ríkisins. Og þessi munur sem á flokkunum sko frjálslynd markaðshyggja, hvað það? Hún ekki til á Íslandi, hefur ekki verið til, hún heitir fákeppni svona almennt hér. Já, en þetta náttúrulega ekki spurning það. Þetta spurning ég meina í grunninn þetta eins og með þessa ríkisstjórn sem var fyrir greip fram fyrir, en í grunninn var vandamál núverandi ríkisstjórnar að þau ekki sammála hvernig gæði verið til. Sjálfstæðismenn telja bara að ríki skapi engin verðmæti og steli bara frá einkageiranum og VG nú er ég að tala um sko, þetta Þorgerður Katrín sem sagði þetta. Já, ok. Já. Með frjálslynda markaðshyggju. Sko, hún almennt ekki til á Íslandi. Hún er sko, vegna þess að hún væri frjálslynd og væri markaðshyggja að þá væri samkeppni en ekki fákeppni. Það er svona eiginlega grunnurinn í því að það sé markaðshyggja að það sé samkeppni. Og þannig að munurinn á
sko, við getum eiginlega tekið þetta atrið út úr jöfnun og sagt þetta ekki atrið sem mun steita á einu en einu. Nei. Við erum alveg sammála menntastefnuna, heilbrigðisstefnuna, velferðarstefnuna. Þetta einhver smá útfærslu atriði. Þetta ekki eins og ég meina sjálfstæðisflokkur og VG voru ekkert ósammála það að við ætlum að vera með gott heilbrigðiskerfi. Nei. Þeir voru bara ósammála það hversu margir mættu vera úr einkageiranum og hversu margir ekki. En innan heilbrigðiskerfisins við byggjum alveg svakalega mikið á einkageiranum það. Allir þessi sjálfstæðsstarfandi sérfræðingar sem eru, eiginlega sérfræðingastétt Íslands 60-70% sjálfstæðsstarfandi. Þannig að þar er þegar komin ákveðin markaðsstarfsemi sem enginn að mótmæla. Og svona heldur þetta alltaf áfram að það ekkert svo ofsalega margt sem skilur á milli en ég hins vegar óttast eða ég sé fram á að sjálfstæðismenn munu núna á komandi þingi til að fara Excel-skjalið hans Birgis Ármannssonar frá því 2009-13 og fara í massíft málþóf. Já. Og það, við þekkjum það alveg frá 2009-2013 en það var gandast með Excel-skjali en Birgi var með það og fólk var sendt upp í pontu samkvæmt þessu skjali og það fekk þú átt að tala í þetta marga mínútur, þú tala í þetta marga mínútur. En ég aðeins skotin í því áður en við kannski förum þangað í aðhaldi ríkisstjórnarinnar utanfrá. Það svolítið skotin í því að reyna að fá álit ykkar á því hvað þarf að gerast til þess að þessi ríkisstjórn komist á koppinn? Hverjar eru helstu ógnirnar? Hvernig rafmagnið? Hið persónulega skiptir náttúrulega máli á milli þessara þriggja kvenna. Byrjum bara á þér, Jasmína. Myndirðu setja peningana þína á það núna að þessi stjórn verði að veruleika? Og þó hvers vegna? Ég held ekki, sko. Mín persónulega skoðun að það hefur komið fram, það þarna orgla lengst á milli Viðreisnar og flokki fólksins, þar að segja Ingu og Þorgerði. Sko, orkumál, orgla, ég held allir þessi þrír flokkar eru sammála það. Það sem verður samið Inga vill 450.000 í tekjur fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega, að lágmarkslaunin verða það. Á meðan Þorgerður og Katrín að tala að borga niður skuldir. Og þetta náttúrulega gríðarlega mikið aukning í útgjöldum ríkisins á sama tíma og við ætlum að selja jafnvel Landsbanka og Íslandsbanka til að greiða niður skuldir. Ég held það verður svolítið getur verið það getur verið eitthvað sem stoppar á. Síðan Þorgerður Katrín talar alltaf stöðuga ríkisstjórn og það sem hægt að treysta á, mynda stöðuleik og allt það. Og þeir hafa verið með í stjórn með Bjartri framtíð á síðan tíma og það náttúrulega enda ekkert rosalega vel að því ungur flokkur og var ekkert allir með mikla reynslu og eitthvað ekki hvað maður segir, stífar eða sterkar stóðir í sem stjórnmálaflokkur. Ég held hún horfir svolítið í þetta núna að flokkur fólksins kannski jafnvel ekkit með styrka stóðir undir. Getur það komið, að grasrótin verður ekkit ánað og ekki þingmenni getur Inga Sæland haldið þessu gangandi. Ég held það verður svolítið spurningamerki hvað fleiri mál gætu komið upp. Ég held að sé alveg hægt að semja jafnréttismál þó Inga Sæland hefur kosið gegn þungunarrofi og eitthvað ef það myndi koma eitthvað upp. Ég held að sé mál tiltölulega kannski auðvelt að semja milli þess að tveggja flokka því það flokkur Viðreisn jafnréttisflokkur á meðan Inga Sæland hefur sýnt fram á það að það er íhaldssemi í þeim megin. Þannig en ég held að þetta sé kannski ekkert stóri kannski þættir. Ég held aðalega það sem það verður svo veit ég ekki náttúrulega hvernig kemur þá út með lífeyrissjóðina, það sem Inga Sæland var að tala og ég veit Ragnar líka hvernig það list
vel Viðreisn á þá hugmynd. Ég held það gæti líka verið eitthvað svona mál sem þurfti ræða ítarlega. Þannig, og svo náttúrulega, ég held allir sé sammála að það þarf að gera eitthvað í húsnæðismálum og ég veit að hún Ásta Lóa náttúrulega fekk rosalega góða kosningu í Suðurkjördæmi, að ég býst við að það verður hennar áherslu verða hlýtur að vera ofan á og hún vill afdingja var ekki afdingja verðtrygginguna eða ekki, hún talaði það. Ég held það sé eitthvað sem orgla hugnast ekki rosalega vel Viðreisnarfólki. Ég veit ekki hvort það verður eitthvað hægt að semja það, þannig það náttúrulega eftir allt sem að koma í ljós, en þetta er svona mál það sem komið fram í kosningabaráttunni og geta náttúrulega komið í svona við samningaborðið, að það þarf að víla og díla og hvernig þau alltaf ná þessu. Ég held að sé alveg kannski mögulega hægt að ég held að launin líka eitthvað sem hægt að semja og kannski greiða minna á skuldum En ef þetta rétt hjá þér að náist ekki saman hjá þessum 3 flokkum, hver finnst þér þá að vera líklegasta ríkisstjórn okkar? Ég held að það væri þægilegast fyrir allavega Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur geta náð auðveldlega vel saman og ég held að sé alveg hægt að samfara Samfylkinguna fara þar, valla þau fara að tala við Miðflokkin, mér finnst það ólíklegt. En ég gæti alveg sé ríkisstjórn líka með Miðflokknum, Sjálfstæðisflokknum, Miðflokk og Viðreisn. Ef þú ítir ef Viðreisn ítir kannski svona mannréttinda eða hvað svona innflytjendamálum til hliðar, þau tölu ekkert rosa mikið hátt það í kosningabaráttunni. En mér finnst það samt svona mér líst bara enga veginn á þessa ríkisstjórn. Ég held að sé svona X, Y og D myndu ná, þau gæti alveg náð góðum samningi svona líklegast. Já. Mér langar að koma með eina athugasemd, það eru nokkur atriði sem hún fjallaði sem ég held að séu byggð á misskilningi. Í fyrsta lagi þá samkvæmt nýju örorkukerfi að þá verið að færa örorkubætur upp í 420.000 að minnstu kosti. Þannig að 450.000 ekkert langt frá. Reyndar skattfrjálst, segir ég. En það þetta með skattfrelsi sem og ég held að þar hafa hún kannski farið fulllangt því að hún átti sig ekki á því að ef við hefðum látið skattfrelsismörkin halda þá væri þau einhvers staðar í kringum 270.000. Já. En skattfrelsismörkin miklu verri heldur en upphæðin 450.000. Nú varðandi það að taka staðgreiðsluna frá af iðgjöldum og innborgunum í lífeyrissjóðina, það eiginlega skiptir engu máli. Ég búin að fylgjast með starfsemi lífeyrissjóðina núna yfir 20 ár og var ráðgjafi ráðgjafi fyrir langflest lífeyrissjóðina í öryggismálum, upplýsingaöryggismálum fyrir 20 árum og ég ræddi þessi mál við alla þá sem þá voru í stjórn og hvort heldur þetta með verðtrygginguna eða þetta hvenær skatturinn væri tekinn sögðu þau skipta engu máli. Lilja Mósesdóttir talaði fyrir þessu 2009 og fyrir vikið var hann eiginlega rekinn úr flokknum. Og maður sér viðbragð kerfisins núna, þetta rosalega hart viðbragð gegn þessu. Nei, hvers vegna? Ég veit það ekki. Lífeyrissjóðnir eru með tæplega 9.000 milljarða. Já, kerfi hafa tilhneigingu til þess að verja sjálfsög óbreytt. En málið þetta kemur lífeyrissjóðunum ekkert við. Hlutverk lífeyrissjóðuna að ávaxta það fé sem þeir fá til sín. Hvert hlutfallið af iðgjöldunum það sem fer til lífeyrissjóðuna bara kemur þeim ekki við. Það eru verkalýðsfélögin eða stjórnvöld sem ákveða það
Önnur hliðan þessi brjálæðislegi stjórnarkostnaður lífeyrissjóðanna hér á landi. Já, hann nú stærsti hlutin af honum er sko þóknanir vegna þess að þeir eru með 9.000 milljarða í ávöxtun. Finnst það samt ekki ansi hár? Já, ég veit ekki hvernig, en láta það alveg líka mér hluta. En sko fyrir lífeyrissjóðana sko þá bara þeir eiga ekkert að vera að skipta sig að því hvort þetta skattlagt fyrir þeim eða ekki. Það kemur þeim ekki við. Það kemur þeim sem eiga ígjöldin tekin af, það kemur þeim við og það kemur þá atvinnurekendum við sem setja mótframlagið. Nú, þannig að þetta er bara eitthvað sem mér finnst þetta að vera sko, ekki neitt vandamál. Mér finnst þetta ekki einu sinni vera þannig að menni að deilum þetta. Nei. Þetta og engin frágangsök í þessum nei, og núna eru lífeyrissjóðirnir komnir á stöðu þeir eiga bara í erfiðleikum með að fjárfesta í þeim eignum sem þeir eru með til ávöxtunar. Þannig að þetta myndi svo kjánalega sem þá gæti þetta aukið ávöxtun í lífeyrissjóðina vegna þess að þeir eru með minna fjármagn sem að keppa sömu fjárfestingarkosti. En spáir þú þá því að það gangi saman? Sérðu engin ljón í veginu? Ég sko þegar fólk fer að ræða saman þá fer það fyrst að skoða hvað er það sameiginlegt. Það fer ekki beint í það að ræða það sem er ekki sameiginlegt. Það eru allar einmitt verið skýrar þar. Og ef þú skoðar stjórnarsáttmála framfærandi ríkisstjórnar, hvað var hann, 70 blaðsíður eða var hann 100 blaðsíður? Nei, hann var nú reyndar svona 40. Hún var óvinni langur. Að hvað var að fara mikið eftir því sem þar stóð og svo komu túlkannar á efni þannig að sko ég held að byrjum á því að fá stórumálin það sem ég myndi ráðleggja þeim byrja á því að ná sér saman stórumálin og það skiptir máli búa svo til hennar sáttmála og láta kanunnar í þessum flokkum einbeita sér að þessum stóru málum láta svo alla hina leita þessum litlu tækifærum til umbóta þessum tækifærum sem eru það að heilsugæslan á Hornafirði séu opin aðeins lengur eða eitthvað þess átt eitthvað sem skiptir nær samfélagið máli því að í dag að þá í síðustu ríkisstjórn þá voru menn allt og mikið að gleyma nærsamfélaginu. Það var þessi kýtingur á milli ríkisstjórnar og sveitastjórnar skiptingu útgjalda. Þetta er bara bull. Þarna á bara að vinna að því þannig að nærsamfélagið fái þá tilfinningu að sveitastjórnir og ríkisstjórn sé að vinna saman. Þetta er ekki við og þið. Þetta eru við erum allstaðar. Já, en sko hvernig heldurðu að nú erum við bara að leika okkur, þetta er samkvæmisleikur við erum að reyna að skefta áhorfendum hér með einhverjum fabuleiringum forsætisráðherra verður hver, ef þetta gengur? Já, þetta er náttúrulega Kristrún er náttúrulega langhæfust til þess að fara í fjármál og efnahagsráðuneytið. Það fer ekkert milli mála. Myndu sætta sig við það sem valdanasta ég held að hana brenni í skinninu við það að fá það ráðuneyti. Fá ríkiskassan í fangið. Kristrún mun ekki segla viðræðum í strand fyrir forsætisráðuneytið. Nei, en ég er með svona pínlítið skrýtna hugmyndir hvenær var það 83 eða 2 eða hvað það er þegar Gunnar Thor stofnar ríkisstjórn, kemur saman ríkisstjórn að þá fór hann þetta er líklega eina ríkisstjórnin sem ég man eftir það sem stofnum var ríkisstjórn utan hagsmuni landsmanna, almennings það sem hagsmunir almennings voru settir á oddinn og við ætlum að það var eina sem var hugsað það hvernig náum við verðbólgunni niður
og við ætlum að hugsa almenning ekki einhverja aðra. Ekki útgerðina Já, og ef við færum inn í þá hugsun þá myndi ég vilja sjá það að fá hæfustu manneskuna í orku og umhverfismálum inn í þessa ríkisstjórn sem væri að falla hrund. Ég myndi vilja fá Áslaugu Örnu inn þannig að hún héldi áfram með háskóla iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið og fá jafnvel Þórdísi Kolbrúnu og láta hann vera áfram í utanríkisráðuneytið. Þetta getur verið mjög klókuleikur. Og sko, en þetta er náttúrulega bara útilokað í þessu sko, þessari klassísku pólitísku hugsun sem er í Íslandi að þar er alveg skil. Við erum í stjórnarandstöðu eða við erum í stjórn og En saga Höllu Hrundar samt önnur en hinn að tveggja sem þú nefndir þannig að svona við fyrstu sýn þá sýnist manni sem að það væri líklegra ef við tökum þess að 3 kosti þá væri það aðeins líklegra heldur en hinni 2 en mjög áhugaverð hugmynd hjá þér. En hverjum væri aðrir á þeirra það náttúrulega það koma náttúrulega úr Viðreisn þá já, svona líka dálítið, mér finnst það dálítið fyndið sko að það hefur sagt að Flokkur fólksins á að vera svo reynslulaus. Ég man ekki til þess að Viðreisn hefði verið fyrr í ríkisstjórn heldur en 2016 og var hún þá ekki reynslulaus í ríkisstjórn. Þetta kann að vera þá fóru 2 reynslulausir flokkar inn í ríkisstjórn. Þetta kann að vera hluti af þessari kvennaorðræðu sem voruð að ræða hérna áðan. Já, og núna í þessum hópi sem við erum með þá erum við ekki með nema 2 gamla ráðherra sem hafa reynslu að því að ráðherra. Það er Þórunn Sveinbjarnardóttir og Þorgerður Katrín. En þetta er líka, sko, maður heyrir þetta bara hjá manni eins og Agli Helgasyni að þetta er svona það er litið niður á sumt fólk, suma fulltrúa, sum stjórnmálöfl. Það er alltaf svo stutt í þessa virðingu gagnvart og stutt í þessa hugsun að Sjálfstæðisflokkurinn eigi þetta, Framsóknarflokkurinn eigi að vera nálægt honum og aðrir séu svona þeir eigi ekki þetta erindi og þótt sko umræðin það að Sjálfstæðisflokkurinn hafi sennilega verið síst stjórntækur af þessum 3 flokkum núna sem koma frá fráfarandi ríkisstjórn. Já, og líka þetta sko að Inga Sæland sé kjaftför og svoleiðis en ég fæ ekki betur síðan að Sigmundur Davíð sé bara alls ekkit sko lakari stað en hún með það sko. Nei. Alls ekki. Inga Sæland, hún sýndi það alveg að hún skilur alveg hvað er í gangi vegna þess að leið og það leit út fyrir að þetta væri hinn augljósa ríkisstjórn. Þá bara sá maður hvernig hún aðlaði sig að þeim raunveruleika og talaði sem leiðtogi flokk sem var að fara í ríkisstjórnar viðræður. Þér finnst það? Þannig að þú veist, þetta er bara snobb, þetta er bara þú veist, og þá meina ég ekki sko, það megi ekki segja uppátt að Flokkur fólksins sé ekki með mikla reynslu innandýra í þessum málum. Það má alveg segja það, en það verður þá að vera byggt á sko, eða þú veist, mér finnst að þurfa þá líka byggja á þeirri hugmynd sko, er þetta ávinna sér reynslu? Er þetta að fá lánaða reynslu? Ég meina það er fullt af fólki sem er með reynslaði að mynda ríkisstjórn sem er núna bara að gera ekki neitt. Ég meina er þetta að sækja einhverja reynslu eða einhverja sýn eða einhverja þekkingu þar. Veist, þetta er svona pínu, þetta er náttúrulega bara þetta tvöfalda siðferði sko. Ég meina, ég held að þetta séu fyrstu kosningarna sem við farið í gegnum þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn þurfti að spila til sömu leikreglum og allir aðrir og það kostaði þá nú aldeilis fylgi. Sko Sjálfstæðisflokkurinn er ekki bara ekki stjórntækur, þetta er algjörlega stjórnlaus flokkur og á bara ekki að koma nálægt því að reka húsfélag, hvað þá annað. Hvernig heldur og við verðum líka að taka með í það að þegar Bjarni rauf stjórnina þá hann sagði í stjórnarráðinu að hann væri að búa til kosninga til þess að auka þingmannafjölda Sjálfstæðisflokksins. Já. Hann bara sagði nú þarf að stokka upp aftur. Planið að spjarna það klúðraðist gjörsamlega. Það fór allt í svo. En þannig að þessi umræðum það að Flokkur fólksins segi ekki vera stjórntækur og þú sagðir þetta áðan, þú sagðir sko og ég skrifa þetta líka í písli hjá mér að vera stjórntækur er að flokkarnir gangi sæmilega í takt
að þeir hafi þeir ræði saman, að það sé ekki þeir séu samstíga, þeir séu stefni að sama markmiði sem hefur verið samþykkt og náði því, og það sáum við sáum það strax að sko, þegar stjórnum var stofnuð 21 að þá sagði Bjarni strax að sumir þingmenn myndu fá að halda sinni skoðun óháð stjórnarsáttmála. Já. Og þá áttu náttúrulega Sigurður og Katrín að segja, heyrðu, þetta gengur ekki. En sko, allt gangvirki Sjálfstæðisflokksins gengur út á að flokkurinn sé í ríkisstjórn. Það hefur verið bent á það að ráðuneyti eins og dómsmálaráðuneyti, það nánast alltaf í þeirra höndum. Það ástæða fyrir því að dómsmálaráðuneytið nánast alltaf í þeirra höndum. Þeir vilja eiga fyrsta orðið og síðasta orðið og allt sem þar á milli. Stundum hefur það verið íslensku þjóðinni til góðs. Við getum farið aftur í tíman og bent á tímabil þar sem að sjálfstæðismenn voru við stjórn og það var alveg prýðileg tímabil. Ísland reis upp úr fátækt og ömurð og fór úr moldi upp í hagvöxt og velsæld. Þannig að það enginn að segja að saga flokksins sem slík sé blóðug. En í seinni tíð þá hefur orðið mjög svona ábyrjandi vík á milli vina að almenningur upplifir sig ekki hjá Sjálfstæðisflokknum og við sáum það núna þegar flokkurinn fór í fyrsta skipti í 90 eitthvað ár undir 20% sem náttúrulega hrikaleg raskelling fyrir Bjarna og ég ætla nú að spá því að hann verði ekki formaður mikið lengur og hann sannlega veit það. En hvað bara þýðir þetta eitt og út af fyrir sig af því að við vorum að byrja að ræða siðbót að sko það kemur þá súrefni, það kemur einhver svona nýr veruleiki inn í alls konar kima íslensks samfélags, það gæti orðið aftur tiltrú, traust í staða vantrausts ef það hrært í þessum pottum upp og nýtt því að ansi mörgum Íslendingum hefur liðið þannig eins og hér sé allt botfrosið í kerfi, kunnura, tengdra og innvíðra og aðrir eigi bara engan séns. Sko ég reyni alltaf að tala þannig að vinur sá sem til vam segir og ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn þurfa að fara í naflaskoðun. Brynjar Níelsson er aldrei svona sammála mér. Ég hef ekki oft sem við Brynjar sammála en við vorum báðir sammála þessu sem að þetta væri forgangsverkefni fyrir Sjálfstæðisflokkinn að hann var að færa að skoða hver er tilgangurinn hans og hver er stefnans. Framsókn hefur þurft að gera þetta alltaf öðru hvoru en Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei þurft að gera þetta áður. Og núna þarf hann bara að gera það. Ég held að það sé alveg á hreinu að við viljum frekar hafa öflugan Sjálfstæðisflokk heldur en annan hægri flokk sem er kannski aðeins meira til hægri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn og með afkakendari hugmyndir. Meinar þá Sjálfstæðisflokk eins og við þekktum hann áður borgaralegri og svona víðari, breiðari? Já, ég meina Sjálfstæðisflokkur Davíð Oddsson var náttúrulega svona skrítinn flokkur þannig að ég myndi vilja fara þá fyrirfram þann tíma. Ég hef átt sagt að Þorsteinn Pálsson hafi líklega verið besti formaður Sjálfstæðisflokksins og en það fór ekki vel fyrir honum. Nei, hann var á mjúku fyrir harðakjarnan en þannig að en ég held að við viljum hafa sterkan hægriflokk bara til þess að hafa ákveðið jafnvægi í þessu litrófi sem er þannig. Já, ég er frekar til hægri heldur til vinstri kannski í mörgum málum þannig ég er ekki ósammála því og ég grínaðist einhvern tíma þegar vinur mig var að spyrja mig daginn þá sagði ég að þetta veri fyrir innflytjenda mál ef ég átti ekki þennan bakgrunn sem ég hafði, þú veist, það er að vera flótta og vera innflytjandi og allt þetta og kannski mögulega hef ég verið í Sjálfstæðisflokknum sjálf sko. En mér finnst hvort sem er vinstri eða hægri, ég held allt svona flóra af mismunandi skoðunum inn á Alþingi og fulltrúar, þú veist, allra mér finnst það á að vera inn á Alþingi
bara alveg sama hver það vegna þess að öðruvísi virkar lýðræði ekki eins og við erum að horfa upp á núna, þú veist, það stór hluti sem hefur í raun og veru ekki málsvara sína á Alþingi, þannig þetta já, en Sjálfstæðisflokkurinn sko, ég reyndar fílaði Sjálfstæðisflokkinn með Davíð Oddsson, ég held maður með vera mjög glaður að heyra það núna mér fannst hann vera sko, já, mér fannst hann vera samheldnari heldur nokkuð tíma með Bjarna Ben í fararbroddi og það sem náttúrulega að gerast það að þetta þessi sérhagsmuni sem svolítið hafa kannski svona, já, skemmt fyrir Sjálfstæðisflokknum og ég held að margir innan þess flokks hafa líka séða og jafnvel kannski ekkit þóra kannski tjá sig með beinum hætti. Allt frá einkavæðingu bankarna sem einn gjörspildasta gjörð íslenskrar sögu hefur verið svona, það hefur hallað niður í móti. Jú, það hefur, og hverja einasta kosningu síðan þá hefur Sjálfstæðisflokkum fengið minna og minna fylgi og núna fyrir, þú veist, 19% jú, kannski varnarsigur, en ég meina að þetta er ekkit eitthvað sigur fyrir Bjarna Ben. Nei, má ég einmitt taka hugtakið varnarsigur aðeins og fá kannski þína skoðun á því allir að sko, það orðræða fjölmiðlana. Ég tók eftir því að heitir að Sýn eða heitir að 365 þeir sem reka stöðtrúbylgjuna Sýn, að þeir eru sjálfir með orðið varnarsigur í staðhæfingarformi í fyrirsögnum, bara leið og Bjarni búin að tala varnarsigur og fleiri fjölmiðlar, þeir slóðu því bara strax upp að það væri komið varnarsigur. Með því lít ég þannig á að það verið að plæja jarðveginn til þess að gera það minna einkennilegt fyrir almenning að þessi flokkur haldi áfram í ríkisstjórn, alveg sama hvað ágengur. Og mér langar aðeins að ræða fjölmiðlana og hvernig fjölmiðlarnir að nálgast það sem hefur gerst núna eftir að úrslit urðu kunn. Mér finnst gamal kunnugt stef vera farið á stað frá með því að miðaldra fjölmiðlamenn fara að gera grín að the underdog í þessum samræðum sem flokkur fólksins, eiga þeir örugglega eitthvað, eiga þeir heima þarna og það kemur strax þessi tilhneiging að Sjálfstæðisflokkurinn eigi nú þrátt fyrir allt heilmikið erindi bara áfram, algjörlega í blóra við kosningaúrslitin. Já, en þetta bara veikleiki innan blaðrandi stétta, þú veist, þær eru bara að hafa verið, þú veist, og ég veit að ég búin að tilheyra þessi stétt en þetta alltaf minna og minna núna sem betur fer, að þetta bara tilhneiging til þess að vera að drukkna í lotningu fyrir Sjálfstæðisflokknum. Almenningur löngu búin að sjá þetta. Bjarni Benediktsson vanhæfur leiðtogi. Hann gæti ekki rekið endurvinnsluklúbb í hverfinu sínu slysalaust. Hann það sjá það allir og það ástæðan fyrir að hann óvinsalasti stjórnmálamaður bara sem sögu fara af hjá almenningi. En almenningur sér þetta fyrir löngu. Af hverju við þóru almennings og fjölmiðlamanna ólíkt það? Já, ég skal koma að því. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði í þessum kosningum og skítapaði í kosningum. Hann misti auðvitað ekkert rosalega marga þingmenn með að við fallið, en það var boðað til þess að kosninga til þess að stokka spilinu upp á nýtt og fá fleiri þingmenn. Þannig að þú veist, þetta bara tap samkvæmt öllum mælikvörðum. Og það hundleiðilegt í Valhöll. Það hefur ekki verið það hefur ekki verið haldinn fundur í Valhöll í svona 7 ár. Þar sem við hefum fengið fréttir af því að það hefur verið stuð og gaman. Þetta tap fyrir alla stjórnmálaflokka. Að mörgu leyti staða Pírata og Sjálfstæðismanna komin til af svipu, þú veist, að það eitt sem að þeir eiga sameiginlegt. Þessi flokkar fengu hvorugur annars vegar að verða og hins vegar að viðhalda því að vera einhvers konar mannbóta félag. Það færði ekkert að vaksa þarna innandýra og þá náttúrulega hverfa flokkar hægt og rólega. Það var lausara fylgi á Pírötum og það hurfu þau og það bara mjög dýr leksía fyrir þau og það mjög blendna tilfinningar sem að ég hef gagnvart í. Ég vildi að þau hefðu lært þetta með einfaldari hætti. En þetta bara það sama. Sjálfstæðisflokkurinn neitar að læra þessa leksíu og tapar þess vegna og tapar. Það bara svo mikla tapa að það tekur smá tíma. Þetta bara fíllinn sem þarf að éta í mörgum bitum. Þannig að það algjörlega þannig að tapar þessa kosninga eru Sjálfstæðismenn og þú veist, og það vegna þess að þeir eru með ömurlegan leiðtoga.
bara lélegan og vanhæfan sem hefur bara fengið 1.000.000 tækifæri og ekkert með neina helvítist teflon húð. Það eru fjölmiðlar. Við skulum ekki gleyma því. Spiltast á óvinsælan. En teflon húðin ekkert að því að hann sé að vakna á mótnana og maka á sig einhverju teflon húð. Þetta ekkert hans gjörðir. Það eru bara allir aðrir alltaf að maka á hann þessari helvítist teflon húð. Og nú þurfa sjálfstæðismenn að fara í einhverja sjálfskoðun og það er bara mjög mikilvægt og ég veit að sjálfstæðismenn hlusta ekkert á mig og hafa engan áhuga á því. En ekki internaliza hrun þessa flokks í ykkar persónlegu mistökum. Reynið í alvörunni að horfa til þess að þið eru bara með algjörlega vanhæfan formann og ykkar mistök ef þið ætlaði að skoða þau eru að stjórnmálaflokkar sem ætla að vera stjórntækir, láta taka sig alvarlega, laða fólk að, halda upp ykkur í starfsemi, þurfa að vera með grasrót sem hefur eitthvað snefil af sjálfsvirðingu og þessi sjálfsvirðing fengin með því að leyfa ekki bara einhverjum lélegum fílupúka að draga flokkin bara fram yfir björgirnar og fórna sér algjörlega. Þannig að þetta hvers vegna eru fjölmiðlar svona ógeðslega skotnir í honum? Það vegna þess að okkur bara sagt það aftur og aftur að ef þú undirgengst ekki þessa lygi að Bjarni Benediktsson sé bara konungssporinn og það sé þið náttúrulega að þessi helvítis flokkur sé við völd og þurfi ekki að hafa fyrir því og ef hann gerir mistök þá sé það ekki hans mistök heldur allir aðrir nota bene grein sem að Elliði skrifaði þar sem hann bara ósáttu við að eitthvað segði að ábyrgð þeirra væri eitthvað þá þeir auðvitað sagt það leið og skilaboðin eru að þú lendir á jaðrinu. Þú lendir á jaðrinu fyrir að segja þetta og ég get bara talað algjörlega af eigin reynslu. Já, og sá sem lendir á jaðrinum hann lendir í ströggli. Sá sem lendir í jaðrinum lendir í ströggli, sá sem lendir í jaðrinum þarf að vinna helmingi harðar að því að hlusta sig á skoðanir hans. Þetta bara svona. Þannig að það bara allir kvatar. Núna eru menn að reyna að halda í þetta að því að þeir trúa því að ef að þeir geti kontribúta til þess og ég meina þetta ekki gert eitthvað svona fullur, við erum ekki alltaf með fullkomna sjálfsmeðvitund þegar við gerum hluti en bara Bjarni Benediktsson gjörsamlega vanhæfur formaður, hann hefur verið það heilengi og hann svo sannarlega eftir þetta, Sjálfstæðisflokkurinn ekki stjórntækur, það ekki neinum öðrum að kenna, heldur það að hann var algjörlega stjórnlaus á síðasta kjörtímabili og bara lagði enga meiningu í sína samninga og það getur vel verið að einhverjum fjölmiðlamönnum og einhverjum álitsgjöfum sem að hafa byggt sinn success á því að vera svona svolítið allavega látnir í friði af þessu fólki, þeir eiga svolítið erfitt með að sætta sig við þennan nýja raunveruleika en það bara það sem að gerðist og flokkur fólksins og þessi ríkisstjórn sem núna þau eru mesta áhættan. Flokkur fólksins, það að flokkur fólksins geti gert sig að álitlegum aðila til ríkisstjórnar stærsta hættan núna við þá sem að öllu stjórna hérna. Stærsta hætta við peningaöflin, pólitísku öflin þannig að sjálfsögðu verður ykkur ofur áhersla á það að þau séu svo óreind og það verður svo erfitt að ná þessu saman en ég meina þau bara eru með fullt að hæfu fólki að neina til að þau geta keypt sér aðstóð, þau geta dreifið fólk inn, þau geta reynt að ná tengingum inn í hinaflokkana þetta er bara þörf umræða fyrir ákveðið valdi í samfélaginu. En má ég spyrja þig einu sem sérfræðingi spillingu því að þú varst framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Transparency. Já, ég þetta sérfræðingi að vera andstæðingu spillingu en þó að hitt hefði örugglega verið betra fyrir mig fjárhagslega. Ok, ef þetta svona að fjölmiðlamennirnir bara meðvitað. Nei, ómeðvitað. Þetta ómeðvitað. Ómeðvituð, sjálfsritskoðun, lotningin, eru þeir bæjast ómeðvitað, frekar en meðvitað? Já, ég meina, það örugglega eitthvað pínu flókið en ég meina. Við erum náttúrulega með Morgunblaðið sem með eigendur útgerðarinnar og þann bæja sem náttúrulega inngróin. Við erum með eiginlega alla viðskipta blaðamanna pressuna mjög finnst mér þetta fólk virðist allt kjósa núverandi ástand. Svo mátti ekki gleyma því að allt og mikið efni fjölmiðla ekki samið af fjölmiðlunum. Já, þetta álitsgjafar. Þetta samið af hagsmunaaðilum
og blaðamenn staðhafi ekki einu sinni efnið sem það kemur. En mér langar að koma að eina atriði varðandi þess að þú varst að nefna áðan og það er Sjálfstæðisflokkurinn tapaði. Og það gerir líka VG og það gerir Píratar og sósíalistar komast ekki inn og það munaði ekki miklu að samfylkingin ditt út af þingi fyrir ekki svo mörgum árum. Alveg rétt. Það og það tók samfylkingin smá tíma að henda út, við getum sagt auðum viðum þar en þeir náðu viðspyrnu. Og það er það sem núna verða VG, Píratar og Sjálfstæðisflokkur. Nú verða þessi allir 3 flokkar ákveða hvort að þetta sé viðspyrnan sem þeir séu komnir það neðarlega, þeir séu komnir viðspyrnu. Sjálfstæðisflokkurinn getur náttúrulega farið neðar nema hann ákveði að setja viðspyrnuna þarna. Og það er svo vinna sem þeir þurfa að fara í að ákveða þetta. Framsóknarflokkurinn í sjálfu sér ekki þeirri stöðu vegna þess að hann var kortið búinn að vera svona lítill flokkur, stór flokkur allt fram og tilbaka. Þau eru búin að taka þessa ákvörðun. Já, og miðflokkurinn aftur á móti uppleið, þannig hann ekkit, við erum ekkert að tala um það að hann sé að koma á botninn og finna viðspyrnuna. Samt er hann á niðurleið, þótt hann sé á uppleið. Já, en hinir 3 flokkarnir eru í þessu að reyna að skilja hvort að þeir séu komnir með viðspyrnu, hvernig svo viðspyrna hvernig þeir geta þá snúið við sínum hag. Ég held að Bjarni Ben sé ósköp ljúfur og fínn maður en ég held að ýmsar ákvarðanir sem hann hefur tekið hafi verið rangar. Hann ekki ljúfur og fínn í vinnunni. Ég hef margar sögur að segja ofbeldi Bjarna Benediktssonar gagnvart mér sem blaðamanni bara svo þessi sagt. Já. Það getur verið alveg frábært þegar hann tekka sig út og komin heim til sín. Ég veist ekki að það er það sem ég á við. Ég held að það sé svona. Ég bara nenni ekki að hlusta lengur á það að Bjarni Benediktsson sé alveg frábær gaur. Nei, ég þekki hann ósköp lítið. Við erum við sem fjórmenningar en ég svo sem ekkert verið að bróður hans var með mér í bekki MR í 3 ár, 3,5 og þannig ég þekkti föður þeirra líka og ég efast ekkert það en það sem Sjálfstæðisflokkurinn þarf að ákveða, það sem VG þarf að ákveða, það sem Píratar þarf að ákveða, þeir þurfa að ákveða hvort að þetta þeir séu með viðspyrnu, hvort þeir hafi áhuga á því að spyrna sér upp og halda áfram þannig. Já. Það og þannig það leksían sem þeir þurfa allir að læra af þessu. Já. Þú hefur sagt skjótin, og þetta með mannbótadæmi, þetta skiptir máli. Fólk verður að fá að vaksa og dafna innan flokka. Það verður að vera einhver persónulegur vöxtur á því að taka þátt í pólitík. Ég hef mitt gagnrýnt þetta. Og ef þessi flokkar ætla í þessa viðspyrnu, ég er að reyna að taka undir með þér, en mér fannst bara minn punktur verða þess undir. Þannig að það er hluta þeirra ákvörðun. Þau verða að ákveða það að þeir sem starfi í þessum flokk og taki á til starfinu muni fá tækifæri til persónulega vaxtar af því að annars er bara leiðilegt og bara byltingin gerist ekkit á þess að það sé gaman það bara það. Já, það er ekkert mál og ég get alveg bara kannski bætt við. Ég hef gagnrýnt þetta það er svolítið skítuskokkum þegar fólk fæ ekkert með tækifæri til þess og þú ert búið að skrá í flokkin og þú ert búið að vinna ákveðin störf og svona og í stjórnmálafræði náttúrulega er heil fræði sem byggja svolítið upp á þessu að það komi að við fáum ekki populistaflokka eða eitthvað svona, hvað maður segir, hálfskríti fólk á þingi, það er ákveðin hreinsun, þú átt að sína fram á það hvað þú getur og hvað þú gerir og það gerist náttúrulega með, ungu hreyfingunni og svo framvegis og leyfa fólkinu að taka ábyrgð á ákveðnum hlutu innan flokksins og þannig eru þeir svolítið alast upp hvernig hlutin eru gerðir og þess vegna er svo skipti máli að vera kannski með svona styrta stóðir inn í flokknum með til að gera þessa hluti og leyfa fólkinu að dafna en svo er líka með Bjarna Bena ég er alveg sammála
að ég samt, sko, ég trúi alltaf góða í fólki og ég held allir sé bara það sé bara gott fólk en svo tekur það einhverju tímapunkti vonda ákvarðanir og og svo þannig aðstæður að sumir bara ná ekki stoppa sig af og halda því áfram og svo fara þau réttlæta, þau veit alveg að þau kannski jafnvel gert eitthvað rangt af sér en skipti máli að réttlæta það svo það líti betur út á við en ég er nú ekkert viss það innan við að fólk sé kannski endilega mjög sátt við sjálfar sig Sko þegar afsagnarsök númer 10 með að við öll hefðbundin gildi í nágrannalöndunum orðin og enn fólk að tala hvað Bjarni Benediktsson sé æðislegur gaur þá verður maður svolítið þreyttur sko. Þá horfum maður til Færeyja og maður veltiði fyrir sér það En er þetta ekki alltaf þráhyggja hjá okkur hérna? Við erum búin að eyða núna 40% tíma, 60% tíma okkur að fjalla sjálfstæðisflokkinn í staðinn fyrir að við eigum að vera að fjalla þá sem ætla að fara að mynda ríkisstjórn og hvernig ríkisstjórn viljum Ég held að það hafi verið þú sem að byrjaðir á að ræða sjálfstæðisflokkinn. Þú fórst að tala aðhaldið sem sjálfstæðisflokkur myndi veita þessari ríkisstjórn og eftir það höfum við rætt sjálfstæðisflokkinn töluvert mikið. En ég meina bara til að slá botnin í það, þá bara þú sjálfstæðisflokkurinn mun algjörlega sjá það sjálfur að tortryggja sjálfur sig nema hann ákveði að hefja viðspyrnuna. Sammála. Það þarf ekki einu svona hjálpa þeim við þetta, þau eru búin að standa sig mjög vel, það var vel gefið, þau eru í mikilli forgjöf og eru búin að standa sig mjög vel og þeir verða bara að ákveða hvað þeir ætla að gera. En það sem að skiptir rosalegu máli að þessi möguleiki sem núna á ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins og þær voru nú greinlega var að koma hérna í fréttum að þær eru hafnar formlega og þau eru búin að skiptast á svona stórum strókum eins og orðaði hvað sem það þýðir að Flokkur fólksins hefur allan möguleika á því að mjög hratt læra að verða stjórntækur þetta snýst samt ekki stjórn þetta snýst institutional getu til að meta upplýsingar, móta plön og semja, það það sem það snýst og þeir geta byggt þetta upp hratt. Má ég biðja ykkur eitt viðbragð við lokaspurning búið að vera gaman að hafa ykkur að nú að fækka flokka á þingi og þeir verða bara 6 og þá svona þessi skilvirki hluti Íslendinga hugsa með sig, já þetta er fínt, það mun ganga hraðar og eitthvað svona en aðrir náttúrulega harma það mjög að þetta færi raddir sem okkur hefur fundist mjög mikilvægt að hafa í stjórnarandstöðinni. Að hvað miklu leyti mun þetta setja mark á næsta þing að fækka svona röddunum. Þú horfur á mig þannig ég skal byrja. Það engin ideológisk ástæða fyrir því að vera með 11 flokka á Íslandi eða 9 flokka á þingi. Það getur bara verið val að fólk vilji það. Ég held að þetta sé jákvætt. Nú svo sannarlega tækifæri fyrir VG, Sósíalista og Pírata að ræða saman. Það er bara engin munur á þessu flokkum nema eitthvað svona identity. Ég var rosa leiður yfir því að VG var að hverfa í smá tíma. Það er hins vegar breyst því að upprunið þessa flokks einfaldlega komið vekk fyrir sameiningu vinstri manna á Íslandi. En finnst þér ekki pínu fyndið að Steingrímur J. Sigfússon skuli vera maður að sig hvet sem Jú, mér finnst það fyndið en ég pró smá tækifærismennsku í pólitík þannig sigra maður þannig að nú Steingrímur bara í þeirri stöðu að þetta leiðin til að bjarga hans flokk og ég bara ætla að gefa honum það að hann sér það alveg svo ég bara mjög stoltur að Sigurðinga að flytja þessa I have a dream ræðu þó hún hafi verið skrifuð fyrir hann og hann hafði þurft að lesa hann á iPadinum vegna þess að hann bar fram tilboð kannski skilaði hann hann allavega sagði rasismi ekki winning strategy lengur fyrir framsókn og það bara þá að taka því en það eitt en þetta ekki líka það var talað það ég held að það talaði með samt þessar kosningarannsókn sem alltaf unnin að síðustu kosningar hefðu verið svona eitthvað upphaf þess að stjórnmálin væri að snúa aftur til svona hefðbundina stjórnmála fyrir hrun, þar að segja að það væri minna rót á fólki og eitthvað svona þannig þetta ekki bara erum við ekki að fara að sjá þetta gerast kannski að pólitíkin að fara aftur í stærri flokka og við bara og það neyðir bara fólk til þess að tala saman ég meina, ég alveg tala af hverju
ættu menn að vera að slást vinstrið í frekar en að vinna bara saman? Marino, ég byrst ásökunar á því að ég var dónalegu við þig og en hver heldur þú að hérna séu áhrifin af þessari fækkun flokkana? Áhrifin á fækkun flokkana verður náttúrulega fyrst og fremst svo að það mun fækka ákveðnum röddum og rödd Pírata var gríðarlega mikilvæg þó svo að hérna fyrirspurnir og skýrslubeiðnir og svoleiðis hafa kannski verið komnar út fyrir velsæmismör. Já, mögulega gengið út í ökar. Að þá stóðu þeir fyrir réttlátur stjórnsýslu. Já. Og þeir stóðu fyrir mannréttindum. Já. Þeir stóðu fyrir þessari mannúð sem skorti dálítið í ansi marga flokka og síðan verður eftirsjá eftir því að það sé að hvorki VG í sósíalistar hafi komið inn vegna þess að þessi rödd sem kemur þeim meginn frá hún er bara nauðsynleg inn í umræðuna. Sko, umræða verður ekki nema það verði komið mörg sjónarmið inn og við höfum alltaf að fagna upphafi umræðu að það séu skipta skoðanir. Svo eigum við að nota umræðina til að komast að niðurstöðu. Og með því að okkur vanti núna sósíalista eða VG þá munum okkur vanta þessa og Píratana, þá munum við okkur vanta þessa svona aðhalsrödd úr vinstrinu. Og talaðu ekki það, ef Samfylking verður í ríkisstjórn þá engin vinstra megin við á þingi sem þýðir að þeir eru ekki að fá neitt aðhald vinstra megin frá. Kannski einhverjir þingmenn Framsóknarflokksins eða hvað? Já, jú, en sko, félagshyggja, ég lít svo á að svona íslenskir flokkar séu upp til hópa félagshyggjuflokkar. Já. Það er þessi fíni munu sem greinir þá að þessi ekki hreini félagshyggjuflokkar, þessi aðeins vinstri félagshyggjuflokkar eða aðeins hægri félagshyggjuflokkar vegna þess að eðli allra stjórnmála er félagshyggja. Það er að stýra samfélagi og að þú stýri samfélagi þá ert í félagshyggju, en þannig að ég mun svona sakna þessara þriggja flokka að enginn þeirra hafi komist inn einfaldlega út af fjölbreytileika umræðunar en ég efast ekkert það að það mun rigna yfir ráðherra fyrirspurnum og skýrslu fyrirspurnum og allt svoleiðis sem náttúrulega mjög kjánarætt vegna þess að þeir sem mun senda þetta inn hafðu tækifæri til að spyrja sína ráðherra allt þar til ekki þær. Það sem ég tek út úr röddum þessara tveggja herramanna er að sko við munum mögulega sjá ef þetta gengur svona saman með þessum, ef þessar viðræður skila ríkisstjórn þessara þriggja flokka sem að nú að spila saman, að við sjáum sko litlausara og leiðinlegra þing. Já, mögulega. Ég held ekki. Ég held að verða ekkert litlaust og leiðilega, sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn verður í minnihluta og ég held það verður sko mjög skemmtilegt sko vegna þess að þau hafa, við skulum bara átta okkur því líka, þau hafa sko svo stór batteri og þessi stóði sem ég tala þau eru mjög styrtar, hver sem verður formaðurinn, þau hafa sko sína menningu innan flokksins og sína aðferðafræði þar sem virkar og við sáum þetta síðustu viku í kosningum að hverju flokkarnir mistu fylgi og það aukist vegna þess að þau fóru, þetta eini svona flokkurinn svona sem þóri að fara í þetta kannski, hvað maður segja, ósangjarna spil að setja út á alla hina og svona, hvað maður segir á góður íslensku málaði svolítið út eins og svartar Pétur, það gera þetta engin íslenski pólitík nema þau og þau myndu koma upp í pontu og halda virkilega þeim við efni. Ég sammála á honum Marino að ég er rosalega ádándi Pírata og þau hafa staðið sig gríðarlega vel að halda utanum með öllum þessum fyrirspurnum og margt gott komið úr því bæði með mannauðin og mannúð ætla ég að segja, mannúð og líka pöngast svolítið í stjórnarandstöðu og voru svolítið óhrædd að fara fram og stíga ákveðin skref. Það verður, ég sakna alltaf vinstri vegna þess að þó ég sé
þú veist, kannski svona í heildina kannski svona pínu til hægri, þá er þessar skoðanir mjög mikilvægar inn í Íslands samfélag vegna þess að við viljum byggja náttúrulega auðvitað heilbrigðiskerfi og félagskerfi á svona ákveðnum sanngirni og ákveðnum jöfnuði. Þannig þau gefa ákveðna mótspyrnu í umræðinni og geta haldið svolítið þeir sem stjórna landinu við efni, þannig það skiptir gríðarlega miklu máli, en ég held að verður samt rosalega gaman í með að Sigmundur Davíð miklu fleiri á miklu fleiri þingmenn núna og vonandi mæta þeir til vinnu og Heldur hann nenni því sjálfur? Nei, hann nenni því orðlega ekki sjálfur en þeir kannski nenni að gera það, og þó ég sé kannski alls ekki sammála og orðlega langflestu, þá held ég það verður gaman að hlusta á þessa hugmyndafræði sem þau koma oft með, sem eru oft svona í andstæð allavega við mínar skoðanir, en ég enga síður, ég vil fá þær fram vegna þess að það svo gaman að rökræða að þú getur haft allt á tromp og getur bara sagt nei, fyrirgefðu, þetta ekki svona, og mér finnst þetta skipta líka málið að fyrir lýðræði að geta bara haft líka pínu svona skákmátt í umræðinni. Það annað að maður sér fyrir sér að sjálfstæðismenn og miðflokkur eigi miklu auðveldara með að fylgja sér saman samhenta stjórnarandstöðu heldur en kannski var á þessu þingi með það verður, þau munu ná því, en ég ætla líka að segja þessar flokka sem að hverfa þingi er að fólki þeim ekki horfið þú veist ég svo sem er búin að fara yfir það, ég er með mjög blendna tilfinningar gagnvart Pírötum en fólkið í Pírötum ekki horfið, flokkurinn ekki horfinn þó hann hafi dottið út af þingi, það fólk sem innandyra sem gæti núna fengið tækifæri til að láta ljósið skína og sitja ekki líka sveitarstjórnum en sem sagt nú gæti aðeins sviðið að rýma aðeins sviðið fyrir vegna þess að þrásettu fólkið því hefur verið hafnað sama á við VFG fólkið í VFG ekki horfið það fór yfir í Samfylkinguna, Viðreisn og eitthvað annað slíkt það núna rosalega mikið af fólki á lausu sem að Flokkur fólksins getur notað til að byggja brýr fólk sem að nýtur traust í hinum flokkunum þú veist, ég bara þú veist, ég ekki með mjög sterkar skoðanir á því hvort það megi vera 11 eða 13 eða 20 flokkar eða 3 af því að þú veist, það verða alltaf þessi skoðanaskipti þá innan flokkana en ég bara segja þú veist, það ekki ídeológiskar ástæður fyrir því að við erum með 11 flokka í framboði þú veist, það eru aðrar ástæður, það eru svona identity ástæður og ég meina svona raðaðist niðurstaðan og nú þarf Viðreisn að horfast í augu við það að þó að þau kannski hafa aldrei dottið í huga að fara í kaffiboð með Ingu Sæland og líkum að þá það kannski það sem býður að næstu 4 árin og það góður uppalandi margra flokka í Samfylkingunni sem heitir Dagur B. Eggertsson, hann búinn að hala upp ansi margra flokka, besta flokkin hjálpaði Bjartri framtíð, hjálpaði Pírötum ásamt Sóleyju Tómasdóttur líka svo hún sé, þannig að þú veist það bara þetta fólk ekki horfið en það eitt sem það eitt lærdómur sem kemur enn einu sinni fram í þessum kosningum og Viðar Eggertsson orðar ágætlega í viðtali að fara í stjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum eins og að fara lifandi inn í líkbyrg það var rosaleg líking dagsins en það þannig, það hefur sýnt sér núna í gegnum árin bara hljóta leiðtoga stjórnmálaflokkana að fara átt að segja því bara hljóta, af því það eru 20 ár síðan almenningur átt að segja en bara, ef ég má segja bara til þessa flokka sem núna að fara að eða kjósenda þessa flokka, það ekki að kenna þessu leiðtogum neitt stjórnmál eru rosalega erfið og maður tapar ógeðslega oft og það mjög erfitt að tapa. Ég nýbúin að ganga í gegnum alveg risastórt tap þar sem allir töpuðu og það var, þú veist, af mínum kollegum og það mjög erfitt. En það eru líka margir sigrar og lykillinn að því að ná sigrum eftir stór töp að skilgreina vini sína mjög breytt og óvini ofboðslega þröngt vegna þess að annars fjölgar svo hratt í óvinunum og það bara það sem þarf að gerast núna. Nú þurfa bara kjósendur og fólk í öllum þessum flokkum og ég hef engar áhyggjur af leiðtogunum þeim þremur
þau þurfa bara í alvörunni að setjast aðeins niður með sjálfum sér, tekur bara örstuttastund og bara reyna að skilgreina vinina það breytt að þessi 3 flokkar geti starfa saman. Það geti haft gríðarlega jákvæðar afleiðingar fyrir íslensk stjórnmál. Já, bara ágætt að minna á þetta í samfélagslegu tillit eða við hér Ég held það sem ég hugsaði. Við hér á Djöflaeyjunni við sitjum uppi hvert með annað og við þurfum einhvern veginn að finna leiðir til þess að vera hérna saman án þess að vera með þennan tendens að útiloka og hrekja þegar við erum ósammála. Og ég held að þess vegna sem að Sjálfstæðisflokkurinn var 30% umræðefninu í dag og við erum frekar þreytt á því. Já, hvernig hann hefur misfarið með vald sitt. Við erum með hérna konur, Jasmínu hérna, sem núna nýbúi, hún nýr Íslendingur, ekki fædd hér. Einmitt. Og samt tókst ofsalega mörgum flokkum að hunsa þennan hóp. Rosalega mörgum, bara ótrúlega mörgum. Og ég eiginlega fylgdi sorg yfir þessu vegna þess að ég á tengdason sem fæddur á Filippseyjum og hún fluttið til Íslands 12 ára og tengdadóttur sem fædd í Litháen og fluttist til Íslands 8 ára og hérna sko og bræður mínir eiga líka sko tengdabörn sem fædd alls staðar í heiminum, einnig með Kína, Bandaríkin og Rússland og við verðum að fara að hugsa þannig að við erum saman í þessu liði sama hvaðan þú fæddist, sama hvernig þú inn í hvaða efnahag þú fæddist við erum saman og ef við ætlum að koma þessu samfélagi áfram það svona svipað eins og ganga upp stiga, ef þú ætlar að ganga upp stiga þá getur ekki bara fært hægri fótinn og skilja vinstri fótinn eftir. Nei. Til þess að komast upp þá þarftu að færa báða fætur upp stigan. Það þýðir að við þurfum að hafa alla með. En Jasmínu leið þannig þegar ég ræddi við hana fyrir nokkrum vikum að þann dag leiðinni þannig að skásta svar þeirra innflytjenda væri að stofna eigin flokk. Já, og það í gangi. Við munum gera það. Það ég ekkert hætt við það. Ég myndi aldrei segja þetta hérna. Það vegna þess að það þarf að spyrna. Þið hafið ykkar leiðir án þess að við það þarf að koma þrýstingur ofan á. Ég ekkert klink því að það kannski rétta leiðin en til þess að stjórnmálaflokkarnir í Íslandi átta sig á því að þarna stór hópur fólk sem þau skilja út undan, það þarf að búa til þennan þrýsting. Hvað ætla þau að gera þegar kemur að næstu kosningum? Ætlaðu virkilega þá útiloka, ég meina, í engum efstu sætum einhver, hjá reyndar varaþingmaður hjá fólksins. Það voru bara síðustu tölur sem ítinn út. Hún var inni í öðru sætinu í Reykjavík norður. Akkurat, ég sá það. Fyrir bara allra síðustu tölur komu. En sko, ég get sagt við Mörtu vegna þess að ég þekki hana og ég veit hún skilgrein sig sem innflytjandi. Til dæmis ég væri alveg til að ég búið oft hitta Pavelin hérna og rætti og aldrei pælt í því, ég spyr ekki, en ég var einmitt að benda í gær, það svo erfitt að skilja Pavel sem innflytjanda vegna þess að hann hefur aldrei skilgrensi þannig sjálfur opinberlega. Þannig ef fólki þarf að líka svolítið, því ég kem hérna inn í þátt þá segi ég, ég fætti uppalinn í Bosníu og kem hérna á þessum forsendum og að berjast fyrir allan þennan hóp fólks vegna þess að það svo margir sem hafa leitað til mín, þannig mér finnst það svo mikilvægt að koma þeim málum að dagskrá þannig, og eina leiðin einmitt í gegnum stjórnmálin en hingað til einmitt og sérstaklega núna var dræm einhvern veginn og ég veit alveg stjórnmálaflokkar sumi hverju hafa dreigið línuna að hafa fólki ekkert erlendum uppruna efstu sætum og þetta var bara svona skýr lína, það ekki það fólk vildi það ekki, ég menn eins og þau kjördæmi ég bauð mig fram, þau gáttu sett mig annað, þriðja, fjórða, fimmta, sjötta sæti mér var bara sagt að þau þurfa ekkert á minni hjálp að halda skilurðu, þannig það ekkert eins og þeim hafi ekki gefist kostur til þess heldur þetta bara einhvern, þau sá bara ekki tilgang með því að fá innflytjendur á lista hjá sér, þannig þessu þarf að breyta og þarna hópu fólk sem ég tilbúin að hjálpa sem vill búa til þennan flokk og kunna kannski ekki alveg öll atrið hvernig að gera þetta, þannig ég bara Engin fréttaskýrandi hefur nefnt það í uppgjöri þessara kosninga að það að til dæmis Flokkur fólksins var hársbreidd frá því að fá pólska konu
inn á þing sem var inni nema bara akkurat í síðustu tölum þá dattum það er ekki alveg búið að það verður endurtalið svo er það nefnilega ekki búið ef það verður endurtalið og hún skilgreinir sig sem innflytjandi og þú nefnir Pavel hvort sem við skilgreinum hann sem ég vil ekki skilgreina hann nema hann gerir það sjálfur en báðir þessi flokkar fengu núna með því að stilla upp kandidatum sem sannarlega eru ekki fæddir á Íslandi þeim gekk vel kannski er þetta eitthvað sem að fréttaskýrendur hafa bara við þurfum bara sem þjóð aðeins að þroskast við þurfum að hætta þessu eilífa fara í þetta manngreiningarálit að búa til stéttaskiptingu sem er ekki til staðar hún er náttúrulega til staðar en eina stéttaskiptingi sem er raun og verið til staðar í Íslandi eru þessir innflytjendur sem er nýðst á af launagreiðendum allt og víða. Nei, ég er svo ósammálaður. Það er mikil félagsleg stéttaskipting. Já, ung börn og svona og ég þekki alveg hvernig íþróttafélögin, skólarnir og annað. En þessi stéttaskipting er svo langskýrasta og mest ábyrgandi. Já, hún er það, en líka kynslóðaskiptingin, sko. Já. Hún er rosalega. Heyrðu, en hérna, ég er búin að hafa ykkur hérna í næstu 1,5 klukkutíma og við ætlum að vera max í klukkutíma, þannig að augljóslega hefur það var gaman. Já, ástríða, ég ránaði með það að hérna hér er þegar tíminn líður svona hratt og þegar fólk eins og síðast. Kærar þakki fyrir að koma Atli, Marino og Jasmína. Takk fyrir. Það verður fróðlegt að sjá hvort þessar stjórnarmyndunar viðræður skila árangri eða ekki. Við höfum farið yfir það að það er ekki allir á sama máli við þetta rauða borð, hvernig fer, en við höldum áfram að ræða stöðuna, pólitíkina og samfélagið og næsta kafla ætlar Gunnar Smári Egilsson að bera á borðið. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við höldum áfram að tala kosningarnar sem að voru síðustu helgi og hingaði komin Þorvaldur Gylfason prófessor. Velkomin. Takk fyrir. Hvernig leist þér á niðurstöðnar? Sko fyrst þetta, þessar alþingiskosningar voru að minni hyggju ólögmætar eins og allar slíkar kosningar hafa verið frá 2016. Af þeirri einföldu ástæðu að þær fóru fram eina ferðin enn samkvæmt kosningalögum sem yfirgrefandi hluti kjósenda hafnaði í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. Í stjórnarskránni sem að fólki samþykti er jafnt vægi atkvæða og engin þröskuldur. Og þá erum við komin að þessi 5% þröskuldur sem að veldur því að 22.000 atkvæði falla niður dauð, alveg eins og 27.000 atkvæði fjallu niður dauð eins og sagt er 2013. Hann á sér sögulega skýringu sem mér finnst rétt að rifja upp. Þannig var að Sverrir Hermannsson hét maður. Hafði áður verið ráðherra og bankastjóri í Landsbankanum fyrir Sjálfstæðisflokkinn, einn mesti virðingarmaðurinn í sínum flokki. En þegar hann er bankastjóri í Landsbankanum og fer að kynnast ranglætinu sem verið var að búa til með ókeypis afhendingu aflaheimilda til útvalin útvaksmanna að þá brást hann við. Hann treysti sig ekki til þess með góðu móti sem sitjandi bankastjóri en svo var hann látið fara frá bankanum og inn í það blandaðist að hann vissi efnahagsbrot sem verið var að fremja í sambandi við einkavæðinguna og skrifaði grein eftir grein þau brot og nafngreindi háttsetta sjálfstæðis og framsóknarmenn sem hefði gert sig seka slík brot en hann var samt aldrei kallaður til yfirheyrslu hjá lögreglunni og féll frá mörgum árum síðar án þess að til þess kemi. En hann brást við þessum atburðum með því að stofna á samt öðrum góðum mönnum Frjálslynda-flokkinn. Og hann, Sverrir, á samt nokkrum öðrum, náði kjöri á Alþingi 1999 út á 4,2% fylgi. Og þá stóð nú ekki á vilja sjálfstæðismanna og framsóknarmanna sem að sátu 2-1 í meirihlutastjórn að breyta stjórnarskráni bara 1, 2 og 3. Og þannig settu þeir inn þennan 5% þröskuld í þeirri von að Sverrir kæmist ekki yfir hann næst
mest, en hann komst yfir hann tvisvar og flokkur hans sat á þingi, þar sem að Sverrir fyrsta kastið lét reiði lestrana, réttmæta reiði lestra dynja á sínum fyrrverandi samherjum og þeim sem ranglætið höfðu framið og héldu gangandi í sjávarútvegsmálinu og einnig í bankamálunum, þó að Morgunblaðið væri nú aðal vettvangur hans meðfram ræðustól Alþingis og þannig það komið til þetta ranglæti sem að gerir það verkum að 20.000 kjósenda hafa hinga fulltrúa á Alþingi og aðrir flokkar geta mynda miklu sterkari stjórnir í þingsætum talið heldur en atkvæðafylgið býður upp á. Til dæmis 2013 að þá náðu gömlu helmingaskiptaflokkarnir 38 þingsætum en hefðu við eðlilega kringumstæður, hefðu til dæmis ef að nýja stjórnarskráin hefðu þá verið komin í gildi, ekki fengið nema 32 þingsæti og hefðu þeir megnað að mynda ríkisstjórn með eins manns meiri hluta frekar en 7, mér það lefs. Já, þá hefði, ef að það hefði gilt þá 2013 að þá hefði þú nú líklega sest á þing. Já, sem betur fyrir gerðist það nú ekki en við vorum að vísu boðun og búin til þess að hjálpa til við að koma stjórnarskráni í gegna því að við vissum að það var meiri hluti á Alþingi fyrir því, jafnvel þú að menn til ekki að láta það í ljósi og það var einn allur fjórflokkurinn sem sveik, Samfylkingin ekki síður en aðrir í því máli og það hvílir eins og mara á þjóðinni. Við skulum rifja upp tvær aðrar dagsetningar eða ártöl. Það er 1942 því þá var stjórnarskráni breytt gegn vilja Framsóknarflokksins til þess að jafna atkvæðisréttinn. Og þetta skapaði svo megna og djúpa gagnkvæm og óvild milli tveggja stóru flokkana sem voru Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn að Sveinn Björnsson ríkisstjóri þurfti að skipa auðaþingstjórn því að forystumenn stóru flokkana gátu ekki setja saman í herbergi hvað þá meira og 42 haldna tvennar kosningar með nokkrum mánaða millibili. Sagan endurtekur sig 1956 þá eru líka haldnar tvennar kosningar með stuttu millibili og aftur var kjördæmaskipuninni breytt til þess að jafna atkvæðisréttinn gegn vilja Framsóknarflokksins og aftur var óvildin gagnkvæm milli stóru flokkana, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar svo megn og svo djúp að þeir náðu ekki talsambandi aftur fyrir 18 árum síðar 1974 og þótti nú ýmsum fara bara vel á því. Þeir stóðu saman að breytingunum 99. Nákvæmlega, þá voru þeir bara að horfa í eigin barm, en sjáðu, ég myndi vilja sjá 2025 vera þriðja ártalið. Ég tel að nýja ríkisstjórn hver sem hún verður, ég samþykkja nýju stjórnarskrána, rjúfa þing og halda nýja kosningar nokkur mánuðum síðar, bara nákvæmlega eftir fyrirmyndunum frá 42 og 56 og sannaðu til að sigurvegararnir í kosningunum daginn, þeir kæmu enn sterkari út ef þeir gerðu þetta. En enginn af þessum flokkum hefur verið með það efst á blaði að breyta stjórnarskránni? Nei, það er bara lýsið bara aftur fyrir stjórnmálanna landinu. Já, og það situr bara líklega eftir, en telur þau vera líklegt að þau tækju kosningalögin og allir þessi flokkar hefðu svo sem hagað því að landi væri bara eitt kjördæmi og engin þröskuldur. Ég held að Flokkur fólksins, Samfylkingin og Viðreisn myndu öll með þetta að sinna hagsmuni. Ég veit ekki, það er lyginni líkast hvað flokkunum hefur verið ósýnt sko eigin baráttumál. Hugsaðu þess að eitt helsta baráttumál Viðreisnar hefur verið jafnara vægi atkvæða og nýja stjórnarskráin kveður á ekki bara jafnara vægi, heldur jafnt vægi atkvæða í fullu samræmi við yfirlýsingu þjóðfundarins 2010 og samtidig Viðreisn engan áhuga sýnt nýri stjórnarskrá og ég get ekki annað dæmi af Styrmi Gunnarsinni vini mínum ritstjóra Morgunblaðsins sem fjall frá fyrir nokkrum hann var eindreginn talsmaður jafnsvægi atkvæða. Hann var eindreginn talsmaður helsti vopnabróður minn í sjávarútvegsmálunum langt árabil. Hann var klárað þessu. Þetta eru tvö mikilvægustu ákvæðin í nýju stjórnarskráni þó að það séu mörg önnur. Samt sýndi Styrmir nýju stjórnarskráni engan áhuga. Jafnvel þótt einmitt hún væri eina skjalið
sem kæmi til móts við tvö hans helstu baráttumál. Og þetta segir mér bara það að þessi undarlega andstaða gegn nýju stjórnarskránni virðist að einhverju marki, jafnvel miklu marki stafa af því að það var litið okkur sem vorum kjörin beint án milligöngu stjórnmálaflokkana til þess að setja saman nýja stjórnarskrá. Það var litið okkur sem einhvers konar boðflennur, eins og að við værum að væri abbast inn á annarra mann yfir ráðasvæði og það væri alveg sama hversu gott það væri sem við legðum fram og við hversu nánu samræmi sem það væri við þjóðarviljan eins og kom fram í þjóðaratkvæðagreiðslunum 2012, það bara mátti ekki. Með öðrum orðum að það var ekki sama hvaðan gott kom, sko. En ef við förum aðeins í kosningakerfið eins og það er núna og það er rétt sem hún segir að þetta var búið til höfuðs Sverri Hermannssoni og ætti eiginlega að kallast bara Sverris lög. Einmitt. Og það var þrennt sem var gert til þess að verja völd valdaflokkana. Eitt var 5% þröskuldurinn og hann var miðað við það að hann færi yfir fylgi sem að Sverrir gat náð 99. Annað var það að landsbyggðarkjördæmannu voru sameinuð til þess að vegna þess að annar þingmaður þeirra 99 var kjördæmakjörin í Vestfjarðarkjördæmi og það voru landsbyggðarkjördæmi sameinuð svo að svona hérastshöfðingjar menn með mikið fylgi í héraði gæti ekki komist inn á þing. Það var erfiðara fyrir mann sem hefði kannski 25% fylgi á Vestfjörðum að þeir voru búin að blanda Norðurlandi vestra og Vesturlandi við að þá væri búið að þynnið út þannig að hann myndi kannski aldrei ná inni á þing með þeim hætti. Þetta var eitt. Svo var það þriðja sem var gert að til þess að við fengjum ekki svona kvennalista eða eitthvað sem oft hefur meira fylgi á höfuðborgarsvæðinu átildags við sósíalista í dag að þá var Reykjavík klofið í tvennt. Ef það hefði ekki verið gert þá væri 18 kjördæmakjörnumenn í Reykjavík og Sanna Magdalena væri 13. þingmaður Reykjavíkinga. En það var gert til þess að hindra það að í þéttbýlinu yrði til flokkar sem að næðu inn út af fylgi sínu meðal Reykinga að það var að klofið og þetta náttúrulega þekkist hvergi í heiminum. Oslo er eitt kjördæmi, Kaupmannahöfn er eitt kjördæmi, Stokkólm er eitt kjördæmi, Helsinki er eitt kjördæmi og þar af undir Þannig að þetta var aðgerðina svo gerðar. En það var hangir meira á spýtunni. Þorsteinn Helgason, helsti kosningasérfræðingur landsins í hálfa öld eins og þú þekkir. Hann hefur lýst því hvernig þingmenn voru að krukka í smáatriðum kosningalagana og einn tilgangurinn var að girða fyrir það sem í þingsölum var kallað Austfjarðarslysið. Og Austfjarðarslysið var það ef sá hörmulegi atburði skyldi gerast að Alþýðuflokkurinn næði manni kjörnum á Austurlandskjördæmi. Svona hafa menn hegðað sér í gegnum tíðina. Þetta er bara það sem að bandarískir stjórnmálamenn stunda í stórum stíl og er kallað gerrymandering. Það sem þeir færa til nokkra kílómetra hingað og þangað mörkin milli kjördæma til þess að tryggja minni hluta kjósenda, atkvæði meiri hluta í kjörina fulltrúa. Og því ég nefndi kvennalistan að þá í kosningunum 1995 þá fekk kvennalistin 4,9% atkvæði. Þannig að menn sátu og reiknuðu gamlar kosningar til þess að koma í veg fyrir að það kæmust nýjir flokkar á þing. Og þessu ranglæti hefur fyllt forgjöf í þingsætum til stóra flokka. Meðaltali í alþingiskosningum frá 1995 til 2013 fengu Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur 2 þingsæti í forgjöf að meðaltali. Það er 2 þingsætum meira en þeim bar samkvæmt greiddum atkvæðum. Og þetta auðvitað veitti þeim forgjöf við stjórnarmyndanir og þess áttar og hafa gert völd þessara flokka og áhrif mun meiri heldur en vilji kjósenda stóð til. Þetta er það sem Ólafur Þ. Harðarson hefur verið að benda á að það þeir eru margir flokkar það á ekki við þessar kosningar af því að 5% tröskuldurinn hélt mörgum flokkum utan en þeir eru margir flokkar að þá duga uppbótamennir ekki til þess
þess að jafna atkvæði milli flokka og hann alltaf að skamma þingheim fyrir að bara laga þetta ekki og þetta laga það bara með fjölga uppbótarmönnunum til þess að verði jafnvægi milli flokka. En það hefur alltaf fært Framsóknarflokknum, aukaþingmenn og oft Sjálfstæðisflokknum. En bara kosningaákvæði nýju stjórnarskrárinnar sem Þorkell Helgason átti mikið þátt í að semja, það myndi leysa þetta, það myndi stórminnka þörfina fyrir jöfnunarþingsæti og þannig áfram. Já. En versta útkoma þessara kosningalaga þótt að menn það rennur fyrir mönnum í dag og maður sér það í umræðinu núna því ég nú verið að ég fletti upp hvenær ég hefði byrjað að svona skrifa þetta, það var 2017 löngu áður en Sjálfstæðisflokkur fór að bjóða fram að ég var að benda á bara villuna í þessum kosningalögum með því að hafa þröskuldir svona háan með því að steypa saman kjördæmum eða kljúa þau allt til þess að venda völd Sjálfstæðisflokksins að það var 2013 þar sem að þú varst með lýðræðisvaktina að þar munaði og ég veit ekki hvort að fólk muni 2013, þetta eftir hrunsárin, það er mikil degla í samfélaginu, mikil svona hugmyndarlega, það vant ekki pólitíkina þá, það var verið kvartað yfir kosningunum 2021, það var ekki pólitík í þessu, ég veit ekki hvernig menn upplifa þessa skyndikosningu sem var núna, en það var allavega mikil pólitík í gangi í 2009 til 2013, sem að leiti til þess að það komi mikið af nýjum frambóðum. Eitt frambóðið Píratar fekk 5,1 og rétt slefað inn, ég held að það hafi verið undir morgun sem að það var ljóst á þeirri röðu þingi. Píratar áttu náttúrulega rætur í gegnum Birgittu til borgarhreyfingarinnar og voru þar alveg ekki alveg nýr flokkur. Það voru margir nýjir flokkar sem að voru og til dæmis hefði flokkur heimilana sem hann Pétur Gunnlaugsson, útvarpið Sögu var með, hefði verið þessi þröskuldur, fengið 2 þingmenn. Lýðræðisvaktin hefði fengið 1 þingmann, Hægri grænir sem að hann Guðmundur Franklín stóð fyrir, hann var eitthvað ekki í framboði vegna þess að hann hafði ekki lögheimili í Íslandi, hann hefði fengið 1 þingmann og síðan hefði Dögun fengið 2 þingmenn, þar sem að ég held að Dögun hafi fengið mesta fylgið í suðvestri, þar sem að Ragnar Þór Ingólfsson var í framboði. Og fyrir einhverjum árum, 2017 var ég að skrifa þetta og ég spurði lesendur hefði þetta verið lakara þing með þessu fólki inni? Hefði þetta þing ekki bara endurspegla meira degluna í samfélaginu, hefði ekki verið líflegri í pólitísku umræðin á þingi heldur en það að ýta öllum þessum flokkum út og skilja eins og þú bendir á Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn í einhverjum súper meirihluta sem að þeir áttu enga einig fyrir. Já, nei, þetta er alveg samkvæmt mínum skilningi. Þessir litlu flokkar sem að lentu undir þröskuldur 2013 áttu það sameiginlegt að þeir voru allir andstæðir þáverandi ríkisstjórn. Og reynda bara andstæði fjórflokknum og voru reyna að hjálpa til þar en það á ekki við núna því að það eru cirka 2/3 hlutar af þeim atkvæðum sem að hafa engin áhrif núna sem að hefðu að réttulagi átt að falla stjórnarandstöðuflokkunum í skaut en 1/3 hefði kannski átt að falla stjórnarflokkunum í skaut Þannig að það er ekki alveg ljóst að þessi dauðu atkvæði eins og þau eru kölluð bitni öll á stjórnarandstöðunni. Nú, hverjir eru þarna sem að ekki fá þingmenn sem að eru ekki stjórnarandstöðu? Er það VG? Já. VG er fráfarandi stjórnarflokkur VG er vinstur þessar flokka þannig að það er bara, ég held að náðu alla 20% af dauðatkvæði. Já, ég tek ekki mikið marka á þessar aðgreiningu vinstri og hægri Nei, menn það er núna rís upp svona mikil umræða, hefur maður séð, það sem hefur verið að gagnrýna kosningalögin sem hefur ekki verið. Já, mikið óskap. Ég manna þegar ég var að skrifa þetta, ég fekk voða litlar undir því. Ég verið að skrifa þetta frá því fyrir aldamót, og kosningalögin eru hneyksli og þau hafa verið hneyksli alveg frá því að Brynjólfur Pétursson kom heim af stjórnlagaþinginu Danmörk 1849 og flutti sína fyrstu tillögu jafnara vægi atkvæða og Hannes Hafstein tók upp þessa baróttu aftur, þegar hann var ráðherra meira sér 1904 og þetta hefur verið bara eitt helsta bitbein í stjórnmála umræðu á Íslandi allar götur, þangað til kvótakerfið var kannski enn meira ágreiningsefni. En þessi 2 efni standa upp úr og þess vegna voru þetta 2 mikilvægast ákvæði nýju stjórnarskráni og það er bara boðið upp á fína lausn á hvoru tveggja
og bara fjórflokkurinn hefur fúlsað við henni þó sumir mæli fagurlega þess að meina nokkuð með því og aðrir bara taka ekki undir. En nú eitt fótu farin undan fjórflokkurinn. Já, en það eru komin aðrir undan meina Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn eru í reynd 2 flokkar hvor á þinginu þannig að gamli fjórflokkurinn voru 5 flokki. Þegar þið voru að meta kosningalögin í stjórnlagaráði þá hafið náttúrulega skoðað hvernig aðra þjóðir hafa gert þetta. Þú getur undir. Það eru þjóðir sem að augljóslega reyna að hafa kerfið sitt þannig að þingheimur endurspegli sem mest sjónarmið og vilja almennings. Og það á til dæmis við Holland, það sem að eru eitt kjördæmi og ekki þröskuldur og þar eru við líka með fjölbreytilega flóru af flokkum, þar hafa dottið inn, ég held að sé ekki inn á þingi núna, til dæmis flokkur eftirlaunafólks, þar hefur dottið inn ekki bara græningjar, heldur dýravinir og ég held meiri segja að einhverju tíma eða hvort það var bara í Amsterdam í borgarstjórn, það voru 2 dýravendunarflokkar sem að voru saman, þannig að það en ég meina, Holland stýrt bara vel stjórnað, það er ekki glundróð í Hollandi, við getum kannski sagt að stjórnmálaþróun í Hollandi sé ekki hún sjótið svona háskaleg en það er ekki kosningakerfinu, það er átökun í samfélaginu. Sama á við Danmörku, þar er mjög lágur þröskuldur 2% og kjördæmin stór og mikil möguleiki að fá, en síðan komum við í lönd þar sem er kannski verið að reyna að hafa fækka smærri flokkum. Það er held að sé hæsti þröskuldurinn í dag á Norðurlöndunum sé 4% í Svíþjóð. Hann er engin held í Finnlandi, en það þeir ekki með uppbótamenn. En síðan ertu komin kannski til Þýskalands, þar er svona tilraun til þess að takmarka flokkaflóruna og svo ertu komin eins og til Bretlands, það ertu komin í kerfi þar sem að þú getur fengið 70% þingmanna upp á 32% atkvæða. Hvaða sáu þið engin sjónarmið, því ég hef heyrt Bjarna Benediktsson vera að tala núna að það sé bara mikilvægt að halda smáflokku frá til þess að sé auðveldur að mynda ríkisstjórnir. Veltu þið þessu eitthvað fyrir ykkur? Já, og það má lesa það í greinargerðinni með frumvarpinu að það er mikil umræða, margra daga umræða sem við áttum þetta, þar sem öll rök og reynsla utanfrá voru reifuð. Þetta dregið saman í greinargerðinni með því að segja rökin með þröskuldi eru þessi rök sem þú ert að lýsa að reyna að firra alþingi smáflokkum sem geta trublað þingstörfin en í hinn rökin eru bara lýðræðisrökin að það ætti að vera eitt helsta keppikefli sérhvers lýðræðisskipulags að sem allra flestra raddir fáið að heyrast og að sem allra fæst atkvæði skili engum fulltrúa inn á þing og við sögðum bara þau rök yfirgnæfa fyrir rökin og þess vegna námum við burt þröskuldin og ég bara minni á það að atkvæðagreiðslan ráðinu frumvarp þar sem hans þetta var inni, hún fór 25-0 það var engin ágreiningur þetta en svo leið og þú veist ef að alþingismenn sem hafa hagsmuna gæta eru farnir að fjalla þetta þetta er bara ein lifandi sönnun þess að alþingismenn ekki að koma nálægt stjórnarskrárbreytingum þeir eru bara að kjósa eftir eigin veski. En enda sögðu menn sem unnu með alþingi við að búa til svona þegar það var að móta þessi kosningalög að það hefði verið hlægilegt að fylgjast með þeim því að þeir fóru allir og fóru að reikna sig inn og út af þingi og fóru afstæðir hvort þeir væri inn á þingið ekki. Þorkell sem var nú innanhúsmaður í þinginu skeið, hann er sjónavottur hann hefur lýst þessi fyrir vinum sínum. En ef að við myndum vilja hafa þing þar sem að væri auðveldast að mynda ríkisstjórn þá væru við með einmenningskjördæmi og þá er það þannig, þá er það kerfið sem að ef þú vilt hafa áhrif ég meina við erum með hollenska þingið ef þú vilt hafa áhrif þá bara býrðu til flokk og þá kemst rödd þín á þing kannski bara einn þingmaður af 250 eða eitthvað, hvað eru margir í Hollandi, ég man það ekki en það sem er einmenningskjördæmi að þá er eiginlega verður að búa til eitthvað svona finna þið farvag í tveggja-flokkakerfi sem oftast er og þá þarftu að finna bara leið og þá ferð þú inn í verkamannaflokkin eða íhaldsflokkin, ég veit ekki hvert þú færir og reyndir að hafa áhrif þar sem að síðan myndi skila ég veit ekki, maður notar hugtök Bjarna Benediktsson starfhæfur í ríkisstjórn. Já, finnst þér að einmenningskjördæmakerfið hafi reynst Bretum vel?
Það finnst mér ekki, sko. Og það er þess vegna sem ég held að svona hlutfærsleg representasjón, sko, sem okkar kerfi sé farsælust, en það bara gæta þess að það sé gert með kjördæmaskipun sem annarkvort bara landið allt eitt kjördæmi eins og Ísrael, eða nýja stjórnarskráin segir kjördæmi mega vera frá 1 upp í 8 en ekki fleiri en 8 og þannig að þingið hefur mikið svigrúm til þess að endurskrifa kosningalögin í ljósi nýju stjórnarskrárinnar en það verður að taka tillit til þess að atkvæði verða að vega jafnt og það er nýtt. En ég var að tala hann að því að ef maður verður að hlusta á sjónarmið Bjarna þá myndum við segja, byrju, akkur fer hann ekki bara lengra og leggur til einmenningskjördæmi og ástæðan er líklega svo að hann veit það að Sjálfstæðisflokkurinn myndi ekki vinna einmenningskjördæmi. Það er þá væri myndu vinstri menn og miðjumenn saminast á móti hægrinu og miðað við svona hvernig rannsóknir á lífsafstöðu íslenska kjósenda að þá hægrið ekki nema þriðjungur slær kannski upp í 40%. Það er kannski ástæðan fyrir því að hann vil ekki fara alla leiðin og leggja bara til einmenningskjördæmi og byrjar að leggja til núna 3 manna kjördæmi. Það sem hann einhvern veginn reiknar út að Sjálfstæðisflokkur fengi allavega einn í hverju kjördæmi og yrði líklega staðstur að því út á landi yrði kannski framsóknarmenn og miðflokksmenn að taka hinn 2 sætin en í þéttbýlinu væri það kannski Samfylkingin og eitthvað svona vinstri flokkur og flokkur fólksins eða greitar mjög sterkur út á landi. En flokkarnir eiga bara ekki að fá að leggja línurnar í þessu. Það er kjósenda að leggja línurnar og síðan flokkarna að útfæra löggjöfina, en vonandi þannig að stjórnarskráin sem að trompar önnur landslög gerði fyrir möguleikan á að stjórnmálamenn hygli sjálfum sér við samningu kosningalaga. Ég er svona að taka þessi dæmi til þess að eiginlega benda á það að Bjarni að leita leið það sem hámarks nýting á atkvæðum sjálfstæðismanna, alveg eins og Davíð Oddsson gerði 99. Hann bjó til þetta kerfi þar sem hann reiknaði út að þarna veri hámarks nýting á fylgi sjálfstæðismanna. Herðu, en Þorvaldur, þú ert hagfræðingur, ég er nú ekki að minna á það. Það eru svona breytingar í efnahagskerfinu. Líklega erum við ekki í hagvexti lengur. Nei, efnahagslífið í landinu mælt í framleiðslu á mann, tekjum á mann, kaupmætti, að það hefur verið býsna flatt alveg frá hruni og einnig frá 2013 eins og ég listi í blaðagrein nýlega. Og það bara stafar að því að bara hagstjórnin er ekki nógu góð og þú sér þetta á ófriðnum á vinnumarkaði, þú sér þetta á þessum endalausa og óréttmæta rógi frá mínu betri séð Evrópusambandi, þú sér þetta á verðbólgunni sem fór hærra og var lengur að snúa við enn í öðrum löndum, þú sér þetta á þessum ofurvöxtum bara sem eru hærri en alls þar annars þeirra álfunni nema í Úkraínu og Rússlandi og þú sér þetta í viðvarandi skuldasöfnun ríkisins allan þennan tíma þó svo að stjórnvöld hafi sjálfsagt að það væri góðæri og í góðæri skilar maður afgangi á ríkisfjármálum en ekki halla, þannig að teiknin öll eru mjög skýr en samt er annað sem ég langar til þess að hnykkja á og það er þetta góðir hagfræðingar einblín ekki lengur á hagtölur eins og framleiðslu á mann og tekjur á mann og þess aftar. Við verðum að skoða þetta í víðara samhengi. Í samhengi við það sem er að gerast í umhverfismálum, í samhengi við það sem er að gerast bara í félagsmálum og velferðarmálum, að meðan Ísland er á sumar vísitölur alla hátt mælt alþjóðlega í tekjum á mann og á velferðarvísitölu Sameinuðu þjóðanna, þá höfum við verið að dragast niður aðra lista sem skipta miklu máli. Spilling mælist meiri ár fram af ári samkvæmt tölum Transparency International sem er helsta upplýsingaveitan gagnsæi og spillingu og lýðræðisvísitalan sem að stjórnmálafræðingar í Gautaborg mæla betur, hún hefur kyllt Ísland niður í 2009. sæti listans.
það sem ættum auðvitað að vera efstu 5 sætunum eins og hinn Norðurlöndin 4 við erum sér að koma niður fyrir Bandaríkin sem í 16. sæti og það var ekkert varið í að geta sýnt tölur að tekjur á mannhíu hérna svo háar, jafnvel þótt vöxturinn hafi verið lítið undangengin ár ef við erum búin að segja okkur úr lögum við okkar helstu vini og bandamenn af því að við höfum verið að níðast á lýðræðinu hérna heima. Útlendingar taka eftir þessu og ég veit að stjórnvöld stræta fyrir þetta. Ég meira að segja prófessor í stjórnmálafræði og opnum fundi í þjóðminjasafninu daginn þykjast ekki að vita þetta nema hann hafi talað sér þvert hug sko. Ég veit ekki hvort heldur var og veit ekki heldur hvort verra. En þetta hvernig algjörlega fyrirsjáanlega, þetta var fyrirséð og menn að vara við þessu, hefur Ísland verið að dragast niður lýðræðis listana vegna þess að Alþingi hefur sagt lýðræðin í landinu, kjósendum í landinu stríða á hendur. Og þá var það að vísa til þess að hafna þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá? Það er mjög mikilvægur partur af þessu, heldur útlendingar taki ekki eftir þessu. Kosningakerfið var eitt af þessu, þessum að vinnur gegn lýðræðinu. Við upplifum minna fjölmiðlafrelsi. Já, og heldur útlendingar taki ekki eftir því þegar að mennið sem kærðu kosningasvindlið 2021 að þeir hafðu sigur fyrir mannréttindadómstólum í Evrópu. Þannig að þér finnst að verkefni komandi ríkisstjórnar séu að þétta og styrkja svona lýðræðisvefnað samfélagsins. Það sé grundvallaratriði. Algjörlega. Vinna gegn spillingu. Og leiðin til þess að reyna að vinna aftur sko trú almennings er að hafa 2025 eins og 1942 og 1956. Það er að segja ganga frá stjórnarskrármálinu án þess að breyta stafkróki í frumvarpinu, alveg eins og Bandaríkjaþing breytti ekki stafkróki í frumvarpinu frá Fíladelfíu 1787. Það var svo nýjar kosningar annarkvort í vor eða haust og þeir sem að gera þetta, þeir munu allir ganga sterkari frá nýjum alþingikosningum heldur en þeir gerðu núna. En vandinn er bara sá, og þú hugsaði þá samanburðið með 42 og 56, að nú munum við segja, en guð, ég meina ég var kjörinn til seta á alþingi, það er svo fínt ég verða að vera þar áfram. Þetta fólk var að spyrja sig, af hverju sagði enginn þetta 42? Af hverju sagði enginn þetta 56? Það var vegna þess að þá vorum menn bara að hugsa það hvað er rétt og hvað þjóðin verðskulda, hvað kjósendur verðskulda. En það er eins og sú hugsun sé því miður framandi allt og mörgu af þessu fólki, jafnvel nýju fólki sem nú er að taka sæti á alþingi. En ég veit að þér finnst að Kristrún Frostadóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Inga Sæland ættu að vera að ræða þetta, en ég held þessi ekki að ræða þetta. Ég óttast að það sé rétt hjá þér. Þannig að þér verður ekki ósk þinni, að sinni. Nei, það hefur ekki staður. Þorvaldur, gaman að hafa hingað að ræða kosningarnar og pínundum efnaginn og spillingu. Kærlega. Takk fyrir. Ég sitt hérna áfram og held áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Við ætlum að halda áfram að tala kosningarnar og nú er hingað kominn Andrés Ingi Jónsson, fyrrum þingmaður Pírata og fyrrum þingmaður VG. Þú til að maður dagsins. Já. Þetta tvær hreyfingar sem að þú hefur tengst sem að fengu aldeilis útrið. Já, þetta ég hef setið fyrir báðar dánu þingflokkana. Já, ég ætlum ekki að segja þetta sér þeirra hérna alls ekki. En þetta er náttúrulega stór tíðindi. Já. Og þetta myndur ákveðnar hamfarir. Þú með skýringar? Hvað vildur? Ekki strax held ég. Ég finn það þarf dálítið að melta þetta. Já. Og ég held að sko báðir þessi flokkar og í rauninni bara þeir flokkar sem ekki náðu inn á þing þurfi aðeins að skoða sko hvernig sé hægt að brýna erindið. Já. Og það er eitthvað sem þarf dálítið tíma í með grafsóttinni. Eitthvað er hérna sem að þessar hreyfingar, eins og maður ætti að kalla það kannski, geta skoðað hjá sér. En að einhver leyti er eitthvað sem er í gangi í þessum kosningum, eitthvað sem veldur því að allir þessir flokkar, Píratar tappa miklu og VG tappar eiginlega öllu.
sósíalista fá sömu útkomu og síðast, ná ekki að laða þetta fylgi til sín sem að flýja þessa flokka. Eitthvað getur hver sig hort á inn á við, en eitthvað í gangi í samfélaginu sem að veldur þessu. Bara samfélagið búið að fá nóg af vinstrinu eins og það hafi verið stundað undanfarin ár? Sko, þetta eru hreyfingar sem allar hver á sinn hátt hafa talað fyrir róttækum breytingum á einhverjum þáttum samfélagsins og oft sömu þáttum. Það er margt samhljóma á milli þeirra og þó að flokkar sem náðu kjöri hafi sumi nota breytingar sem slagur hjá sér eða tala fyrir einhverjum lagfæringum á kerfinum okkar. Viðreisn talaði það mjög fljótlega. Samfylkingin byrjaði að nota breytingar í svona síðustu vikuna. Já. Sem svona helsta slagorðið. En stefnan þeirra endurspeglaði ekki á sama hátt og þeirra þriggja sem að komast ekki þarna inn. Nei. Flokkur fólksins að nú er komið að þér. Já. Sem svona, það er ekki orðið breyting í því en það er samt svona breytinga element. Þannig þetta voru kosningar breytingar og þá eru það þeir flokkar sem hafi staðið fyrir mestu breytingum að þeir fá ekki breytingi. Já, og svo held ég að þetta sé líka eitthvað sem að ekki bara grasrótin innan flokkana heldur bara fólk sem að knýja á breytingar í samfélaginu í gegnum mótmæli eða félagasamtök eða eitthvað annað. Þetta er eitthvað sem að kallar á smá naflaskoðun þar. Friðarhreyfingin til dæmis, þarna eru þeir 3 flokkar sem hafa staðið henni næst í ýmsum málum. Hún hefur náttúrulega ekki, friðarhreyfingin hefur mjög dauf með að vera stríð í Evrópu. Já, og ég held að samtök hernaðarandstæðinga mættu aðeins líta yfir síðustu 7 ár og spyrja hvort það hefur verið meðvirk með vinstri grænum þegar það var hvorki gagnrýnt stjórnina eins og vera ber, né heldur lyft því sem að vel hefur verið gert inn á þingi af einhverjum í öðrum flokkum. Má segja það sama það er svona félaga neti kringum VG og þeir hafa haft hernaðar andstæðinga eiginlega undir sér og enn frekar kannski landvernd. Hver er þetta félagið? Og svona stór hluta af kvennabaráttunni sem ég að deila þessum eins á húsnæði og upp á Hallavegsstíg. Má segja að krafturinn í þessum hreyfingum sem að róttæk stjórnmál ætti að hvíla á hafi sér hluti að þessu, að þau hafi verið meðvirk með ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur? Já, hluti til. Ég held, svo við tökum bara landvernd sem dæmi, þá hefur verið ábyrjandi á síðustu árum að þau hafa talað eins og alla grænu raddirnar inn á þingi hafi þagnað, bara vegna þess að VG voru hætt að tala með þeim hætti sem að þeim þótti þurfa. Þú hefur náttúrulega ekki verið ánægður að heyra það? Nei, ég bara... Eva hefur sagt þetta? Þetta kom mér bara mjög á óvart og ég lýsti nú ónægðu ekkert með þegar ég hitti þau með því að þarna verið að gera lítið úr ekki bara mínum störfum heldur fjölda þingmanna sem að sitja eða sátu inni og voru að halda þessum málum á lofti en það var einhvern veginn bara meðan kom ekki úr rétta flokknum þá voru hlustunarskilirðin bara töluvert minni. Þannig að það er eitthvað það var eitthvað toxískt þarna í þessi tengsl á milli félagasamtaka og hluta stjórnmálaflokkana og þetta er eitthvað ég bara reikna með að verði eitthvað endurskoðun á flokkalandslæginu og bara og því þarf að fylgja endurskoðun á því hvernig félagasamtök beita sér og jafnvel hvernig þau eru samansett. Ég held að við þurfum núna dálítið að horfast í augu við að fólkið sem að er að kalla eftir alvöru róttækum breytingum á samfélaginu, það er það sem að situr eftir með sárt ennið og enga þingmenn eftir þessu kosningar. Og þá þarf að byggja upp svona, hvað við kallaði, frjáls félagasamtök og það er sér tilefni til að endurskoða landvernd hvernig þetta félagið og VG. Ég meina við séð framkvæmdastjóruna þeir fara bara í hringekju þarna á milli og það er svo sem alveg hægt að horfa á þetta sem svona klöster af sama fólki sem eru völd í þessum félögum. Það verið betra fyrir landvernd að slíta sig frá eða hvað? Það er spurning. Eða leyfa kannski 2 pírata og 2 sósíalista inn í stjórnina? Þetta er nú ekki alveg einsleitur hópur í stjórninni þó að maður hafi nú alveg séð
daldi mikla skriðu af fólki þaðan í það að lýsa stuðningi við Vinstri græn núna á lokametrunum. Og Katrín Jakobsdóttir í forsetakosningunum. Já, en nei, þú veist, ég held að þetta sé líka eitthvað sem ekki hægt að segja af eða á akkurat núna. Það þarf bara, ég held að þurfa að rýna allt þetta landslag og það, maður heyrði það nú bara strax sko á kosninganótt, þá var Svandís farin að tala tala eins og nú væri komin tíminn til að stokka upp flokkana. Ég held bæði að það sé of snemmt að fara í eitthvað svoleiðis skref. Ég held að það sé að byrja líka á röngum enda. Flokkarnir eru bara birtingamynd einhvers í samfélaginu. Þeir eru bara eitt af verkfærinum, topp-level verkfæri til að hafa áhrif. Ég myndi segja sérstaklega við VG að þetta ekki mál forystu flokkana. Vandamálið það að vinstri sinnari kjósendur fundu sér ekki farveg í þessu kosningum. Við getum sagt að ekki hjálpaði kosningakerfi til þess, en að einhver leiti þá voru forysta flokkarna að bregðast. Þannig að núna ættum við að taka eitthvað missir í það að ná saman kjósendunum, að ná saman grasrótinni. Og ef að hún vill hafa eitthvað svona tildegi flokka minnstur eða eitthvað leys, þá kemur það vel til greina. En að Steingrímur Jóð sé að koma hingað í Bólholti með þrotabú VG finnst mér fráleitt hugmynd. Já, það bara, ég held að það sé frumskilið einmitt að ef það verður einhver endur uppröðun á stjórnmálaflokkunum þá gerist það ekki strax og gerist það ekki á forsendum eins flokks frekar en annars, heldur gerist það vegna ákalls úr grasrót sem nær langt út fyrir flokkana. Og ég held að við þurfum kannski bara að upplifa líka núna veturinn framundan, þar sem að aktivistar sem mótmæla á Austurvelli þeir munu upplifa það núna í fyrsta sinn dálítið langan tíma að vera ekki með neina aktivista í stjórnmálum sem taka þeirra málstað beint upp. Það held ég að muni kynda upp alltaf þörf hjá fólki að sjá það breytast vegna þess að við höfum ég held að íslenskir aktivistar hafi haft það sumleiti dálítið gott í dálítið langan tíma. Það hafa verið vel viljaðir þingmenn bara ára og áratuga skeið sem hafa verið til í að hlusta á fólkið út á Austurvelli og bera þeirra boðskap inn í salinn. Og það verður áhugavert að sjá hverju breytir þegar það ekki. Fram þessum horfir, sem að gerist nú ekki alltaf, það fer ekki alltaf fram sem horfir, að þá verður myndir ríkisstjórn, Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins. Og þá það stjórnarandstæðin og þingi Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Framsókn. Það fyndið. Já, nei, mér finnst líka bara, þú veist, þessi samsetning á þinginu finnst mér bara mjög erfið. Hún endurspeglar engan veginn bara litrófið í samfélaginu. Það vantar þarna element sem að eru nauðsynleg til að halda umræðinni góðri. Og stjórnarandstaða á einmitt að brýna stjórnina til góðra verka og þegar við erum að tala svona hægri flokka að mynda ríkisstjórn og hægri flokka að veita henni mótspyrnu þá ekkert að fara að ítast í átt að auknu metnaði í loftslagsmálum eða aukinni vernd mannréttinda eða aukinni mannúð í garð flóttafólks. Þetta allt málaflokkar sem verða verður dálítið erfitt að sjá hvar enda. En þá í gagnvart svona þingi og svona ríkisstjórn að þá mun maksa upp þörf á að það verði almenningur skipuleggja sig í einhverju baráttu og ég held að það þurfi að koma svona eins og til dæmis í tengslu við svona Evrópumál að það komið fram í ýmsum löndum svona já og nei hreyfingar. Ég held að þessi ríkisstjórn sé ekkert að fara með okkur í Evrópu, ekki einu svona í þjóðaratkvæði. Því ég held að það sé ekki viljið til þess. En við þurfum kannski á að halda slíkur hreyfingum sem að vilja vernda opinbert heilbrigðiskerfi, sem vilja styðja við skólakerfið. Því að ég held að það sé hætta á að í svona hægri sinnuðu þingi að þá séum við að stefna í mikla svona samfélagsbreytingar þar sem að verið að umbreyta samfélaginu. Þannig að kannski það jákvætt. Og þarna náttúrulega spilar Verkó dálítið stórt hlutverk þegar hann náttúrulega verið duglega að benda á hvaða áhrif niðurskurðarstefnan hefur verið að hafa á síðustu árum þegar kemur að þessum opinberu innviðum.
Þannig að væntanlega kallar þetta á að hún brýnir sína rödd. Verði sterkara svona pólitískt afl í samfélaginu og fái kannski hlutverk að verða hinn raunverulega stjórnarandstæða í samfélaginu. Þetta var orðað hérna fyrir einhverjum árum síðan sem að þeirra voru svona átök við þessa ríkisstjórn, meðal annars að því að VG var inn í henni, að þá var, heyrði þetta og þú spert eyru líka þegar menn voru að segja þetta, að raunverulega stjórnarandstæðan væri innan verkalýðshreyfingarinnar. Já, og það er kannski, Það til við sósíalistar vera holdt og gott. Nei, og líka bara því að verkalýðshreyfingin hefur burðina til þess. Það er nefnilega hægara sett en gert. Við sjáum það af öllum þessum félagasamtökum sem að rembast við að veita eitthvað aðhald í gegnum umsagnir og fundarhöld með þingmönnum að þau eru alltaf veikari aðili en til dæmis hagsmunasamtök fyrirtækjana. Það er bara minni pening. Minni pening og minni mannskap. Á meðan verkalýðshreyfingin hefur resursana til að gera svona hluti og það bara skiptir miklu máli. Þannig að hún gæti kannski orðið svona, hún gæti fóstrað eitthvað svona counter-narratív við það sem við erum að fara að sjá núna á næsta árum. Og myndur við geta sagt við fólk að ef þetta verður heilt kjörtímabil sem er nú alls ekki víst, að þá ættu fólk sem hefur áhuga á samfélagsmálum að líka skoða það hvort að það geti beitt sér innan sinna verkalýðsfélaga. Já, mér finnst fólk nú bara yfirleitt að gera það alveg og það hefur ekki verið. Við höfum náttúrulega verið með frekar daufa virkni í verkalýðsfélögum, sérstaklega kannski eins og ég nefndi það í gær við Ögmund að ég held að þessu ákaflega sjaldan almennir félagsfundir í VR til dæmis. Já. Þá svo að VR hafi svona fórustan eða stjórnin verið að standa fyrir einhverju svona tali út í samfélagið, að þá held ég að félagið sé ekki virt. Þannig að það vanti svona lýðræðislega umboðið. Já, uppbyggingu. Þannig að það sé verið að móta stefnuna í einhverju svona öflugu samtali innan félagsins. Já, og þetta náttúrulega, þessi staða kallar mögulega á að við bara rifjum upp einhverja takta frá því 2008 þegar voru borgarafundir stöðuna í samfélaginu og það er eitthvað sem kallar á aðila sem er bæði með peninga og mannskap til að skipuleggja og þar gæti verkalýðshreyfingin alveg komið sterkinn. En þetta er eitthvað sem að mun þróast og þannig erum við að gefa okkur að ný ríkisstjórn muni fljótlega fara gegn vilja almennings í mörgum málum eins og oft er reyndin en eins og alltaf þá allar ríkisstjórnir byrja með svona góðum óskum almennings. Maður sér það svona í könnunum, svona í fyrstu könnunum eru ríkisstjórnir allar nema ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar 2017 í janúar byrjaði svona með 60-65% stuðningi því að það er bara mannlegt að ósköllum bara góðskengis en síðan hefur reyndan verið svo að mjög fljótlega kemur í ljós að ríkisstjórnin er ekki að standa undir væntingum en við erum kannski að tala svona form á einhverju stjórnarandstöðu utan þings sem að gæti fara að móta svona með vorinu. Já, geti það ekki bara verið. Já, þetta er ekki eitthvað sem gerist á aðvendunni. Nei, og ég held einmitt, ef að þessi 3 flokkar sem eru byrjaðir í viðræðum núna myndastjórn, þá held ég sé alveg hægt að tjasla saman samstagsyfirlýsingu sem meikar ágætt sens. Þetta verður ekki einhver hryllingur frá fyrsta degi. Nei, stemt að alls konar góðum hlutum. Já, en svo einmitt sjáum við mjög fljótt hvað er líklegt til að verða veruleika af góðum fyrirheitum og hvað ekki. Já, því það er inni tókstrita að til dæmis í húsnæðismálum gætum að séð flokk fólksins og samfélkinguna ná saman til þennan hluti þar sem að Viðreisn yrði alveg þversum og svo getum við bara haldið áfram við getum séð flokk fólksins og samfélkinguna ná saman breytingar í skattamálum þar sem að Viðreisn yrði alveg þversum og síðan getum við séð Viðreisn og samfélkinguna ná einhverjum samkomulagi til dæmis í útlendingamálum þar sem að flokkur fólksins er alveg þversum og svo þarf hörndu gott á. Já, þetta er ekkert auðvelt þó þetta sé
kannski samstillari hópur en myndaði síðustu ríkisstjórn þá þetta í ýmsum svona grundvallaratriðum flokkar sem að þurfa að brúa daldi langt á milli sín. Í íslensku kosningarannsókninni þá er fólk, svara fólk og það svona gefur upp afstöðu sína til ýmissa mála og það má alveg sjá svona vinstri sinnaðra kjósendur og Píratar sóttu fylgi sitt fyrst og fremst til þeirra þó svo að forystaflokksins þar hafi oft á tíðum verið bara með allra hægri sinnaðasta fólki á landinu. Já, samt að maður skoða RÚV birti sambærilega mynd af svörum frambjóðenda við kosningaprófi og þá raðast þeir bara á sama blett og kjósendur þarna vinstra megin uppi. En ég að vísa í, þú þekkir það að sömuleyti eru rætur Píratana liggja í hægri hugmyndafræði, svona alþjóðlega og það hefur alltaf verið svona frjálshyggju armur innan Pírata en megin þorri, maður sér það í atkvæðagreiðslu stefnuna, að megin þorri félagsmanna sem að taka þátt í eru svona félagshyggju vinstri fólk, þannig að það hefur oft verið þessi togstreita milli svona grasrótarinnar og kjósenda og svona tiltekinna fórustumanna. Og þetta, ég ætla bara að segja fyrstur minn á Trúnó að fyrir mig sem vinstrimann þá fannst mér alltaf aldrei asnalegt að koma inn í flokk sem neitar að skilgreina sig hægri vinstri en það mitt hægt að trufla mig þegar ég bara horfði yfir stefnuna og hvernig kjörni fulltrúar höfðu greitt atkvæði árin og undan og svoleiðis, þannig að það er ekkert í efni flokksins sem truflaði mig sérstaklega og síðan hitt að íslenska kosningarannsóknin enn með þessa tvo ása, það er þessi efnahagsás sem það kallað sem er hægri vinstri og svo það er menningarásin sem að er íhaldssemi framsækni eða eitthvað álíka. Frjálslyndi, já. Og svolítið skrítið mál notuð þetta, það getur verið að RÚV að vera á auglýsingamarkað og skrítið mál sem er notuð til þess að búa til að nás. Já, en líka mál sem að er mjög skiljanlegt eins og bara afstæða til þungunarofs eða flóttafólks eða hvað það er. Transfólks eða innflytjenda. Og málið er að mér hefur á síðustu árum farið að þykja sá ás vera mjög mikilvægur vegna þess að það er bakslag í svo mörgum málum á honum. Hægri vinstri er alltaf þessi togstreita og við erum alltaf með þessa sveltistefnu og niðurskurðarstefnu og útvistunar áráttu og eitthvað svoleiðis í gangi en það finnst mér svona tiltölulega nýkomið að við séum að finna fyrir verulegum mótþrýstingi við framförum á menningarásnum og þess vegna hefur mér þótt Píratar vera mjög mikilvægt afl sem að fyrir það að fókusa mjög mikið á þann ás frekar en hægri vinstri ásinn til þess að veita viðspyrnu í þágu hinsegin fólks eða flóttafólks. Finnst þér þetta ekki vera innflutt umræða frá Bandaríkjunum þar sem að hugmyndunar á hægri og vinstri eru eiginlega þessir ásar frekar heldur að því að það bara er ekki til stéttastjórnmál eftir í Bandaríkjunum, það er búið að bara þau eru horfin. Og Demókrataflokkurinn sem kannski var flokkur hinna vinnandi stétta er náttúrulega í dag bara flokkur hinna talandi stétta en þar situr eftir svona út að tala um bandaríkjamennum hægri og vinstri þá er hann á þessum íhaldssemi frjálslyndis Já, mér finnst það mjög skrítið því að ég sé ekki hvernig afstæða til þungunarofs sé hægri vinstri mál. Það er þessi ás, sko. En bandaríkjamenn tala um hægri og vinstri svona. Ég veit, en mér finnst það mjög skrítið, sko. Þú veist, afstæða til þess hvort við hefum að bregðast við loftslagsbreytingum eða ekki. Það ég get ekki séð það sem hægri vinstri mál. Þannig þú ert sáttur við það að Píratarnir vilja vera á þessum ás? Skulum segja, ég hef sætt mig við það. Já. En þú fékkst reyndar, sá ég að því að var að leita að ungum Píratum, þá sá ég að var ályktun hjá ungum Píratum gegn þér. Það sem að þú varst meðflutningsmaður með Vinstri grænum, þingmennu Vinstri græna, bann við auglýsingum á jarðefnaeldsneyti. Já, mér finnst það nú svolítið frumhlaup hjá stjórn ungra Pírata að álykta svona. Ég skil alveg, það er að tóast á ólík sjónarmið, tjáningafrelsis elementið er þarna, en það er þá tjáningafrelsi olíufélaga, sömu félaga og er á heimsvísu að beita sér gegn rétti fólks til mótmæla, til dæmis það er verið að fangelsa
loftslagsmótmælendur í mörgum löndum á grunni laga sem hefur verið breytt eftir þrýsting frá þessum olíufélögum. Það sem þeim eiginlega gefin persónu réttur. Já, og tjáning stórfyrirtækja með sömu vernd og málfrelsi einstaklinga. Já, og ég bara ég lít ekki á tjáningafrelsi olíufélaga sem eitthvað sem trompar rétt ekki bara komandi heldur líka núverandi kynslóða til heilnæms umhverfis eða þá rétt mótmælenda til þessa mótmæla sem þetta eru pólarnir sem eru þarna og það að sé hægt að auglýsa bensín bara ekkert, það ekkert sjálfgefið, auðvitað þurfum við að þú veist, það ekki endilega skilvirkasta leiðin til að ná fram breytingum á samfélaginu en það ein af þeim fjölmörgu leiðum sem hægt að grípa til. Svo þurfum við náttúrulega, þú veist, það sem aðalatriði samt stífa reglur og almennileg gjaldtaka á mengandi stórfyrirtæki. Það það sem þarf alltaf að vera fyrsta stopp. En meðan þessi ályktun einmitt hún skautaði daldi hressilega fram hjá því hvað þessi geiri stendur fyrir og virkaði mitt daldi eins og svona innflutt tjáningafrelsis orðaða frá einhverjum lippum í Bandaríkjunum. Sem hefur eiginlega eyðilagt bandarísk stjórnmál að stórfyrirtæki fengu persónurétt og þar með rétt til þess að styrkja stjórnmálaflokka og eru núna raunverulega með bandarísk stjórnmál bara í vasanum. Það náttúrulega mjög varasamt að eigna fyrirtækjum réttindi sem hafa verið byggð upp til þess að vernda einstaklinga. Já. Herðu, en ef við horfum á þetta svokallaða vinstri, þá eru þannig náttúrulega alls konar hópar inni og það eru náttúruverndarfólk sem að vill hafa það á oddinum og eru mjög víða í græningjaflokkum eða umhverfisverndarflokkum. Það eru svona mannréttindahópar, kvenfrelsishópar sem að hafa verið í Íslandi í sérflokki. Þótt að sé ekki algengt annar staðar en það þekkist þó. Það eru svona sem að kannski á upphafi, eða má rekja í upphafi að Pírötum sem svona beint lýðræði, svona gagnrýni á svona samfélagsuppbygginguna sem að hefur verið og vilja auka rétt svona almennara borgara sem að sömuleyti mætti alveg rekja aftur í sósíalíska baráttu bara fyrir kosningarétti og virkri þáttöku almennings eða vald almennings á sitt nærsamfélag og annað slíkt. Síðan náttúrulega stéttarvinkillinn sem bara hinn klassíski sósíalíski þráður sem að og svo ég spyr núna dregu þessa mynd vegna þess að við myndust á að Steingrímur Jóð vildi fara að flýta á sameiningu allra flokkana. Það endilega gefið að allir þessir hópar eigi heima í sömu fylkingu? Mér finnst það ekkert endilega. Það er alltaf talað tvístraða vinstrið sem eitthvað sjálfstætt vandamál og þetta svo umræða miklu þyngri núna bara í krafti þessara niðurstöðu í kosningunum. En hægrið hefur aldrei verið jafn tvístrað en samt mjög sterkt inn á þingi. Þannig að tvístrunin sem slík ekkert endilega aðalatriðið. Hins vegar ef að hægt að finna einhverja leið til að leiða þessa ólíku þræði saman í einni hreyfingu þá hlýtur nú að vera sjálfsagt að reyna það. En það var svo sem gert þarna líka fyrir 25 árum þegar Steingrímur vildi ekki vera með í að mynda samfylkingu. Já. Þar voru flestir þessi þræðir kannski opna beina lýðræðið svona seinni tíma dæmi í íslenskum stjórnmálum en allt hitt var til staðar þegar vinstrinu var kastað upp og sigtað upp á nýtt. Já. Og þá fann fólk einmitt ekki leið til að koma þessu á eitt stað. Nei, þá var til skamman tíma og núna sá tími komin aftur að kratarnir voru stærri en vinstri sósíalistarnir voru minni. En í öllum Norðurlöndunum þessir hópar í ólíku flokkum. Já. Það bara þekki að vinstri sósíalistar og hægri kratar uni sér saman í flokki þannig að það hlýtur að vera til eitthvað til vinstri við samfylkinguna
En það ekki víða það sem að það einhver einn flokkur. Það eru vinstri sósíalistar á Norðurlöndunum og það eru græningjar held í allstaðar nema hvað eru ekki sterkir í Danmörku. Það sem að Enhedslisten hefur eiginlega tekið það inn í sig. Já, en það eru líka alternatívet og þú veist það eru alls konar flokkar út allt. Já. Og einmitt flest þingin á Norðurlöndunum eru með 8 upp í 12 flokka. Já. Þannig að og sósíalíski þjóðarflokkurinn núna í könnunum sko að ég held að hann sé bara komin nálægt í að fara yfir sósíaldemókratann í Danmörku sem svona bara ég veit ekki svona gamaldags þjóðlegur sósíalískur flokkur svona svipað og kannski bara alþýðubandalagið eða eitthvað ekkert neitt ofurróttækur en það sem að þannig það allar útgáfur af þessu og maður sér ekki alveg vegna þess að einhver leyti það þannig að þegar þú breytir flokkakerfinu að þá býrðu til pláss fyrir fleiri flokka og við erum með flokkakerfi sem að svona ólétt af 8 flokkum og það séu bara 6 núna og það kannski vandinn við það að búa til samfylkinguna á sama tíma og kosningakerfinu var breytt að það ekki að ýta undir færri stærri flokka okkar kerfi heldur þvert á móti. Þannig að ég ekki vissum að sko fólk muni una sér í einhverju svona fylkingu vinstra megin við samfylkinguna þar sem allir eru af mjög ólíkum forsendum í baráttunni. Nei, ég held að þetta sé líka eitthvað sem sko grasrót hvers af þessum 3 flokkum þarf dálítið að ræða í sínum hópi. Og líka fólk á milli, ég ætla að fá til þessu ungliða seinni í vikunni og fleiri, ég ætla að halda áfram þessu samtali. Já, og þú veist, einmitt grasrót allra félagasamtakana sem að sko standa nálægt þessum flokkum og síðan þurfum bara að ræða hvort að sko þessum málum sé best fyrir komið í flokkalandslega eins og það núna eða hvort þurfi að skoða einhverja sameiningar eða hvort þurfi að skoða einhver bandalög eins og var til dæmis gert í Frakklandi fyrir síðustu kosningar þar sem að var sópa saman alls konar flokkum til að bjóða fram undir einum hatti til þess að veita hægri afturhaldinu mótspyrnu. Sem var eiginlega sama og R-listin búin til, Reykjavík-listin. Ég held allavega að sko við skuldum fólkinu okkar alveg það að taka öll þessi samtöl af fullri alvöru. Og bara sjá hvernig við náum sem stór hreyfing vinstra megin við samfélkinguna sem bestum árangri í hinum borgarlegu stjórnmálum. Já, hvernig við náum að breyta samfélaginu. En þú talar ekkert svo ólíkt því sem að Ögmundur var að segja. Það kemur nú ekki óvart. Nú? Nei, við erum bara oft sammála. Það sem hann með fókusinn á uppbyggingu ykkur að baráttu og hann hefur mikla trú á því, hann náttúrulega yfirgaf eiginlega stofnmálin til þess að reyna að hafa svona áhrif á umræðuna og hann hefur mikla trú á því að almenningur geti aftrað einhverju þróun stjórnarstefnunar eins og við þekkjum mörg dæmi það bara mótmæli og andstað almennings hefur áhrif á stjórnarstefnuna. Við búum í lýðræðislegu samfélagi og þótt að maður blöskri stundum hversu þvert á vilja almenning stjórnvöld geta farið að þá hefur almenningur einhverja svona getu en til þess að hann hafi þessa getu þá þurfum við náttúrulega að hafa öfluga friðarhreyfingu sem að ég held að við erum bara horfast í augu við að hernaðarandstæðingar hefur ekki tekist að vera meðan að stríði í Evrópu. Við þurfum öfluga náttúruverndarhreyfingu sem að ég held að við getum nú ekki sagt það landvernd að hún hafi ekki staðið vaktina. Nei, hún hefur hún hefur verið dugleg að koma sínum málum á dagskrá en kannski sko hún var kannski of sein af stað eftir stjórnarmyndun 2017 gaf ríkisstjórninni of langa hveitibrauðsdaga og fyrir vikið þá tók það aldrei langan tíma fyrir gagnrýna að ná almennilegum skriðþunga. Já, og þegar þú vildi gagnrýna VG fyrir að standa sig ekki, að þá var stúlátur fljóta með og svona því þau gátt ekki gagnrýnt VG fyrir að hafa brugðist. Heldur var bara að segja þingi brást bara. Það út af þessum tengslum á milli. Já, og þetta eitthvað sem við séð í umræðinu mjög mikið í bara ólíklegustu málum eins og búvörulögunum. Þá er allt í einu alþingi brást og þess vegna eru þessi lög ólög. En það var næstum helmingu þingsins sem að sko laði til að vísa málunum frá.
en það er einhvern veginn alltaf verið að smyrja sektinni yfir allan hópinn þó að sé bara hluti sem ber hana. Vegna þess að sá sem að gagnrýna, hann tengdur einhverjum flokki sem hann að vernda. Já. En þetta á líka við aðra baráttu, það við höfum nefnt verkalýðshreyfinguna. Hún þarf að ræfla hana, það að endurfæða hana sem baráttutæki almennings. Við höfum nefnt stundum leigjendasamtökin, en það eru önnur samtök eins og félag einstæðra foreldra. Ég tek þau sem dæmi vegna þess að í könnunum Vörðu og líka Öryrkjabandalagsins að þá eru ákveðnir þættir sem að ýta undir fátækt. Það er náttúrulega föllun og veikindi. Það er að vera á leigumarkaði og það er að vera einstætt foreldri. Og allir þessir þættir og svo náttúrulega eru innflytjendur. Það er mjög gaman að sjá hér öflugu samtök innflytjenda sem að legðu fram einhverja kröfur á samfélagið en leti ekki alltaf yfir sig ganga að þau ættu bara aðlagast að þau eru alltaf gallinn. Það vantar mjög öfluga svona efnaðslega baráttu á móti stjórnvöldu sem að fara oft gegn almanna vilja. Já. Og þessu tekum maður mikið eftir inn á þingi af því að nefndir þingsins eiga bara í samtali við einhverja aðila. Hagaðila. Já, en hagaðila af öllu rófinu. En fyrir vikið þá eru svo við tökum bara innflytjendur sem dæmi, það að það vanti öflug heildarsamtök eða einhverja málsvara sem er hægt að kalla á fundi þingnefndar, það er rosa, það rýrir mjög þá þinglegu meðferð sem mál fá innan Alþingis. Og það, ég var, mér minnir að ég hafi verið inn á þingi þegar að Women var stofnað, samtök kvenna af erlendum uppruna. Og það strax breytti mjög miklu. Þó þetta væri bara svona frekar afmarkaður hópur sem var þarna að binda spöndum. Og eiginlega menningarlegt félag frekar heldur en hagsmunafélag. Já. En þá var allavega komið númer sem var hægt að hringja í. Og ég held að það myndi breyta mjög miklu ef að þarna væri stór og öflugur félagsskapur. Og það sé kannski mikilvægt að byggja upp slík samtök sem að berjast fyrir hag tiltekinna hópa og horfa á það og kannski verður til einhver svona krafa stjórnmálaarm fyrir slík samtök síðar meir. Já, ég meina flokkar eru bara endapunkturinn á einhverju baráttu. Mér finnst það, þessi umræða núna að stokka upp flokkakerfinu strax eftir kosningar og umræðan leitt af forystufólki flokkana, mér finnst það vera að byrja allt á vitlausum enda því að þetta flokkur sprettur bara upp úr einhverju samfélagsbylgju sem byrjar miklu frekar í félagasamtökum. Það er, við sósíalista gagnrýndu það fyrir 3 árum, ég voru ekki að leggja neina sérstaklega áherslu á það núna, meðal annars fjárstuðning við flokkana og hvernig þeim var háttað og við sögðum sér svo að þetta leiddi til þess að áður fyrir var það þannig að forysta í flokkum var háð grasrótinni, því að grasrótin bæði lagði til sjálfboðaliðastarf og lagði líka til peninga eða stóð fyrir happadrættum eða eitthvað, þannig að það kom svona streymi afl frá grasrótinni til forystunar. En þegar að forystan fær peningin bara inn á bankan, þá er þetta orðið öðruvísi, þá er þetta með flokka sem er ekkert háð grasrótinni. Og við sögðum að þetta myndi leiða til þess að forysta í flokkunum yrði svona eins og bara lost in space. Það væri bara hópur af fólki sem að væri að sækja vinnu á 4 ára fresti. Og sömuleyti að því ég nefndi Ögmund áðan þegar hann var að hæðast að Vinstri grænum sem það verið hvorki vinstri né græn og væri núna hreyfingi framboð. Það var verið eiginlega, þá sér maður það, þetta er bara eiginlega að vera alltaf að sækja vinnu. Þannig að einhver leyti er þetta líka, ég held þetta, ég þekki ekki jafnvel til innra starfs í VG og Pírötum eins og þú gerir, en utan að frá séð þá finnst mér þetta líka vera gildra sem að flokkar geta lent í, að forustan fær eiginlega of mikið afl inni í hreyfingunni. Getur þú tekið undir þessu gagri? Ég held að forystan fái, sérstaklega þegar þú kom með flokkar sem eiga kjörna fulltrúa, þá hafa þeir kjörnu fulltrúar eiginlega óhjákvæmlega meira afl vegna þess að
þau vinna við það að vera í pólitík. Þau geta bara sinnt þessu miklu meira en nokkur áhugamaður í grassrótinni. Það er svona áhrifavald. Það er það, en síðan er sko þetta með fjármunina, en síðan það finnur bara eftir hvernig flokkarnir spila úr því, að því að ef vel er á því haldi, þá nýtast þessi peninga bara að halda úti félagsstarfi fyrir hinn almenna félagsmann, halda stóra og veglega landsfundi eða styðja við útgáfustarfsemi eins og samstöðina. Við settum það sem reglu sko, að helmingur er færið að byggja fjölmiðla og helmingur er færið að styðja við uppbyggingu á svona félagsamtökum eins og var nefna áðan, eins og leigjendasamtökum og fleira. Út af þessu þá höfðu við þessar reglur, þannig að dytti ekki inn í eitthvað svona miðjan flokkin, þar sem að ég hef hæðst að því að peningunum er svo eitt bara til þess að birta myndir á strætóskýlum af forystufólkinu. Já, en sko svo sjáum við tökum bara VG sem dæmi, þú veist að það svo ákvörðun að fara í stjórnarsamstarf 2017 og 2021 var studd af yfirgnæfandi hluta þeirra sem höfðu atkvæðisrétt það. En að einhver leiti þá hafði fólk farið síðan, þannig að þeir sem voru eftir. Já, en ekki 2017, þá var fólk enn til staðar, en það var samt þá eru nær 90% sem stuttu það. Þannig að sko forystan var hún var ekki meira úr tengslum við svona massan í hópnum en það. Þó síðan alltaf spila inn í það að það er ákveðin þrýstingur sko, þegar forystan leggur eitthvað til þá ertu kannski daldið að ganga gegn fólki sem að þér finnst þú ekki mega að ganga gegn ef þú styður það ekki atkvæðagreiðslu. Sem er mannlegt en ekki endilega holdt að vilja standa með meirihlutanum einhvern veginn. Þannig að þú veist, ég held að þetta sé nú ekkert fullkomi rof að þessir hópar sko flokkselítan og flokksfólki þau þroskast alveg yfirleitt í sömu átt þó að staðan sé ólík. Ég tók eftir í að þegar Þórhildur Sunna var í Kastljósi í gær að þá sagði hún, ég er bara dottinn á þingi og ég hef enga stöðu inn í Pírötum nema bara venjulegur flokksmaður og þegar að svona þingflokkurinn bara hverfur sem var kannski mest áhrif af fólki inn í flokknum að þá ætlum að fyrir hver er það sem er að fara að leggja til einhver ákvarðanir framtíð Pírata núna, er það framkvæmdastjórnin eða? Já, nú erum við með Þú ert ekki með neina stöðu inn í Pírötum í dag? Nei, nú er ég bara sauðsvartur grasrótamaður. Nei, við erum með tvær nefndir sem eru svona aðal í flokknum og það er þá framkvæmdastjórnin annars vegar og svo stefnu og málnefnd hins vegar. Og það eru þá væntanlega þær sem munu halda utan það verk sem er framundan og síðan er strúktúrin líka þannig að það er bara hægt að halda almenna félagsfundi, hver sem getur boðað til þeirra og þeir geta ýmist verið bara umræðu vettvangur eða lagt til einhverja ályktanir eða stefnubreitingar sem fara það bara í atkvæðagreiðslu í kosningakerfinu, þannig að þetta það er þarna ákveðin svona leiðandi forysta en í grunninn er þetta bara leitt áfram af grassrót. Og eru þau búin að búa til svona uppgjörsfundar? Það er ekki að tala um eitthvað uppgjör að það ætla að fara að högga á hausa. Nei, það er ekki komið. Við svo sér þetta verður með svona 50 daginn held ég. Það er ekki komið fundabóð en ég reikna með þetta verður bara eftir helgi. Já. Ég held að fólk þurfi dálítið þessa viku til að melta hvað þetta var sem að gerðist. Já, líka bara sofa úr sig kosningabaráttunum, það er fullt af þreyttu fólki. Ég spurði Björn Leví í gær hvað hann ætlaði að fara að gera og mér heyrðist hann ætlaði bara hætta svona formlegu pólitísku starfi. Þetta eins og hann ætlaði bara. Okay. Já. Hvað ætlaði þú að gera? Þú fórst inn á þing hvað 16? 16, ég er búin að vera 8 ár. Já. Eins og Björn Leví. Já. Nei, ég er nú ennþá með smá svona brennandi pólitík í mér, þannig að ég er ekki tilbúin til að segja alveg skilji við hana, en nú fer ég bara, ég ætla nú bara sjá til eftir jól, sko, hvað tekur við. Af því að þú ert svona frekar umhverfismegin í þessari sem ég var að tekna á þann. Það voru hugmyndir bara í aðdraganda kosninganna að stofna græningjaflokk, það var reyndar stofnaður, en það var bara á skammum tími til þess að heldur að það sé lífvænleg hugmynd? Ég veit það ekki. Ég held að það sé sko örugglega eitt af því sem þarf að taka í þessu samtali sem er framundan.
það þarf að skoða hvort sé hægt að byggja á flokkunum sem eru nú þegar til staðar eða hvort þurfa að stofna einhverja nýja og ef það þarf að stofna nýja þá er spurning hvort að það sé einn eða fleiri og hvort þurfa að vera ólíkar áherslur. Ég held að við þurfum bara að hafa dálítið autt blað fyrir framan okkur og vera tilbúin til að skoða allt saman. Andrés, takk fyrir að koma hingað og spjalla stórkostleg tíðindi í íslenskum stjórnmálum. Þessar kosningar voru það. Já, það sé ekki allir ánægðir með úrslitin, en þá voru þau merkileg. Bara mikil skjálfti. Mikil skjálfti. Þetta kæra þakkir. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í næsti kafli eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Það eru bækur að koma út, eða komur reyndar út í síðasta mánuði og þar síðasta, en við tókum smá hlé á því að fjalla bækur hérna út af Sollu, það voru kosningar. En eina af þeim bókur sem kom út fjallar áhugaverðan kafla í Íslandssögunni er eftir Sindra Freysson rithöfund og heitir Fangar Breta. Þetta er velkomin, Sindri. Takk. Þetta er náttúrulega við hernámið. Já. Það heitir það, þegar Bretar komu hérna. Já. Þá voru menn handteknir og sendir til Bretlands í fangabúðir, menn sem voru taldir, ég veit ekki hvernig herinn leit á það, ógna öryggi Íslands eða ógna öryggi hersetunnar eða? Já, náttúrulega þetta er svona aðskilja einhver leiti þeir koma hérna og handtaka þjóðverjana. Handtaka þá strax sem voru hér þjóðverjar giftir í íslenskum konum, áttu börn með þeim og svo framvegis. Síðan eru hin mál. Það er bara svipaðar aðgerðir og það er nú mikið verið fjallað til dæmis það í Bandaríkjunum og það voru allir bara Japanir teknir og fluttir upp í eyðimörkina í einhvers svona búðir. En það var bara ef þú varst þjóðveri að það var ógnaður. Það var þannig en þetta eru Íslendingar hins vegar. Þetta eru Íslendingar sem voru handteknir og fyrir ýmsar misvægar ástæður og í sumum tilvikum voru þetta fólk bara reynt út saklaust en handtekið fyrir, getur sagt barnaskap í einhverju tilvikum, fyrir miskilningi í öðrum, sumir voru pólitíski flóttamenn eins og þjóðvilega mennir sem voru algjörlega handteknir fyrst og fremst vegna þess að þeirra fréttaflutningur og þeirra málflutningur mál sem að snertu setuliðið voru með þeim hætti að setuliðinu var illa við þessar menn. Þeim var næstu verð við kommunistana heldur en nasistana og þeir það er mjög merkilegt að skoða sögu þjóðlamanna vegna þess að hún innifél svo margt. Þú ert með alþingismann Einar Olgeirsson, þú ert með sem var líka ritstjóri Þjóðviljans, þú ert með Sigfús Sigurður Hjartarson sem er líka ritstjóri Þjóðviljans og Sigurður Guðmundsson sem var blaðamaður Þjóðviljans og síðar ritstjóri. Og þeir loka blaðinu þegar þeir eru handteknir. Þeir rjúfa þinghelgi Einars Olgeirs, þeir loka fjölmiðli, þannig að þetta eru hömlur á prent og málfrelsi þessum hætti, þöggun á fjölmiðli, banna útgáfu Þjóðviljans og svo annt það að flytja þá út að það er gert bara strax kvöldið. Hinn Íslendingar sem voru handteknir þeir sátu einhverja daga eða einhverja vikur heima á Kirkjusandi þar sem Bretar höfðu fangisi áður en fluttur út. En þeim lá svo mikið á að koma þjóðmönnum landi, náttúrulega við vissum þessu skömmina, við vissu stöðu Einars verandi alþingismann að þeir fluttur bara strax kvöldið. Og síðan kemur ljós að þeir lá svo mikið á og þeir höfðu ekki leyfi frá breskum stjórnvöldum herinn heima þegar hann handtökur þessar menn. Og þeir valdar þetta veldur bara eitthvað krísu innan bresku ráðuneytanna. Það er komið hermarráðuneyti, þú ert með innanríkisráðuneyti, utanríkisráðuneyti og fleiri ráðuneyti. Hvað þú að gera við þessa menn? Vegna þess að Bretinn hefði hlaupið fram úr sér með hverjum hætti, þökk sé yfirmanni bresku öryggisþjónustunnar hér sem hét Alfred Roy Weiss og var þingmaður breska íhaldsflokksins á sama tíma. Og Henry Curtis sem var setuljóðstjóri og þeir náðu að fara svo mikið í taugarnar á Bretanum að þeir fóru í blóra við íslensk lög náttúrulega og í blóra við bresk lög líka.
Þannig að þá fara að stað og eru þarna meðan þeir eru leiðinu út þjóðlegumennir, þá er allt brjálaði stjórnkerfinu, menn skrifast á hægri vinstri og að finna eitthvað lagalagan grunn til þess að réttlæta þessa aðgerð og það eru ekki fyrir nokkur mánuðum seinna sem að þeir eru svona búið til afturvirk lög til þess að bjarga málum. Það var Bretarnir? Já, Bretarnir sko, þeim megin sko, þetta sýstum Bretarnir alltaf 2 og 3 og gera það til dæmis þannig þegar þjóðlegamenn koma út þá eru handteknir fyrir að vera ólöglega Bretlandi. Þess að þeir eru handteknir hérna á Íslandi, fluttu til Bretlands og síðan þegar stígu á land þar þá eru teknir að þau fórstum þessu ólöglega landinu. Sem alltaf mjög kaltanarslegt sko. Þetta er gert svona í þessum tilgangi að bjarga málum þeir höfðu ekki lagalega grunn fyrir þessu sko. Hvað sitja þeir hana lengi í Bretlandi? Sko, það er alveg kaltanarslegt með þjóðlegumennina að við svo á þeim tíma sem þeir sitja úti þegar þeir koma út þá situr nú annar Íslendingur hann úti, Ólafur Reynir Kratz og síðan koma Vestfirðingarnir sem eru 7 talsins koma út á meðan þjóðlegumennin eru úti. Þannig að þú ert þarna með 11 Íslendinga sem eru þarna í fangis á sama tíma í London og það sem kallanslegt varðandi kommunistana eða sósíalistana er það að það eru samningurinn það að Bandaríkjamenn taki við af Bretum, taki við herverndinni hér sem að gera það verkum að þjóðlegamenn losna. Hermann Jónasson, þáverandi forsætisráðherra, framsóknarmaður, hann semst nýtir þetta sem vogarafl í sínum viðræðum við Breta og Bandaríkjamenn það að það verið að sleppa öllum íslenskum föngum í Bretlandi og fær því framkeng þegar þeir lásu mikið á að fá Bandaríkjamenn hingað en að fá það inn í stríðið. Þetta er rúmu hálfu ári fyrir árás Japan á Pearl Harbor og þannig að þeir höfðu ótrúlega góða og sterka samningsstöð og nýttu sér hana og náðu að semja frelsi þessara 11 Íslendinga sem voru þá í Bretlandi. Þá voru það þjóðlegumennirnir sem voru mikill minnihluti? Já, þeir voru 3 af þessum. Síðan voru það svo kallað Vestfirðingarnir, hvað er það? Já, Vestfirðingarnir, það var hópur fólks sem að var handtekið fyrir að hjálpa þýskum flóttamenn sem að lagði á flótta þegar að Bretin kom hingað og fór að handtaka Þjóðverja og þá fer hann til Ísafjarðar og þarna þú veist, fólk að hjálpa þessum ræfli Workingtonum og fannst væntum hann og fannst hann næs bara náungi sko og þá ertu með, í þeim hópi ertu með íslenska kaupmenn, þú ert með húsmæður, þú ert með vitavörð, yngsti í þeim hópi 17 ára unglingur, stúlka, Ilse og maður svona það sem þegar maður lítur yfir þetta fólk sem ég fjalla þetta er hátt í 50 manna hópur allt í allt að sko þau koma úr öllum stéttum. Þarna er þingmaður, þarna eru blaðamenn, þarna eru læknar, þarna eru verkfræðingur, sjómenn og svo framvegis og af öllum aldri, þetta er yngsti 17 ára, það er Ilse og síðan fólk allt upp á 70 aldur og í sumum tilvikum þá blöskrar manni aðfarina sko, gott dæmi þar er Ólafur Reynir sem nefndi áðan, hann er 18 ára gamall þegar þetta er og faðir hans hafi verið handtekinn í þessar fyrstu hrínu sem beindist að Þjóðverjunum. En Ólafur Reynir átti íslenska móðir og fæddur upp á Íslandi, talaði ekki orðið þýsku og ekki ensku heldur. Og þegar faðir hans handtekinn þá verður úr að hann fer að vinna á vörubíl og kólakrana hjá Kol og Salt, fyrirtæki sem þá var Reykjavík, talsvert sagði mikið þeim tíma. Og er svona komast á herskildu aldur í Þýskalandi sem að skipta þau engin máli, hann var ekkert að leiðinni í fara út og hefði ekkert komið þangað en sko það var samt þýskur ríkisborgari og svo lögin voru þannig á þeim tíma að ríkisborgari þinn fylgdi föður þínum þangað til 19 ára, þá varstu sjálfkrafa íslenskur ríkisborgari ef þú bjóst á Íslandi og hafði búið hér alltaf ævi og þeir byrja því að Bretinn segir þann ok, heyrðu, þú ert alveg þetta gamall sko, þú veist, er það nokkuð 19 ára aldurinn, við viljum mætir og tilkynninni hjá skrifstofu hersins áður en þú ferð í vinnu, áður en ferð í hádegismat, leið og kemur úr hádegismat og þú ert búin í vinnu. Þannig að hann átti frá 7 á morgnana og til loka vinnu að mæta hjá hernum hverjum degi og tilkynna sig.
og hann gerir þetta samsamlega strákurinn, þú veist, fyrstu vikunar, en síðan alltaf verður þetta orðið svolítið stíft, hann er 7 á morgnana mættur og síðan aftur klón 12 og aftur klón 1 og svona veis og fyrir að segja, get ekki gefið mig frí á sunnundum, ég er bara búin að vera eftir langa vinnuviku þarna á vörubíl og kólakrana og þá fyrtast við Bretarnir, handtakan og hann er sendur til Bretlands í fangelsi og þar er hann sko mállaus algjörlega, fyrst í Liverpool þar sem hann lendir í því að vera bomberaður sko, það er verið að sprengja Liverpool þessum tíma mjög mikið, náttúrulega mikilvæg hafnarborg, þjóður er að sprengja hana, það er með þess að fellur sprengja á þetta fangilsi sem hann satt í, Walton fangilsi í Liverpool og hann er bara einangraður og úttaugaður og þegar Peter Benson sem var sendifulltrúi okkar í London, hann fær semst okkar ræðismann í Liverpool til þess að heimsækja hann, þá bara brotnar Ólafur Reynir niður og grætur bara í fangið á ræðismanninu sko, vegna þess að hann alltaf, ég segi þetta alltaf voru bara ómannulega aðferðir og þá var það tilgangur Breta, kannski hefðu hotn í síðan þess að hann var að þýsku ættirni, en vegna þess að þeir byggu til þess að tylla ástæðu að hann sem sagt gæti hugsanlega gengið í þýska herinn sem þau búin að ná þessum aldri og síðan það þegar leiður búin að fara landi þá fær hann ekki íslenska ríkisborgararéttinn og hann er ekki á íslenska grundu lengur þannig að hann er fangilsi Bretandi þannig að þeir svona eru búin að loka öllum leiðum fyrir þennan dreng á þessum tíma og þegar þjóðlegmennin koma hann í sem heitir London Reception Center þar sem var svona móttökustöð fyrir fangana þá kemur til að hlaupandi ung maður og eru Íslendingar og þá er það Ólafur Reynir sem var loksins að sjá Íslendinga eftir þá mánuð sem hann hafi verið hann úti sko. En það nú ruglast í tímanum, því að hann er búin að vera þannig einhver tíma. Já, sko, þjóðlegmenninni koma. Þjóðlegmenninni koma voru. Sendir þá bara strax á kvöldið. Já, sko, Ólafur Reynir er handtekinn þarna snemma ás 41. Þeir eru handteknir vorið. Og þeir í loka apríl eru þeir handteknir og þeir setja fram þá til að setja fram í ágústavísu þeir eru í Englandi til ágúst en sko þegar samið er verið að semja í júní herverndina þá þeim sleppt eftir það sko bæði þeim og Ólafi og Vestfirðingunum sko. En það var nasistaflokkurinn Já, það var þjóðernishreyfing, já og 2 frekar en 1 Já Þannig að voru þeir ekki handteknir sem að... Nei, sko eini maður sem tengdist þeim félagskap, þeim maðursaman félagskap, var búin að segja í skili við það fólk allt sko. Það er Bjarni Jónsson læknir. Hann kemur með Petsamóferðinni sem er í síðsumars eða byrjun haust 1940. Og hann hafði semst, það voru 5 ár liðin sem hann hafði svart skili við félagskapin, hann hafði verið fórt sveit þjóðurinn sinna á þessum tíma, semst árunum eftir 30 og til 35, 36 og fer sem til Þýskalands og lærir í Þýskalandi, lærir læknisfræði þar, er framhaldsnám og er síðan að koma heim, hann og hans kona er að komast heim til Íslands með öðrum Íslendingum í þessari frægu Petsamóferð. Og síðan koma Bretar fara gangum borð í skipið í Esju sem sagt þetta er í held ég ágúst í mann sko og leita borð yfirherra farþega mjög harkalega og mjög einkennlegar yfirherslu sko það voru einkennlust af svo nánast eins og eitthvað sagði sko hefur þú ekki dansað við Þjóðverja voru stúlkuspurðar og annað slíkt sko og síðan Bjarni handtekinn borð, kyrrsettur borð ásamt 2 íslenskum sjómönnum, stráklingum sem höfðu semst komið borð í skipið í Noregi. Þar að segja þeir voru bara tilvílunum voru höfn, sáu skipið, fengu leyfi til að fara borð, vitandi skipaleiðandi til Íslands, en höfðu ekki semst farið landleiðin allavega til Petsamo í Finnlandi þessum tíma til þess að komast með þeim hópi. Og fyrir vikið þá voru ekki á þeim farþegalista sem að Bretar höfðu samþykkt og það fór í taugarnar á Bretunum með einhverjum hætti, þó var svona bakgrunnstjekka á þeim, leit í ljós að þeir höfðu engin tengsl við Þjóðverja eða næsta og voru annað 22, 25 ára mann rétt.
og þeir eru handlar þeim fórsöndum og þessi 3 menn sem sendir út til Bretlands þeir fá aldrei að stíga í land þeir fyrst gemdir í borðið skipinu og síðan borðið í varðskipið þarna næstu dag eftir, 4-5 daga og ásamt 2 öðrum vísum sem hafa sleppt gegna mjög háum tryggingum og síðan sigla þeir út og það eru svolítið fyndið með sko ef við berum saman sko viðbrögð íslenskra stjórnvalda að sem dæmi sko með þjóðulegmennina þá vísu þegar þeir eru handteknir þá kemur Alþingi saman og saman Alþingi ályktar mótmælir handtökum þjóðulegmanna en síðan lítið gert meira í því málið því lítið fyllt eftir svo lítið að sko Pétur Benediktsson hann sendi skeyti heim og segir á ég ekki að gera eitthvað fyrir þessi þjóðulegmenn vil ég ekki að gera eitthvað hann þurfti nú að hrinda því máli í gang en með mál Bjarna Jónssonar læknis sem hafði verið þessi forystumaður í félagi eða hreyfingu þjóðurnar hann hins var fekk kannski mesta stuðningin frá íslensku ríkisstjórninni og fleirum varðandi það að reyna að fá hann lausan þessum tíma og sem svolítið kannski segir ákveðna sögu til dæmis náttúrulega læknafélagið ályktaði hann sem eðlilegt ef svo má segja en síðan líka stuðningslisti hún semst fyrir hann og það sem verður að hvetja ríki til þess að beita sér að alefli og undir þann lista skrifar borgarstjórn Reykjavík á þeim tíma lögreglustjórn Reykjavík á þeim tíma skiluru og fleiri bankastjórar bara svona mektar menn eða svona rjómina borgarstéttum sem að segja og á þeim tíma skrifar hann þann lista og það var mikið ítt á ríkisstjórnin ýtti mikið á Pétur Benediktsson það að hann beiti sér í máli Bjarna þannig að stuðningur íslenska ríkisins fyrir þessa fanga mjög misjafn hvort sem að það af pólitískum ástæðum eða vegna þess að sko þú veist, þetta breytist líka þegar á líður svolítið og maður hugsa sko þá Bretinn búin að berja niður ríkisstjórnina þar sé að þú veist eða sásökjamörkin orðin hærri eftir hverju máli sem að líður maður veit það ekki en allavega niðurstöðum svo að ríki beitir sér mjög misjafnan hátt þá fyrir þann sem var forystumaður í þjóðvísina það eitthvað svo sem í takt við viðbrögðu stjórnvalda eftir stríð og raunverulega í stríðinu að þjóðirni sinnandi þeir renna eiginlega margir bara inn í sjálfstæðarflokkin og voru sumir framalega í hvítliðasveitum sem voru að lemja á kommunistum og sósíalistum ég er svona nefnuðan hans í bókulokk ég er nú ekkert að fara í raunveru sko Íslendingar sem eru handteknir eftir stríði þeirra máli eru svolítið ólík og önnur en ég nefni það svona til gamans að eru enginn þeirra sem að Bretar handtóku fengu mikinn stuðning og Ólafur Pétursson sem var þessi kallaður íslenski böðlinn í Noregi sem er talin að bera ábyrgð á andlátum milli 30 og 40 norðmanna og það máli náttúrulega smána blettur á íslensku ríkisstjórnum og stjórnvöldum eftir stríð og þar stjórnvöld hafa aldrei gengist við ekki allavega menn ekkert að bera staðskona á því en það var sko einhverjum 3 vikum eftir að Ólafur dæmdur í 20 ára fangilsi og hegningavinnu í Noregi fyrir sína glæpi þar og hann var talin bara í hópi svona alvarlegustu kollaboratora eða samverkamanna nasista í Noregi af bæði norðmönnum og öðrum sem þar voru samverkamenn í kvistlingarnir svo í því að senda fólk og gyðinga í útrýmingabúðir ekki samverkamenn í að leggja vegi alla mögulega sko og hann náttúrulega þarna hann að vinna fyrir þýsku leyniþjónustuna hann Ólafur þó hann kom lítið sögu í minni bók og þessi var talin bera ábyrgð á andláti milli 30-40 manna sem hann hafði svikið í hendur þjóðurum ljóstur upp þá og 3 vikum eftir að hann fær 20 ára dóm í Noregi hann komin heim fann að spóka sig götur Reykjavíkur
En þjóðvílamennir eru kannski þeir sem eru helst pólitískir. Þeir eru pólitískir fangar, alveg tímalaust. Og af hverju meta Bretarnir það að þeim standi ógn af róttækum sósíalistum upp á Íslandi? Já. Er það vegna þess að út af samningi Hitlers og Stalin? Já, sko, það er náttúrulega spilað inn í þjóðvílin út af þeim samningi, þessum samningi þessum að Stalin er að kaupa sér tíma til þess að vopnavæða sig, þú veist. Þeir semja þarna skiptingu Póllands. Stalin eða Sovétríkin voru ekki tilbúin undir stríðsrekstur, þannig þeir eru að kaupa sér tíma með þessum Molotov-samkomulagi sem gert var hérna svo kalluð. Molotov-Ribbentrop-samkomulagið var það kallað. Og þannig að flokkslínan sko er svolítið sú frá Moskvu, sem að segja, ekki vera að atast mikið í okkar höfuð óvinni sem eru nastarnir. Ég menn það var að ljósta nastar og kommunistar í Sovétríkin voru höfuð óvinnir. En þeir fengur svolítið svona frítt spil sko. Og þjóðlegin er svolítið hlífað þeim einhver leiti, allavega svona ekkert að svona hamra kannski ef mikið áðum við áttu skilið, það kemur setna. En fyrst og fremst sko, en þeir eru samt sko, þeir lefið sér fyrir að gagnrýnir og náttúrulega þarna kemur ljósa að mikilvæg gagnrýnis fjölmiðlis á þeim tímum sem að einhvers konar óeðlum tímum söguþjóðar, þá er mikilvægi bara eins og þíns fjölmiðls, það er mjög mikilvægt að hafa fjölmiðl sem syndir svolítið móti straumnum og er gagnrýnin og er að rífa kjaft og er ekki fara hefðbundna leiðir í kannski blaðamennsku eða fréttaflutningi og þjóðvílin var að því, hann leyfir sér að gagnrýna sem Bretarnir að gera, hann gagnrýnir sko umgengni þeirra við þess og hina, gagnrýnir sko hvernig framkoma hermanna er í Sundhöllinni í Reykjavík skiluru og fleira. Og þetta fór rosalega taugarnar á Bretunum. Öll þessi gagnrýni vegna það voru aðri fjölmiðlar. Þetta er náttúrulega kannski ekki gagnrýni, við getum líka sagt að þetta væri bara umfjöllun mikla samfélagsbreytingar sem eiga sér stað. Þetta er aðhald við þessar við þennan ellenda hér sem hann komin í. En aðri fjölmiðlar voru þeir mjög lítið og þjóðvílin var þessi rödd hrópaðin eða mörkinni þessi gagnrýndi þá og fór oft, þú veist, fór mikið oft mikið og síðan blandast þeir inn í dreifisbréfmálið svo kallað og þú náttúrulega þekkir það hvernig það var dreifisbréfmálið en það var semst þegar að dagsbrúnamenn vildu fá hærri laun fyrir sína vinnu, fyrir Bretavinnuna Bretar segja nei og dagsbrún boðar verkfall þá fyrir Bretin mjög mikið hart á móti þeim segist þeir sem að fara í verkfall þeir munu ekki fá vinnu aftur þú veist og notabenni þarna búið að vera alltaf gríðarlegt atvinnuleysi í heilan áratug eftir kreppuna dagsbrúnum voru 2-3 talsins þessum tíma og pluss þeirra fjölskyldur getur ímyndað hvað hefði haft slæm áhrif fyrir bara efnahag reykvískra verkamanna og alþýðustéttar þessum tíma gríðarlega slæm áhrif og ekki aðeins hótaði því að þeir fá ekki vinnu aftur hótaði því líka að hermenn verið settir í störf þeirra, það sé verkfallsbrot samkvæmt öllum meðlingum skilningi og það verður úr að hópur sósíalista sem voru flesti virkir í dagsbrún ákveður að dreifa bara svona bæklingi til hermanna og segja, heyrðu, sko við erum í verkfallsbaráttu, við slæst farið ekki hlýðið ekki þessum skipinu, við slæst vinnið ekki okkar störf, þú veist, okkar hagur og okkar fjölskyldur og bara lífi er í húfi. Þetta tólkuð betar sem hvatning til uppreisnar og náttúrulega við uppreisn og því að hlýði ekki yfirmenn sinum liggur dauðarefsing í breska hernum og alltaf fleiri herjum á þessum tíma. Og þeir fara að hafa upp á þessum dagsbrúnamönnum og beita þá mjög svona hörðum yfirherslum, þú veist, og náttúrulega hótuð að flytja á landi, það muni að minnst og þeir eru í hópi þessar Íslingar sem ég fjalla En Íslingaríkisstjórnin bregst samt við, hún setur á ný lög sem voru svona landráðalög til þess að geta tæklað þessi mál. Þjóðvílamennir eru dæmdir í þeim málaferlum fyrir að hafa fjallað með jákvæðum hætti dreifbréfsmálið sem var svona frjálslega skapandi túlkun á fyrirliggjandi lagagreinum þeim tíma. Verið að hvetja hvatamenn þeir náttúrulega bara mótmála til handtökum dreifbréfsmannanna. Þú veist, Dómurinn er það að þeir verið að hvetja hvatamenn. Já, ég man ekki orðið hvernig hljóðan en það er grein í hegningarlögunum þessum tíma sem segir ef þú eitthvað hvetur eða upphefur eða tala vel landráð eða slíka glæpi þá ertu má sem stæma þig.
og þeir fá væga dóma, 2-3 mánaða dóma þjóðlegumennir en sitja ekkert inni og þetta fór rosalega taugarnar á Bretunum, þú veist, þeir vissu líka sko að þarna hefðu einhverjir dagsbrúnamennir fundað, af því dagsbrún þessi menn þeir fóru á fundi á dagsbrún neitar því að taka þátt í dreifbréfsmálinu, þeir ákvað að gera það sjálfur en fara samt á fund með þjóðlegumennum svona til að segja frá stöðinni, þú veist, þetta er staðan, þú veist, styðji okkur, skilur svo framvegis, en þetta lítur breyta svo á að þjóðlegumenn hefðu verið einhvers konar gerendur líka í dreifbréfsmálinu sem engar sérstakar sannanir eru og síðan gerist það að Íslendingarnir íslensku dreifbréfsmennir eru dæmdir af íslensku stjórnvöldum og farið með á Litlahraun og settið þar inn alveg ótrúlegan tíma. Það er frá fremstur í flokki Hallgrímur Hallgrímsson sem var frægur fyrir að berjast mjög hetjulega í spænska borgarastríðinu og gaf nú bók, það þekkta bók sem heitir undir fána lýðveldisins, þú veist, og var náttúrulega, þú veist, ég var ótækur vinstri maður á þenn tíma og hann skrifa bréf úr fangelsinu sem þjóðin birtir síðan, þar sem hann sko líkir þessum stríðandi þjóðum, Bretum annars vegar og Þriðja ríkinu hins vegar, líkið þeim saman. Þú veist, bara sér þetta eru heimsvaldarsinnar, þú veist, þetta er þeirra á milli þessi barátta og svona, þetta er allt saman tóbakið, raun og veru. Og það svona var... Þetta er ekki átök alþýðu þessar landa? Já, það er svona grundvöldra boðskapin í þessu og þetta náttúrulega er svona Sovétríkin ekki komin inn í stríði með virkum hætti, þetta er áður, þetta er nokkrum mann áður heldur en að Stríðið ekki orðið stríð mannúðina eða hvernig sem setja tíma skilgreiningar? Sko það sem hjálpaði líka alltaf þjóðlegumennum, ekki bara herverndarsamningurinn eða það að Bandaríkjamenn tóku við herverndinni, þá alltaf réðust Þjóðverjar inn í Sovétríkin nokkrum mánuðum seinna. En þetta er fyrir þann tíma, þannig að þetta eru þessu 2 ríki sem eru að berjast, það er að segja 2 gamla lílindu þjóðir og svona heimsvaldarsinnar sem eru að berjast og það kemur okkur ekki við. Og Ísland á ekki að vera hersetan þessu fólki, það gerir okkur skotmark líka, sko. Það er svona argumenti hjá Hallgrími. Þetta er svona, dropinn sem fyllir mælinn hjá Bretum, hjá Curtis og íhaldsþingmannunum Alfred Roy Weiss og þeir fara beint í handtökur á þeim sem að héldu stjórnvölinn á Þjóðviljan. Þú lýsir þessu að þetta sé frekar til þess að stoppa frjálsa pressu. Já. Frekar heldur en þetta sé að því að þeir voru sósíalistar. Eða bandamenn Sovétríkjanna. Ég er hvort tveggja. Þetta er bæði hefðu þeir náttúrulega ógnað þeim með svona skrifum, neikvæðum skrifum setulið sem að fóru svona mjög tjóðan á þessum mönnum sem að voru elstu yfirmenn setuliðsins. Þeir höfðu tekið afstöðu með mönnum sem að höfðu verið setulinu óþægir eins og dreifbréfsmennir voru og þeir svona fannst þeir kæmist upp með það með einhverjum hætti. Íslendingar væru ekkert að setja ofan í, íslensku stjórnvöld var ekki að setja ofan í það eins og þeir vildu og þannig að þeir þagga niður í óþekku blaði en líka í mönnum sem að voru að þeirra mati ekki nægilega þægir. Og Alþingi og íslensk stjórnvöld mótmæla fyrst af því að þetta er náttúrulega brot á íslensku fyrir lokuðum dyrum síðan dofnar áhugin á því að gera þetta hann gerir það þangað til að það verður ljóst að Bandaríkjamenn eru að koma hér að taka við Bretum að þá er þetta svona leyst án þess að verði neitt eftir einar og fleiri, þeir heldu það og töldu það að ef að jafn þó að Sovétríkin var alltaf bandamenn Breta í heimsstyrjöldinni með innrás Þjóðverja í Sovétríkin ef að þeir hefðu ekki vilja að fá Bandaríkjamenn svona mikið þarna inn í stríðið með einhverjum hætti þó að litlu væri með það að láta taka í hervendina þá hefðu kannski setið bara í fangelsi út stríðið. Það var sannfæring Einars og þessara manna sem að ástæða fyrir að Bandaríkjamenn koma hingað var til þess að halda leiðinni opinni í vopnaflutningum til Sovétríkjanna? Já, þarna náttúrulega staðinni sú í Bandaríkjunum þar er svona Monroe-kenningin einingurnarkenningin sem er það sem að Trump er núna að fara að boða, þar að segja Bandaríkjamenn er bara að hugsa sjálfan sig og enga aðra, ekki að hugsa bandamenn sín og aðra, bara að hugsa sig og eigin landamæri. Það er svona mikil mótspyrna í Bandaríkjunum gegn því að Bandaríkjamenn drægist inn í stríð gömlu Evrópuþjóðanna.
og Roosevelt sem var nú sennilega var studdi Breta, leynt og ljóst og var að gera það með lánum á gömlum skipum og alls konar svona gömlum hergögnum og dóti sem hann gat svona komið fram hjá án þess að vera sakað það að vera að draga Bandaríkjamenn inn í stríðið. Hann fær því framkengt að skilgreina Ísland sem hluti af bandarísku verndarsvæði. Og þannig fær hann samþykki þings og þeirra sem réðu þar náttúrulega til þess að leyfa það að bandaríska hersveiti tækju við að Bretum. Og þetta er hálfu ári fyrir Pearl Harbor og síðan hálfu ári setna ráðast þeirra á Bandaríkin, Japanir og þá náttúrulega eru þeir komnir full force inn í stríðið. Þetta er svona stórveldis og pólitíska sýnin á þetta en þetta var náttúrulega fólk sem var þarna. Hvað áhrif hafði þetta á lífið þessa fólks að Já, þegar ég fer á stað, ég er búin að vera langur aðranda þessa bók og ég er búin að vinna náttúrulega lengi að bókinni, svona, náttúrulega alfarið senustu árin og síðan náttúrulega langur aðrandi þar á undan. Ég er búin að vera að rannsaka þessar sögur meira minni í 20 ár og ég er svona ákvað að þetta yrði persónlega og hefði ofnbera og því ofnbera menni ég viðbrögð íslenska stjórnvalda og það sem við höfum verið að ræða núna þú veist, nú eru þangangur hersins og hvernig hann fungerar og hugafærið þar og líka viðbrögð íslendingana og svona stjórnkerfis og síðan hefði persónlega og það er umverið ótrúlega gaman að tefla þessu saman ég reyna að hafa jafnvægi í þessum í þeirri umfjöllun og maður kemst þarna í bréf, maður kemst þarna í dagbækur, minningabrót þeirra sem þarna vorum að ræða og tek viðtöl og fleira. Þannig að maður fekk, sem skiptir miklu máli, að fá svona innsýn inn í hvernig þessi fólki leið. Og maður birta þarna brot úr ástabréfum, það sem frá konum fanga til þeirra, frá þeim til kvenna sinna, frá mæðrum til svona sinna og frá sonum til mæðra sinna og svo framvegis. Það sem kemur fram þessi söknuður, þessi hræðilega óvissa sem einkennir alltaf fólk sem meira minna var það handtekið að vita fyrir víst akkur var handtekið og það var handtekið náttúrulega þannig að það fekk ekkert að hitta lögmenn eða neitt slíkt, þannig að þeir voru fangar án dóms og laga sem alltaf reynd og klárt mannréttindabrot þá og nú og lifðu náttúrulega ekki bara í þeirra hættu sem fylgir því að vera fluttir út á þeim tíma sem að kafbáta árásir tíðar, sitja í fangelsum á þeim tíma sem að loft árásir tíðar, heldur í algjöru óvissum hvenær þeim verður sleppt. Ekki þessu fólki vissi það fyrir bara þeim var sleppt, að þeim yrði sleppt. Og með þessar persónlega heimildir og geta fléttað svo saman við þessar opinberu heimildir, þá nær maður held ég nokkuð glöggri og held ég mínum huga alltaf gríðarlega áhugaverðri mynd af líðan þessar fólks, persónulegum sögum þessar fólks og því hvernig kerfið var að fungera. Eitt sem er ólíkt á þeim tíma sem þú ert að fjalla og okkar tíma er að við erum svona meðvitaðir áföll og fleira, afleiðingar þessa sem að ég veit að svo sem ekki kannski hafði samfélag fyrir tíma einhverja farvegi til þess að fjalla það sem að við bara kveikjum ekki á þetta vegna, stundum grunnar manni það að mannskefna kunni eitthvað en hvað með það? Hvað með þetta sem að fylgdi þetta fólkinu? Já, gríðarlega mikið. Það er svolítið áhugavert að þú nefnir það vegna þess að þegar maður talaði við, ég er búin að fá ótrúlega fallið viðbrögð frá bæði börnum sem eru lifandi og barnabörnum fangana sem hafa samband við mig. Hefur fengið 8-10 svona skilabóð og símtöl frá því fólki og það er sem er eiginlega þau viðbrögð skiptir mestu máli að það fólki er mjög ánægt og finnst einhvern veginn þeirra forfeður, feður og afar og ömmur fá svona loksins verðskuldaða svona réttlæti og maður spyr þegar maður hittir þetta fólk hvernig brást pabbiðni við og hvernig brást afiðni við og svona hvernig tala hann ekki þetta og svo framvegis og þá er eiginlega alveg seginsaga með eiginlega allt þetta fólk að það talaði náttúrulega aldrei þessa hluti nema þegar það drakk þú veist, þá fyrst sagði það einhvað en þessa milli þá voru það svo sárir og erfiðir hlutir í dag myndu vantilega verið talað áfallastreituröskun eða eitthvað slíkt að þetta var bara þegar lág í þagnargildi
þeir svona sem voru kannski mest áberandi eins og Einar Fer, þeir skrifuðu aðeins þetta og tjáðu aðeins þessa hluti. En þetta var, það fylgdi þessu skömm, þú veist, einhver leyti, það fylgdi þessu sársauki. Svo byggðist meðal annars á því að samfélagi var ekki til í því að gera eitthvað uppgakvað þessu. Nei. Og var bara, eigum við ekki bara að gleyma þessu stemmingin og fólki satt eftir með reynsluna. Það var svolítið sem ekki þannig, líka þú veist, ef þú veist handtekinn af Bretum, grunaður með svona aðstoð eða tengsl við Þjóðverja, þá varstu stimplað sem nasisti. Ég meina, Samber Ils, 17 ára stelpu sem að hún er frá Ísafirði, kemur þangað eftir hún er laus, röklast þar, vegna þess að þá nú bara kölluð nasistamella. Þú veist, og haldið að hún hefði verið ykkur tíum við þennan mann, sem hún var ekki, með neinum hætti. En svona, smánun, þú veist, hún setur svo svona marksitt á hana hóp og fyrir vikið þá bara því fyrr sem að þetta hverfur í gleymskot á því betra finnst þessu fólki. En alltaf þessi sára reynsla, hún sleppur ekkert, hún hverfur ekkert. Og til dæmis Hallgrímur Dahlberg sem var ungur maður, hann var 22 ára laganemi þegar hann er handtekinn fyrir engar sakir, nema hann hafði geymt umslag fyrir vinsinn, þú veist, það var hans eini glæpur. Að hann til dæmis er settur í þetta leynilega einangrunarfangelsi breskur leynilegsnar, Camp O2O, og beittu þar alls konar sálrænu tortur sem að þar var beitt með mikilli hugvitssemi. Og hann sagði ég fekk martraðir í mörg ára eftir veru mína á þessum stað, vaknaði upp bara öskrandi og grandi, mörg ára eftir. Og sú frásögn og sú líðan hefur ekki verið neitt einsdæmi, þó að fólk hafi ekkert endilega viljað tjá sig það eða segja börnum sínu eða barnabörnum frá því hvernig þið leið eftir þessa veru. Og það bera harmsinn í hljóði. Já, og svo segja sjálfu, það breyst svolítið með úrvinnslu áfalla, þú veist, í þeim tíma þá loka menn inn og eða drukku. En af hverju þetta skrifa þessa bók? Á þetta erindi til okkar í dag? Já, alveg tímalust. Fyrir ykkur samsvörun með? Já, ég menna, að svo mörgu leyti. Við erum að tala segjum bara, víða í heiminu, við erum að tala svona, eitthvað svona, valdheimildir sem eru misnotaðar. Við erum að tala forvirkar rannsóknarheimildir og slíkt. Við erum að tala ég segjum bara sem Bandaríkjamenn gerði eftir 9/11, ég meina menn hurfu, þú veist, Guantanamo, sem er alltaf bara eitthvað svona pyntingarklefi hérna í herstöðuna Kúbu. Og svo framvegis, þannig við erum að sjá aukna aðför að mannréttindum, að frelsi fjölmiðla og málfrelsi. Þannig það eru uppi núna mörgluti kringustæður sem að líkt úr því sem að urða milli stríða. Það er stríðið í Evrópu, það eru átök, það er uppgangur fasisma, mjög mikill í Evrópu í dag, og þannig við erum við erum kannski bara á árinu 1933 í tíma, svona nálgast það tíma þegar Hitler kemst að valda 33 og við erum svona á þessum árum milli stríða. Tíminn fer sinn í sínu spíral og núna mörgluti uppi samsvarandi aðstæður og voruð þeim tíma og því miður. Og eitthvað stærri sagt að sá sem ekki þekki sögu sinni dæmdur til endurtakana? Nákvæmlega. Herðu, en við erum að tala saman núna á þriðjudegi eftir kosningar. Já. Og ég var að hugsa með frammi að því að það er mitt alltaf að fjölmiðlar eigi að taka mið af þeim tímum sem við lifa. Og þegar ég var ungur ritstjóri í Galanda þá var ég mitt að bera saman blöðin sem við vorum að gefa út við Mokkan og eitthvað fleira. Það var að horfa á 10 ára gamla Mokka og maður hafði ekki hugmynd hvaða tíminn það var. Það var hins vegar að fletta upp í sumum öðrum blöðum sem náðu einhvern veginn tímanum og ég hef alltaf verið hrifinn af þessu. Nú ætla ég að spyrja Sindra sem er ekki í rithöfundur, þetta er bara borgari hérna í landinu, hvernig reistar á kosningarnar? Já, þær þessi niðurstaði voðalega flókin og erfið og það sem að hryggir mig mjög mikið það að vinstrið þurrkast út með ef við lítum á Pírata sem vinstriflokk sem vilja margir gera. Kjósendur þeirra hafa mælst vinstrið þótt að fórastar segja það ekki alltaf. Já, ég man ekkert fara út í endilega að skilgreina bakgrunnstekka hvern og einn en þarna eru 10% atkvæða sem liggja dauð niðri og það þýðir einfaldlega, við búum fulltrúalýðræði. Ég held að hafi verið svona 5% sem hafi líka farið frá þessu flokkum yfir á flokk fólksins og samfélkinguna. Já, af óttanum við að þetta myndi ekki skila þingi. Vinstrið var með 14 þingmenn samtals
8 þingmenn VG og 6 Pírata. Sósíalistar ná ekki manni, þannig að við fáum ekki fulltrúa þaðan inn, sko. Þannig að vinstrið hefur engan raunverulega fulltrúa inni á Alþingi og við búum við fulltrúa lýðræði svo kallað, en þannig er alltaf 10% þjóðarinnar sem að hefur ekki sína fulltrúa. Og við getum líka vikað og sagt, ok, 10% þjóðarinnar eru erlendum uppruna, en þeir eru heldur ekki fulltrúa á Alþingi. Þeir fá ekki að kjósa, sko. Þannig að dagsbrún áður, ég veist ekki dæmi þessu, ef við hefðum sagt við eitthvað í dagsbrún 1956, árið 2024 var það þannig að helmingu dagsbrúnarmanna hefði ekki atkvæðarétt í þingkosningum. Nákvæmlega. Heldur að fólk hefði trúið okkur? Það hefur ótrúlega, sko. Þið hefur ekki trúið okkur að við mikið eru kannski með 20% þjóðarinnar sem hefur ekki svona fulltrúa á Alþingi. Og þegar að vantar rödd í kórinn, þá náttúrulega verður hann hjáróma, svo maður segja. Og það að þessi, ég segjum bara, vinstrið hafi ekki sömu rödd og hún hafði, því að einhvern veginn vegna ég hef aldrei skilið flokk fólksins, ég veit ekki hvað stýst hann að veru. Jú, hann er búinn til í kringum Ingu Sæland og hann er best. Hann er svona réttlætiskrafa. Já, ég meina, sko, hann best, ég meina, hann hefur setur áherslu á málefni aldraðra og öryrkja, sem er besta mál, en þess fyrir utan þá málaflokka, sem eru algjörlega mjög góðrengjaldi verðir, þá veit ekki hvað svo flokkur er, þú veist, hann er maður greint svona undirliggjandi rasisma hjá forsvarsmönnum flokksins, gagnvart komu útlendinga. Maður hefur greint allskins svona, hvað segja, svona einhvers konar hverlangt og tuka var önnum mál, þú veist, það er bara að laga umferð Reykjavík með því að stilla umferðarljósin betur af og slíkt, sko. Þannig að fyrir utan hennan kjarna málaflokka, aldraður og öryrkja og persónu Ingu Sæland, þá áttum ekki á því hvar sá flokkur stendur, fullkomlega. Þannig að vinstri, svona þetta afgerandi vinstri sem hefur verið í alla tíð með einhverjum hætti, þarna voru fyrst kommunistar sem sósíalistar sem Alþýðubandalagið og svo framvegis, á sér ekki raunverulega fulltrúa á þingi og það er áhyggjuefni. Flokkar Samfylkinguna ekki sem vinstriflokk? Sko, Samfylkingin hefur breyst svolítið, ég myndi segja á þeim tíma sem semst eftir hann fer naflaskoðun eftir hrun, segjum bara þegar að Logi er þarna og Helga Val og fleiri, þá er hann svona meiri félagshyggju-flokkur heldur hann er í dag. Áherslur flokksins í dag. En var hann þá ekki svona vinstriflokkur á svona ameríska mælikvarða, svona frjálslyndis vinstri? Já, ég menna sko, það er ekki til hugtæki vinstriflokkur á bandarískan kvarða, demokratar eru hægra með Sjálfstæðisflokkinn, sko. Það er svona að segja þetta þá vinstri án stéttar áherslu. Já, ég menna sko, maður sá þessa stéttar áherslu hjá þegar Logi var formaður og fyrir þann tíma. Sko, fyrir hrun er þetta orðin bara hægri kratar, þú veist, og bleristaflokkur. Já, bara bleristaflokkur, mjög mikið, sko, hann er það fyrir hrun. Sér kemur hrunið og flokkur náttúrulega verður gríðarlegu tjónið þarna. Hann leitar ræturnar, fer svona meira til vinstri, en núna aftur þá séum við eitthvað bakslægið það án þess að kannski að þetta er ekki hægri flokkur innum skilningi, sko, en hins vegar miðvinstriflokkur og svona það eru áherslur og breytingar sem að orðið með nýju formann í flokknum sem að sko gera það verkum að þarna verður einhver munalegs hópur alveg til vinstri. En ef maður skoðar kosningarannsóknir þá dreifist sko fylgi vinstriflokka og verður mjög gaman að sjá niðurstöðunar eftir þessa kosningar. Því að við höfum séð það í fyrri kosningum að vinstri kjósendur og þeir dreifast ekki bara á vinstriflokka, heldur þeir eru náttúrulega hlutið þeirra kýs Samfylkinguna, vill fara inn að sósíaldemókratísku leið eða ég veit ekki, þeir fara inn í flokk fólksins og við sáum núna þegar var könnun á því að hvað varðum kjósendur VG, að þá var eiginlega stærsti straumurinn til Viðreisnar, sko, það dreifðist mjög víða, ég er ekki að segja þessi meirihlutin, það var þykkasta línan lág til Viðreisnar, þannig að vinstri kjósendur eru mjög dreifðir og þá er spurningin, er það ekki þá bara sök forystu VG, sósíalista og Pírata að geta ekki verið sá farvegur fyrir kjósendur þess að búin að missa sína kjósendur jafnvel inn í hægri? Ég held að allir þessi flokkar sem duttu út af þingi eða náðu ekki inn, eins og sósíaldarnir, þurfa að fara einhvers konar endurskoðun, naflaskoðun og ef við lítum til ef við förum í sósíalistaflokkinni eldri sem voru Einar og Sigfús og þeirri menn sem leiddu það, þegar þeir samnast klofningsframboði eða klofningshluta úr alþýðuflokknum myndar Alþýðubandalagið
og alþjóðlífsbandalag það lifði nú allir vel í ansi marga áratugi, var sterkur og öflugur flokkur þegar best lét og mér finnst að vinstrimenn hafi sko allt og lengi verið sundraður, maður segir stundum sko að það sem meiri einstaklingshyggja í vinstri heldur til hægri sem kennir sig einstaklingshyggju og ég vil sjá sameinaða flokka og sameinaða hópa til vinstri í eitt flokk ef að til dæmis eitt flokkur hefði fengið þessi prósentu sem að þessi 3 flokkar sem við nefnum hér fengu, þá varum við með 6 þingmenn inn á Alþingi. Og það sem meira að þá var í sjálfstæðisflokkurinn með 12 þingmenn. Já, það eru 2 sjálfstæðismenn sem sitja raunverulega í umboði kjósenda. Já, það eru uppbót á þingmenninni sko. Þannig að síðan alltaf önnursaga sem menn hafa ræðið núna, eigum að færa niður prósentana sko. Eigum að miða við 5% áfram eða eigum að miða við 2% þessu Danmörku eða 4% þessu Noregi eða eitthvað slíkt sko. Hvort mikilvæg að þingið endurspegli afstöðu kjósenda eða tækifæri forystu flokkana til þess að það sé auðveldara fyrir að mynda ríkisstjórn. Í þessu tilviki þá finnst maður hvort flokkarnir í aðlega segja þjóðinni eða þjóðinni aðlega segja flokkanum. Í þessu tilviki finnst maður próstan og há, þú veist, en síðan hugsa maður ef að til dæmis þetta hefur verið hægri öfgaflokkar, þú veist, bara mjög harðir hægri öfgaflokkar, eins og við erum að sjá vera að rísa upp í Svíþjóð og Hollandi og Pólandi og öllu svona löndum. Ef að þeir hefur verið að bjóða sig fram og komist inn á Alþingi, ef að því að það hefur verið lægri sem þeir eru viðmiðunarmörk, þá hefði maður sko svolítið hlokkið gút. Skilur við? Þannig að þetta svona, þú veist... Þú vilt handstýra próstunni? Nei, ég með það mál, maður getur það ekki, sko. Þú veist, það er bara, ef próstunni læku, þá er bara komast með niður ná yfir þá próstutölu sem er ákvörðuð. En sko, ég til heilla varlega samt að reyna að sameina vinstra vænginn, reyna að gera hann kröftun, gera hann að actual spennandi valkosti, svo að sé ekki 10% kjósta séu bara í einhverju reiðileysi og hafi ekki málsvara fyrir sína skoðanir á þingi. Einhverju leyti kann þetta vera afleiðing af svona deyfð. Við sósíalistar höfum nú talað að nauðsyn þess að endurreisn verkalýðshreyfingarinnar eins og hún hafði svona stofnanavæðst og ekki virk fjöldarhreyfing. Það bara ekki þannig. Það einhver forusta sem nær tökum hún er líka demografinu önnur í henni sko. Já, nær bara tökum á það sjaldan félagsfundir í verkalýðshreyfingunni og allt annað heldur en á þessu tíma sem þú ert að lýsa hér. Hérna er ekki þetta líka því saman og þá mættu menn, ekkert net og ekki samskiptamila sko. Sama hátt hefur við verið að endurreisa samtök leigjenda. Ég held að væri til dæmis væri betra í dag og maður sér það í rannsóknum að það væri betra eða væri sterk rödd einstæðra foreldra eins og var þegar við vorum ungir. Nákvæmlega sko. Og það er þannig að það er kannski er þetta líka afleiðing af svona að svona hagsmunabarátta almenning sem snýrað efnahagslegu réttlæti sem er kannski svona sósíalismin í vinstrinu það hefur bara verið daufur í 30-40 ár. Já sko, þetta er alltaf bara miklu flóknari mynd og með tæknibreytingum þá er þessi mynd líka að breytast. Allt félagsstarf hefur goldið fyrir sko hvað tæknin hefur breyst, hvað úrveitsla síma og samskiptum og annað er orðið mikil. Fólk mætir minna á staðina og actual fund til þess að ríða kjaft eða til þess að sína svo sjá aðra heldur en gerðu og það einskrost ekki við pólitík, það er bara öllu félagsstarfi. Við höldum fundi hér, við erum alltaf saman og svo útvarpið þessu og þegar við erum alltaf með nokkur háskólabíó sem er að hlusta okkur. Til samans, það er best að stærri fundir heldur en nokkur tíma aldrei í dag. Þú lítið tæknina með öðrum hætti til að ná til fólksins en hins vegar sko, það gengur kannski verra að fá þennan samtakamátt sem að þú talar að var til staðar þegar menn mættu og hvort sem börðust í gúttó eða hvað menn gerðu til þess að sem ég held að það sé rosalega mikilvægur vegna það sem gerðist í Dagsbrún á sínum tíma að þá mætti þú og það var sagt við þig alveg svo í dag að þú væri mislukkaður af því að ríkikallin væri vel lukkaður og þú klæddir þig vitlaust og þú var ekki nógu góð lykt af þér og allur smekkur þinn væri rangur og fleira rangum á röngu tíma en þegar fólk mætti saman og sá aðra í sömu stöðu þá áttaði sig á því að það var ekkert að mér persónulega ég verð fyrir bara sama ranglætin og þú og þannig myndaði sko samstaða
samstaða sem að fólk náði að berjast og það var ekki uppbygging þeirra samstöðu sem að sko raunverulega gerði stórkostlegt kraftaverk á samfélaginu að það hnikaðist í áttina því að vera mótað að þörfum venjulegs fólks sem ekki bara borgarastéttarinnar eins og þetta gerist núna, þá er erfiðara að ná svona sama fólki og það er auðveldara að planta röngum hugmyndum, kreddum, samsælskenningum og öðru inn hjá fólki líka. Þannig við búum við breytt landslag í því hvernig við komum sko skilabóðum áleiðis til fólks, góðum sem slæmum og það er svolítið merkilegt sko, ég vant að spyrja son minn sem er sem yngsti, hann er 16 og náttúrulega gat fyrir viki ekki kosið í þessum kosningum. En er þá líklega miðflokksmaður að mann er sagt að allir þetta þá drengir séu Hann er þannig vissu ekki sko en sko ég var að spyrja sko þú veist að því maður ræða þetta með hrun vinstrisins og þessa niðurstöðum og hérna hann er vel þenkjandi og hérna góður drengur og hjartaði í slægur réttum stað og hann segir sko vinstrið bara kann ekki að ná til fólks. Miðflokkurinn og þessi flokkar sem að voru með TikTok og annan áraður náði með einhverjum skrípalátum og slíku að sko höfða til þessara kjósanda sem eru kannski ekki búin að rýna djúpt í svona hugsjónar eða hugmyndafræðina bakvið bara, þú veist, ég ættir hress og skemmtileg kall kynslóð sem man ekki eftir vintrismálunu sem man ekki eftir hrunnu sem dæmi og þessi maður með fórstrandu höllu í sumar til að nota samskiptamiðla með einhvern veginn þróaðara hætti til þess að ná til yngri hópana sem mun taka við, hópana sem að eru orðnir kjósendur eða að verða kjósendur heldur en vinstrið segir svona minn sem er náttúrulega að fylgjast með samskiptamiðlum og TikTok og Instagram og öðru slíku og ég bara tek hann trúalega að þetta sé hans svona kalda mat að vinstrið og þessi málstafur, þessar hugsjónir sem eru til vinstri sé ekki nægilega að ná fram til þeirra kynslóðar sem að þekkir ekkert annað heldur en að vera á valdi tækninnar og þessara Gallin er náttúrulega að vinstrið er ekki að sækja, heldur telur að það sé fyrirfram hafi rétt fyrir sér og þurfir öfulega ekki að samfara neitt heldur sé bara eitthvað aðeins sem ekki eru sammála mér. Það er svolítið erfitt. Það er svolítið vegið yfir vinstrinu. Alveg frá upphafi hefur það verið svolítið vandamáli Já, en það var náttúrulega ekki þannig að við erum að vísa í dagsbrunafólki á síðan. Þá var þetta byltingarhugmynd. En það var samt smá klofningurinn með vinstrimanna strax þá á þeim tíma þannig að það har alltaf verið það sem að hægrimenn köllu alltaf vilda vinstrið þessu alltaf við þurfum ekki að gera einn til vinstrið það sér sér sjálft, það gengur frá sér sjálft það var svona alltaf hugmyndin á hægrivægnum og því miður þá reyndist það furðu oft rétt með undantekningum, ég meina þegar átt að stofna samfélkingu sem einhvers konar sæmalega vettvang allra vinstrimanna þá klofnaði hann strax samfélkingu og vinstrigrænir erlistni verður hins vegar til þú veist, við náðum að losa okkur við áratuga stjórn sjálfstæðismanna í borginni með erlistanum, þannig að vinna saman, samtakamóturinn hann skiptir máli og hann hefur áhrif. Já, það er margt í þessu. Það má líka velta fyrir sér hvort að erlistinn og síðan þessir meirihlutar samfélkingarinnar hafi skilað miklum breytingum í Reykjavík, þannig að það sé Já, það er eins og náttúrulega það flóknar að svona efni Já, maður upplifir að maður búi hérna við eitthvað verktaka ræði í skipulagsmálum. Já, það er svo hræðismálum getur við bara í það sálma. Gaman að fá þig til að tala þessa merkilegu bók. Takk fyrir það. Og bæta aðeins við smá umræðu pólitíkina. Já, það er smá rúsin í pilsendunum. Kæra þakki, Sindri. Já, nú ætlum við að snúa okkur að allt öðrum hlutum hérna í lokin. Ætla tveir kallar að fara að tala um Brits, eitthvað sem allir óttast í öllum fermingavislum, en sjáum til hvað þau geti ekki gert það svolítið skemmtilega. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, komiði sæl og blessuð. Við vitum það að ráðherrar á Íslandi hafa ansi mikil völd miðað við í nágrannalöndunum og
stuðningur ráðherra við alls konar málefni, hreyfingar, hitt og þetta, hann getur skipt sköpum og skipt miklu máli frá einu kjörtímabils til annars. Þannig að fjölmargir Íslendingar eru sérlega spenntir þegar koma kosningar og fylgja spenntir með úrslitum hvaða ráðherrar halda velli, hvaða ríkisstjórnir halda velli, hvaða ráðherrar detta út og svo framvegis. Við vitum jú nú að Lilja Alfreðsdóttir sem hefur nú verið einn sá ráðherra Framsóknarflokksins sem til dæmis listamenn voru mjög ánægðir með og allavega hluti íþróttamanna, hún dóttirnaþingi og hvað skildi það þýða fyrir til dæmis hugaríþrótt eins og bridge? Við ætlum að ræða það og fleiri atriði sem tengjast þessu magnaða spili. Hingað komin Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bridge Sambands Íslands. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Mun það að einhverju leyti hafa áhrif á Bridge Samband Íslands og Bridge hreyfinguna hér á landi sem hefur verið ansi öflug og sterk undanfarið? Mun það hafa einhverju leyti áhrif á ykkar framgang? Hvers konar manngerð velst til þess að vera yfir menningarmálunum og íþróttamálunum og undir það fellur Bridgein? Já, sko, það getur alveg gert það. Það náttúrulega það þannig að það skiptir máli hvað áherslur eru og það áherslur sem kannski hafa verið á undanförnu, þessi uppbygging varðandi æskulýðsmál og íþróttamál sko náttúrulega hafa verið jákvæð og vonandi heldur svo áhersla áfram svoleiðis að við vonum það allavega þess að við til dæmis sáum það þegar var verið að breyta skákfrumvarpinu núna í vetur, þá var verið að leggja niður stórmeistarasjóð og verið að færa það yfir í svona afrekssjóð. Þá sá maður að það var allsherjar og menntamálanefnd þegar þau voru að afgreiða mál á nefndinni þá var sérstaklega tekið fram að hvatt þess að fara í sambærilega vinnu við Bridge og það stóð allir að mér sýndist að þeirri áherslu svoleiðis að ég vonast til að þetta sé svona þverpólitískt mál sko að fólk vilji standa með Bridge og svona, maður upplifir það allavega að það sé flestir ánægðir með það sem við höfum verið að gera. Já, það kannski ekki víst að áhorfendur og hlustendur átti sig á því en sem sagt það má stilla þessum tveimur íþróttum upp hlið við hlið, skákinni og Bridge-spilinu vegna þess að Bridge-spilið, það er eiginlega engin takmörk fyrir því hvað þú getur lagt stund á það með vísindalegum hætti. Já, það er algjörlega þannig sko og Bridge svona dálítið svona íþrótt sem þú getur ráðið dálítið hvað þú fer djúpt í það. Já. Þú getur, flestir fara svona kannski ekkit svakalega djúpt í þetta en síðan náttúrulega getur þú gert þetta svona farið dýpra og þá náttúrulega reynur meira á hugan og allt þetta svoleiðis að þetta svona dálítið breytt svið sko fyrir hvaða fólk þetta henta fyrir hvaða fólk. Já, sumir halda sko að þeir geti borið Bridge saman við bara gosa eða kana eða eitthvað svoleiðis en það ræður heppnin, ég veit ekki hvað að segja 70-80% en í Bridge-spilinu ræður heppni í stóru móti að jafnaði afskaplega litlu ef nokkru. Já, sko, hins vegar það þannig að þú kannaði vist þá náttúrulega ertu komin með grunn. Já. Og sko Bridge að mörguleiti ekkit mikið flóknara í grunninn heldur en þessi spil. Nei, ekki grunn. Nei, svo getur þú bara stíð upp og ákveðið að taka meira og meira inn og þú ætlar að fara í keppnisbridge þá lærir þú meira og meira en svona grunninn bara til að spila hafa gaman þetta nefnilega ekkit svo flókið. Nei, en þetta er mjög mikil starffræði og talning, þú mastera líkindafræðina ef þú leggur mikið á þig og svo þetta félagsband að þú ert að ná góðu samband við makkarinn og það er miklu töfrar í spilinu og hægt að taka það óendanlega langt nánast. Hvernig stóð Lilja sig sem ráðherra Bridge-mála á Íslandi? Já, sko, það var nú eiginlega meira Ásmundur sem var ráðherra Bridge-mála. Og hann er líka úti? Nei. Hann er úti, já. Þau eru bæði úti? Þau eru bæði úti, svoleiðis að hann stóð sig ágætlega, og það var svona margt í farvatninu og svoleiðis að maður er svona vona nýr ráðherra haldi þeirri vinnu áfram svoleiðis
það það sem við erum að horfa til sko, sérst að þeir eru til dæmis eins og vinnuvarðandi afreiksmálinn og fleira, svoleiðis að við vonumst til þess. Man ekki líka rétt, Matthías, að það hafi verið einhver hugmynd að bæði bridge-hreyfingin og skákhreyfingin fengju inni í þjóðarhöll? Jú, sko, það þannig að það mjög gott samstarf milli bridge-hreyfingarinnar og skákhreyfingarinnar og við höfum séð það að við gætum alveg verið í sama húsnæði og þess vegna lýstu við þessum áhuga að vera í þjóðarhöll og það var tekið vel í þessar hugmyndir af stjórnvöldum en ég held að þjóðarhöll hafi kannski verið komin of langt til þess að það væri raunhæfur möguleiki en það ýmislegt annað sem gæti þá verið í farvatninu, til dæmis uppbygging á Laugardalsvelli eða eitthvað slíkt sko, þar var hægt að vera með sæði maður fyrir sér sko að það væri svona hæð sem við gætum verið með saman, skákhreyfingin og bridge-hreyfingin en það væri alveg ákaflega sterkt ef við gætum verið saman og samnýtt í raun og okkar krafta. Já, og það eðlilegt að taka þessa umræðu núna því það rosa sprengja, eiginlega held ég líka í skákinni. Ég hef hlustað á þig tala að það sé mikil uppgangur í bridge-spilinu, ekki síst margar konur sem hafa verið að hasla sér völl þar og fullt öll námskeið. En manni sýnist líka alveg sprúðlandi líflegt í skákinni. Hvað ætli skýri svona uppgang hugaríþrótta núna hér innanlands? Sko, það kannski erfitt að segja eins og þegar kemur að bridge-hreyfingunni held ég hafi margt spilað inn í ég held að bridge náttúrulega ákaflega sko, þetta skemmtilegt spil og síðan gerist það að fara að fjölga á námskeiðunum og fólk fyrir að láta vita í kringum sig og svo náttúrulega þegar fólk fyrir að mæta á þessu mót og sér þetta svona bara meira gaman heldur en það átti vona og þetta svona meira félagslegt svoleiðis að ég held að ástæðan fyrir þessum uppgangi í bridge-inu sé kannski fyrst og fremst svo og við sjáum líka til dæmis hvar uppgangurinn hefur verið mestur, til dæmis við sjáum í þessum á svona námskeiðum sem bara, ég held að sé búið að vera uppselt okkur 15-20 námskeið í röð. Það ótrúlegt. Með það fyrir nokkrum árum þá var ekkert allt og mikil stemning fyrir þessu námskeið. Nei, en síðan hefur það alveg gjörbreyst og við sjáum það til dæmis að eins og þú nefndir áðan að meirihluti af þeim sem að læra eru konur og allt upp í 70% á sömu námskeiðum. Og við höfum séð líka að það alltaf yngri hópar sem eru að koma inn en þess að við höfum líka séð að það alveg sprengja hjá elstu hópunum og það þannig að það spilað alla daga ykkur staðar eldri borgara bridge á höfuðborgarsvæðinu það ég tók saman í lok september og það var bara ótrúlegu fjöldi af eldri borgurum sem voru að spila yfir daginn bara í morgun var formaður félag sem korpólvar sem eru með Grafvog og þar að mæta hátt í 100 manns tvisvar í viku að spila bridge og það helsta vandamálið að aðstæðan öll sprungin og svo verið að spila tvisvar í viku niður í bridge-sambandi á daginn og það spilað tvisvar í viku í Kópavogi, tvisvar í viku í Garðabæ, tvisvar í viku í Hafnarfirði, það spilað Akureyri, út allt. Svo að við sjáum það að vera mikil aukning þarna á daginn og það fólk segir við mig sem að spila. Þetta sér svo bara mikilvægt, þetta bæði náttúrulega félagslegt, svo þetta líka svo mikið lýðheilsa. Þannig fólk að koma eins og þú nefndir áðan svona að láta reyna þess á hugan og þetta bara svo mikilvægt eins og til dæmis fyrir eldri borgara þannig að koma þær og fá sinn svona félagslega grunn og tengingu og síðan þeir aðeins að reyna á hugan líka svoleiðis að þarna hefur maður séð sprengingu líka. Sko það má ekki segja að sumir gera jafnvel aðeins meira en að reyna aðeins á hugan í spilinu og ekki til einhverja rannsóknir sem bara sýna það að eldri borgarar þeir viðhalda sínum vitsmunum, sinni greind betur með því að láta reyna á heilan í spilinu. Jú, við höfum séð það og við höfum séð líka til dæmis eins og rannsóknir sem sýna fram á að ungmenni sem læra bridge eru svona almennt að styrkja sig í raungreinum. Svoleiðis að það að spila bridge
er að styrkja þig. Þetta er win-win fyrir báða enda, bæði unga fólkið og hérna eldri. Algjörlega. Já, og allir sem eru þar á milli náttúrulega. Algjörlega. En að þú nefndir unga fólkið, þá þar hefur líka orðið heilmikil breyting og bylting að nú eru framhaldsskólar að bjóða nemendum upp á Brits námskeið sem metin eru til eininga. Já, við höfum verið í samstarfi við marga framhaldsskóla og það er verið að bjóða upp á kennslu sem er metin til 3 og 5 eininga sem valfag og það höfum verið í samstarfi við ykkur að 10-14 skóla með þetta og svo eru sumir skólar sem hafa verið svona með það marga, þeir hafa bara verið að kenna sjálfur og við höfum kannski verið að styrkja þá skóla með því að leggja til kennslu efni og jafnvel aðstofakennara en svo höfum við verið að kenna miðlægt, verið svona safna saman í raun og veru frá þeim skólum það sem kannski er ekki nógu margir til þess að halda út í kennslu í skólanum sjálfum eins og við erum kannski að sjá að sé að koma 3-4 nemendur úr Fjölbraut Breiðholti, kannski 1-2 úr tækniskólanum og svo framvegis og þetta hefur verið mjög skemmtilegt, þarna hefur verið að hittast krakkar á ólíkum skólum og spila saman og þetta hefur gengið vel og það sem hefur kannski komið líka skemmtilega óvart er það að mjög hátt hlutfall af þeim krökkum sem hafa verið að koma er ekki í öðru skipulögðu tómstundastarfi, ekki í íþróttum, ekki æskulistarfi, svoleiðis að það hefur verið mjög athyglisvert að sjá svona kannski krakkana vera að finna sig þarna sem hafa ekki verið að finna sig annars staðar. Já, í lýðheilsulegu tilliti þá má ætla að það sé mikilvægt að við öll fittum einhvers staðar inn það er algjörlega þannig og þarna kannski er fólk og krakkar að finna sig sem er ekki að finna sig í svona hardcore keppnisíþróttum kannski inn á fótboltavelli eða eitthvað slíkt. Svo bara, það verður nú bara að segjast að eitt af fallegasta sem ég hef heyrt og gaf mér nú bara einhverja svona nýja von framtíð mannkynsins var þegar ég heyrði að hvort það væri fyrir að hitti fyrir að nemendur í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ hefðu verið að spila við eldri borgara á einhverju elliheimili að hefðu hönd í hönd hefðu spilað og mæst í leik 16-17 ára krakkar og nýræði gamalmenni og gamalmennin höfðu betur vissi einhverju viðreik. Já, það er þannig til dæmis eins og í Mosfellsbæ þá hafa þeir verið að halda úti Brits áfanga í skólunum og þar hefur að verið þannig að eldri borgarar hafa verið með spilaklúbb og það hefur þarna komið fyrir að krakkarnir hafa skorað á eldri borgarana og menn hafa farið í keppni og það hafa báðir að bæði eldri borgararnir og krakkarnir hafa haft alveg ákaflega gaman að þessu og ég heyri það til dæmis með eldri borgararna, þau spurja alltaf hvort það sé ekki að fara að líða næsta móti svona, það er mjög gaman að þessu. Þetta er svo flott Svo umræða var til dæmis núna fyrir kosningarnar, hún var víða tekin mikilvægi þess að kynslóðirnar töluðu meira saman. Þannig að þetta er náttúrulega alveg frábært að það geti kannski verið 70, jafnvel 80 ára aldursmunur á milli iðkenda í því að stunda sömu hugaríþróttir. Og það er líka þannig það sem eru séð með Brits að fólk kannski sem hefur ekki verið að finna sér félagslega svona almennt og er kannski ekki mikið að sækja í að vera í félagslegum samskiptum hefur verið að finna sér þarna vegna þess að það eru svona ákveðna leikreglur sem þú kemur inn í og auðveldar samskipti svo mikið svoleiðis að þarna hafi fólk verið að finna sig félagslega með í kringum þessa umgjörð og það hefur gefið mörgum mikið og gott. Og þarna getur sá orðið flottastur sem alla jafna lætur ekki mikið fara fyrir sér en býr yfir einhverju náðargáfu, rökkrænni náðargáfu, að muna hluti, fílsminni sem þarna kemur við sögu, margt ótrúlegt Og kannski líka bara með áhugasvið, maður sér það svona kannski eins og við nefnum til dæmis með sem ungmenni sem hafa kannski ekki verið að finna sig. Svo dettur hann eitthvað á borði hjá þeim sem þeim finnst þetta bara búið gaman og þá bara geta þið farið í einhverja alveg svakalegar greiningar og hugsanir og bara varandi svona einhverja litla hluti sem þú bara geta tekið kannski heilan dag í að spá í en þannig bara því að þetta er dottinn á sviðið þeirra. Það segja stutt að sögja sjálfur mér. Ég var formaður Britsfélags menntaskólans á Akureyri þegar ég var þar í námi
og ég var fann að spila svo mikið undir lokin af því mér fannst þetta svo skemmtilegt að kærasta mín, hún stofnaði annað félag. Mitt félag hét Brima, Bridge-félag Menntaskólans á Akureyri og ég semst formaður þess, en hún stofnaði félagið Bridge Oi Emma, sem var Bridge Oi félag Menntaskólans á Akureyri. Ég bara, mér datt þetta í hug núna, ég var að segja þetta. Deila þessu með þér, ég hef sjálfur spilað Bridge náttúrulega mjög lengi og elska þetta spil. En það vakti líka athygli mína hér daginn þegar ég heyrði því að sko til að ýta við unga fólkið og áhuga þess, þeirra sem hafa ákveðið að læra spilið, þá eru þið farin að bjóða unga fólki upp á það er engin keppnisgjöld í tiltekna klúbba ef krakkarnir vilja koma og keppa. Já sko, það er þannig að við tókum þá ákvörðun að það er öll námskeið, það er öll námsgögn, öll keppnisgjöld og það er allt frítt fyrir undir 20. Já. Og það er alveg sama hvað það er sko, hvort það er keppnisgjald eða eitthvað annað. Vel gert. Svoleiðis að það er frítt fyrir alla og þarna sjáum við líka sko að því við sáum í raun og veru ákveðin styrk í jaðarsettum hópum að eins og ég nefndi áðan, fólk að finna sig í Bridge og þessi krakkar að finna sig í Bridge sem finna sig ekki í öðru svoleiðis og það er þannig að svona æskulís og íþróttamálið getur verið mjög dýrt. Það er mjög dýrt sko að vera kannski með mörg börn í íþróttum. Svoleiðis að þarna sjáum við raun og veru tækifæri til þess að geta boðið upp á þetta, ef fólk væri að finna sig þarna þá er það algjörlega gjaldfrjálst. Já, ég var alveg sáttur við það ef handboltarhreyfingin myndi koma svona móts við það barna minna sem er í handboltanum. Já. Þetta er til fyrirmyndar og náttúrulega jafnaðartæki. En sko, við myndumst aðeins á konurnar áðan. Það rifjar það upp fyrir mér sem eru svona hægt og sígandi að hasla sér aukin völl í þessari íþrótt. Það minnir mig á nokkra konur sem ég ræddi við voru þáttakendur í námskeiði, hvort það var í vor eða sumar og þær sögðust hafa farið á námskeið ekki bara út af Bridge-spilinu heldur vegna þess að einhver kynsistir þeirra hafi sagt þeim sem hafi lært Bridge að það hjálpaði henni að taka ákvarðanir að læra Bridge. Já. Og við vitum náttúrulega sem að við karlpungar við höfum haldið konu niðri, það er ekki ennþá komið kynjajafnrétti og það er örugglega reynsluheimur kvenna að taka ákvörðun, hann er örugglega öðruvísi heldur en þinn og minn og mér fannst þetta líka svolítið góð rök fyrir því að læra Bridge. Já, ég held að Bridge hendi ákvæmlega vel að mörgu leyti, einmitt sko varðandi ákvörðunartöku, varðandi hugsun og greina í raun og veru sko hvað vandamálið er, hvar tækifærið er og svo framvegis. Traustið? Já, hvað traustið? Akkurat sko. Þú þetta er raun og veru sko makkariðin er að segja með sögnum hvað hann er með og vörnin náttúrulega. Já, vörnin sko. Það er svo leysa algjörlega. Það er margt sem spilar hann inn í. Já, þetta er alveg magnað. En nú er jólahátíðin framöndan, Matthías. Og það segir í vísunni góðu kert og spil sko þegar ég svo ég rifja nú aftur upp mína bernsku þegar ég kom heim úr hvort sem það var framhaldsskóli eða háskóli þá var maður að spila eiginlega bara öll jólin, maður sneri sólarhringnum við og svona heldur að sé ekki á ansi mörgum heimilum núna jólin sem að rykinu verður blásið af spilastoknum og Íslendingar muni saminast í spilamennsku. Jú, ég held þetta sé mikil hefð á mörgum heimilum. Já. Og maður sé líka sko, það eru jólamót til dæmis í Bridge. Já. Það er jólamót á Akureyri, það er jólamót í Hafnarfirði og það hefur verið á Akranesi, það hefur verið í Reykjavík og fyrir austan og svoleiðis að það eru mörg jólamót og maður tekur eftir því að áhugin á þessum jólamótum er mjög mikil. Já. Og maður hefur séð það sko til dæmis eins og jólamótunum sem eru í Reykjavík og Hafnarfirði, það er bara rauðselt, það bara komast ekki fleiri í húsið. Svoleiðis að fólk tengir hátíðin alveg klárlega við spilamennsku. Já, jólin eru eitthvað að einhverju leyti svo mikil spilastund. Algjörlega, þetta er svona samverustund, fjölskyldu og vinna. Ég ólst samt upp við hinn hörðu gildi, foreldra minna, að það var bannað að spila á
Ég held hreinlega að það hafi bæði verið bannað að spila á aðfangadag og jóladag. Já. Að það hafi bara losnað það á annan í jólum. Já, ég held að þetta sé ansi breytt í dag. Já. Það sé bara að spila meira mun alla daga. Já, einmitt. En þetta svona segir sitt hvað jólin hafa verið fyrir okkur Íslendinga í seinni tíð. Alveg klárlega. Já. Og bryddspilið kemur þar inn náttúrulega eins og sterkt félagslega í þessari samverustund fjölskyldunar og fjölskyldu og vina En ef ég líka svo á svipuðu nótum og við hófum leikinn Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bryddsambands Íslands, ertu svolítið spenntur að sjá hvaða ríkisstjórn kemur upp og svona hvaða áherslur þeirra hafa sem að hafa mestum framgang til dæmis hugaríþrótt að segja? Já, alveg klálega. Maður fylgist með hverju séu líklegastir og svoleiðis að maður fylgist spenntur með. Já, og svo það náttúrulega þitt verkefni eins og allra annara framkvæmdastjóra hreyfinga að það að lobbyast. Já, ég meina það bara leið og það liggur fyrir hver fer inn í ráðuneytið. Það náttúrulega óskammar eftir að fá að koma og kynna hvað við erum búin að vera að gera og við erum verið að gera ansi góða hluti að við teljum svoleiðis að við viljum gjarnan fá að kynna það. Ég tek undir það og ekki má íþróttarlífið hér innanlands bara snúast boltaíþróttir þótt sumir kvartinu yfir því að þær séu frekar til fjörsins. Já, kannski líka ekki bara það heldur, það má ekki bara snúast með svona hardcore afrek sem maður stundum séð að það hefur verið of mikill fókus á að búa til landsliðsmannin eða atvinnumannin eða eitthvað svoleiðis. Já. Er ekki meiri svona mikilvægar að sé fókus á að sem flestum líði vel og sem flestir finni sig, sem flestir fái þjálfun við sitt hæfi og styrki sér þar að leiðandi félagslega og kannski efli viðkomandi til framtíðar. Einhvern veginn finnst mér það meira afrek heldur en að búa til einn landsliðsmann eða einn atvinnumann. Gott viður. Segir Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bryddsambands Íslands. Við þökkum honum kærlega fyrir komuna og vonum að áhorfendur og hlustendur hafi haft gaman að þessum þætti. Rauðaborðinu sem nú lokið, þetta kyrra þriðjudagskvöld. Við förum hér aftur í loftið klukkan 8 á morgun, það er að segja annað kvöld, og við minnum á það að við varum hér ekki í loftinu án ykkar stuðnings. Það er einfalt mál að styrkja okkur með því að fara inn á vefinn samstöðin.is og það er hnappur sem ástendur áskrift og ef þið látið 2500 krónur rakna til okkar þá getur það haft allt að segja það hvort þessi vinsæli fjölmiðill starfar áfram og hve mikil og góð dagskrá okkar verður. Þegar best lætur þá eru hér 40-50.000 hlustendur og áhorfendur að okkar efni og mikið þakklæti sem við finnum oft. Og við erum ykkur áhorfendum mjög þakklátt fyrir ykkar stuðning og allt ykkar áhorf og hlustun. Segjum þetta gott í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.